Eruð þið velkomin að Rauða borðinu á mitt sumar, það kom í júlí og það kom í svona sumarsvipur á samfélagið og við erum að reyna að setja sumarsvip á Rauða borðið, ætlum að hafa eitthvað svona sumarútgáfu hérna og ég hef kallað til hérna Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur sem svona, hvað er svona intern? Já, það má segja það að ég sé í starfsþjálfun hérna til þess að kannski að þú getur fengið kannski nokkra daga í sumarfrí í sumar. Já, það er allir að segja þetta mig, að ég er að fara í frí. Það hljómar svona skringilega. Þarftu ekki að fara í frí? Þarftu ekki, já. Ég held að sé nú kannski ekki bara því að fólk sé orðið þreytt á þér, heldur ég held að fólki finnust dugnaður þinn vera með slíkum ósköpum að þú kannski megi bara kannski hvílast líka eins og annað fólk. Þú ert þaulvön svona þáttum. Ég segi það, ég gerði mikið af þessu hérna áður, ég var náttúrulega stjórnaði þáttum í sjónvarpinu og 2 ára skeið, 2 vetur gerði ég það, svona spjallþætti og laugardegi og svo var ég meðstjórnandi með Hildi Helgu og Birni Brynjólfi tíma í svona fréttatengdum þætti og mér alltaf finnst mjög gaman að vinna í sjónvarpið þannig að ég voru þakklátt fyrir að fá Það er náttúrulega ekki RÚV, eins og þú sér Já, ég meina, mér finnst þetta náttúrulega miklu flottari RÚV og því hér á sér stað samtölum eitthvað sem að skipti máli og þannig að ég er bara upp með mér að fá tækifæri til að spreita mig hér með þér Við ætlum að reyna að hérna setja svona einhvern aðeins annan tón hérna og þegar sumar að reyna að hafa samtölum kannski svona meira, hvað var að segja svona lús eða eitthvað, svona óljós Já, jú, ég meina, ég var að hugsa daginn að allt efni sem við sjáum í gegnum svona meginstraumsfjölmiðla og í sjónvarp og kvikmyndum, þetta er allt saman efni sem er búið að sko svona ritskoða, kjúretera, handfjalla og nú til dæmis búið að skipuleggja það og það kemur svona til okkur í ákveðnum pakka og þessna fannst mér ágætt að þessi þáttur þú sagðir hérna að við kveiktum úr útsendingunni hvernig við að byrja þennan þátt ég sagði skulum bara kveikja og sjá hvað gerist vegna þess að það skiptir bara mjög miklu máli að fólk sjá að það er bara gaman að skiptast á skoðunum þó maður hafi kannski ekki endilega að leysa lífsgáttun í hvers skipti bara það að vera í samskiptum við annað fólk í raunsamskiptum En að samfara heim, viltu það ekki þegar þú tala við fólk? Nei, ekkert endilega. Steini, þegar þú segir þetta, þá áttu ég mig á því að þú er rétt fyrir þér. Nei, ég er ekki að bíða til því. Mér finnst það ekki vera mitt hlutverk í lífinu að vera að samfæra fólk eitt og annað. Ég finnst að fundi það að þegar mér liggur eitthvað á hjarta, þá langar mig að tjá mig það og ég vona að einhverjir séu móttækilegi fyrir því en bara fyrst og fremst að skapa umræðuna held ég að sé hlutverk okkar allra í samfélaginu að þú veist, vera ekki hrædd við það segja hverja skoðanir okkar séu og við eigum að vera óhrædd við það að segja það og það er allt í lagi þótt einhverju séu ósammála okkur það er bara allt í lagi og við þurfum að láta á þessari móðgunagirni að vera svona viðkvæm fyrir því að ef einhverju er ósammála manni að þá sem maður einhvern veginn settur út í horn Já, ég tek því ekki sem persónulegri höfnun þó að fólk helli sér yfir mig eða sé, það er bara allt í lagi ég svona reyna að vera trúð því sem mér finnst og því sem ég hef gaman af og já, það held ég að sé ágætt Við vorum búin að vera að ræða þetta þú kemur hérna inn og svona svo vorum skipulegið það og það er þessi þáttur í kvöld Já Svo komstu til mín og baðstu frí Já, auðvitað Þú minnir mig á hérna son minn, Davíð Já Einhvern tímann þá var mammans þurfti að fara eitthvað og þannig ég þurfti að passa hann. Ég var bara svo mikið að gera í vinnunni. Þannig ég reið hann sem sendil sem að ég slamdi við hann laun. Svo var bara tekið af mínum launum. Og honum fannst þetta að vera mikið ábyrgð, það held að verið 11 ára eitthvað. En ég var að vinna sem sendill á þeim árum. Mér finnst það ekkert óðurlegt við þetta. Þetta var svolítið skrítið þetta. En svo kom hann hérna til mín alveg eyðilaði daginn eftir og spurði hérna, ætti að mæti vinna á morgun, hvort það getur ekki frí. Það var búið að skipuleggja einhverja sveitaferð. Já.
Einmitt, sko, Ég man alveg eftir þessu þegar hann kemur svona 11 ára í fyrstu starfinu sínu og hann fannst það svo erfitt að þurfa að koma bara strax daginn eftir og byggja frí. Auðvitað, það álíka að vera píldi erfitt að Þú ert alltaf harðari. Ég er harðari af mig hvað þetta varðar, en sko, svo er það líka annað að svona er lífið, sko. Maður, sérstaklega þegar maður hefur ætlað sér að skipuleggja eitthvað út í ystu æsar, þú veist, á morgun ætla ég að gera A, B, C, D, E, þá skal það ekki bregðast. Að það kemur eitthvað upp og það kemur eitthvað símtal, þú ert eftir að gera eitthvað, þarft að gera eitthvað annað, þarft að breyta þínum plönum og maður getur sko tekið því óvænta sem persónulegri árás eða maður getur tekið í hreinlega sem sko bara alheimurinn sé að stríða manni vegna þess að þú veist hann sé að vinna gegn kerfinu vegna þess að þú veist þetta kerfi sem við erum að reyna að búa til ef við höfum ekki svigrúm fyrir hið óvænta, þá er út okkur, því þá erum við stanslaust bara gengur ekkit upp hjá mér, það fyrir allt til anskotar og eitthvað svona, í staði fyrir að, þú veist, átti dagurinn að fara svona, ég sem alltaf, þú veist, að taka því ákveðnu léttleika, ég held að það sé bara auðveldara, eða þannig ef ég allavega ákveða að lifa lífinu, ég tek þessu alltaf sem svona að verða að stríða mér, þegar ég gerir rosalega plön og það einhvern veginn kemur eitthvað inn og eyðileggur það, þá er það vegna þess að sko alheimurinn er að sýna mér að það er allt flæðandi, það er allt einhvern veginn, við þurfum að vera viðbúin öllu og eigum ekki að láta hlutin að setja okkur svona mikið úr jafnvægi. Við eigum að vera, hvað ég að segja, meira flexible, hvað heitir það á íslensku? Sveigjanleg. Það heitir sveigjanleg, afsakið að ég sagði flexible, þá sveigjanleg, við eigum að vera sveigjanleg. Og því sveigjanleikin býr líka til meiri viðsýni. Og umburðarlindi. Ekki Lennon sem sagði að lífið hendir mann þegar maður er að búa til nýju plön? Ef það var Lennon þá bara frábært, en þetta er allavega mikið sannleikur í þessu. Já. Já, herðu, en hvað er hérna... Við ætlum að fá til okkar... Já, við ætlum að fá til okkar franska konu til að ræða það sem er að gerast í Frakklandi. Já, rosalega sem ekki til okkar. Hæ? Þetta sé hérna... Kosningarnir í Frakklandi í gær eru stór viðburður á sko skala. Já. Að það var að spurja fólk sko hvar varstu þegar þú fréttir það að þjóðfylkingin væri búin að ná meirihluta í franska þinginu sem það gerðist ekki í gær en það mun gerast í næstu viku. Ég veit að það eru margir voða bjartsýnar á því að einhvern veginn hérna verði hægt að fyrirbyggja það en ég held að verði ekki þannig. Ég held að Og ég verð að viðurkenna það að ég hafði ekkert verið að fylgjast mjög mikið með frönskum stjórnmálum þegar ég fór að svona aðeins að skoða fjölmiðla og ég sá andlit þessa drengs sem er andlit flokksins og ég hugsaði bara, Bardella? Já, Bardella. Hver er hann og fyrir hvað stendur hann og þegar maður fer svona aðeins að reyna að lesa fréttir og blöðin þá virðist nú afskaplega lítið koma frá honum sjálfum. Hann er svona meira eins og málpípa Le Pen. En hvernig virkar hann á því svona? Já, hann virkar bara á því. Hann er vel greiddur? Já, snyrtir út í fara? Já, ég meina, ég hefði haldið að hann væri svona Hollywood-leikari, sko. Eða svona eitthvað supermódel. En er ekki óvenjulegur? Hann fengi ekki hlutverk nema að vera kannski, sko, frændi eða eitthvað. Nei, en ég meina, hann er með Þannig ekki að vera með svona eitthvað svona smá tvist til þess að verða leikari? Nei, hann er svona aðgengilegur, hann er bara svona sætur, ungur maður, hann er með stóran presens á samfélagsmiðlum, rosalega mikið á ungu fólki fylgir honum og hann er einhvern veginn bara svona ungu maður að lifa lífinu og þannig svona á yfirborðinu er þetta rosalega sakleysislegt. Bara 28 ára? 28 ára gamall. Þekkir þú eitthvað 28 ára sem þú myndir vilja gera það forsætisráðherra? Já, ég þekki fullt af 28 ára gamlu fólki sem mér veist vera bara fullvaxta manneskjur. Ættu kannski ekki gera meira af þessu, heldur en að vera með eitthvað 48 ára? Það getur alveg verið, en sko... Verður ekki að stoppa 48 ára fólkið? Jú, ég meina það á náttúrulega bara skjóta okkur bara eftir 40, við erum svo leiðileg. Nei, en það sem ég er að segja, en svo hins vegar fyrir maður að vera grennslast eftir því, þá virðist ekki mikið svona frumlegt koma frá honum sjálfum. Hann er bara einhvern veginn svona... Hann er bara andlit, hann er bara geðþekkt andlit á andstyggilegri hægri hreyfingu. Það er það sem hann er. Þannig að hann er svona hinn svona barslega fjöður sem er sett yfir grimmdina, yfir ofbeldi og það er auðvitað hræðilegt og það er hræðilegt ef það blekkir kjósendur
skilur sem kannski nenn ekki að fara inn í hlutina og þá ég bara segum það líka að heldur sé bara eitthvað svona yfirborð. Já, ung manneskja, geðþekk, falleg manneskja, hún lítur að vera hið bjarta andlit framtíðarinnar. Þegar þau komu og sóttu mig í klefan til þess að taka mig á lífi, þá tók ég eftir að þú voru allavega vel til fara. Eitthvað svoleiðis stemming. Já, kannski, því miður. Huggulegu svipur og anstíkileiti. Já, einmitt, svona blíðlegt andlit á fasismann. En nú alltaf verið að segja okkur sko hérna að nei, þetta það nú ekkit farið til fjandans og Ítalíu þar sem að Meloni komst til valda og nei, þetta ekki svo mikla breytingar og auðvitað verðum við að bregðast við með einhverjum hætti. Þannig að það svolítið svona stemmingi sem og ég fór og fletti svolítið á Facebook til þess aðtuga hvað svona hægri menn sem ég myndi eftir. Þeir voru allir bara rosa ánægð með þessi kosningaúrslit. Í Frakklandi? Nei, bara íslenskir. Já. Bara sjálfstæðismenn. Þóttum maður myndi ætla að þetta væri ekki alveg flokkurinn þeirra, sko. Já, nei. Þeir ætla að vera að gráta það að gólistar að hverfa. En þetta náttúrulega veitir brautargengi ýmsum hugmyndum sjálfstæðismanna á Íslandi, til dæmis eins og hertum útlendingalögum og hertum lögreglulögum og frekari niðurskorði og almannaþjónustu og einkavæðingu og svo framvegis. Þetta er flokkur sem hefur hugmyndur það að sko brjóta niður borgaraleg réttindi, hafa sko annars verið ertu franskur ríkisborgari og svo ertu bara gerfi eða svona second class citizen. Já, einmitt, en það nú líka tóldi stemningin hér, Ísland fyrir Íslendinga, það svona stemningi á allavega nokkrum ráðurum í okkar ríkisstjórn núna, sko. Það þannig og alveg grímulaust og eins og hún dómsmálaráðherrann okkar, sko, maður veltiði fyrir sér þetta svo alvarlegt að gera sko, hvað ég að segja, svona mannfyrirlitning og mannhatur svona hversdagslega, að láta eins og ekkert sé með það og þetta náttúrulega kristallar sérstaklega núna síðast í dæmi þessa unga palestínska drengs, þessa 11 ára gamla drengs að sko takist þeim að láta okkur vera alveg samum það ef honum vísað úr landi, þá svona björnin unnin, því þá verður eftirleikurinn auðveldari og þess vegna skiptir máli að við sem manneskir í þessum landi látum ekki bjóða okkur það að við séum gerð að böðlum þessa dreng, sko. Jasan heitir hann. Jasan, já. Já, en ég það við erum eitthvað að hugsa þetta að það svolítið stemmingin þú veist að vera eiginlega að sannfara okkur að þetta sé ekki mikla breytingar. Að það sé ekki ástæða til þess að óttast þessa þróun. En ég eiginlega á því að við eigum að vera skítrætt. Já, við eigum að vera það og við eigum að vera hrædd við. Og hrædd til þess að bregðast á við, sko. Já, algjörlega. Við eigum ekki fórstisteldinguna. Nei, en það eru þetta áhrifin sem að þetta hefur líka. Vegna þess að fjöldi fólks finnur að fyrir auknu hatri og svona, þú veist, ef að stjórnvöld fara að sýna meira ofríki, það tekur dálítið svona, hvað ég var að segja, það gerir fólk hræddara í eðli sínu vegna þess að það býr til ímyndun það að heimurinn sé verri en hann að það sé hættulegra að vera til og þú eigir að vera hræddur, sko. Þannig að þetta mjög alvarleg þróun, svona þetta. Þannig ef við erum ekki hrædda þá sjáum við fleiri möguleika og erum djarfari. Já. Það sem verður að gera okkur hrædd til þess að við gerum ekkert. Já. Og þú veist, ég blæs á það að útlendingar séu upphafið og endirinn á ógæfu Íslendinga. Þetta bara yfirbreiðsla yfir það hvernig stjórnvöld hafa verið að svona mólað innan okkar samfélag og svo bara fundin þessi ágæti blóraböggull sem náttúrulega hræðilegt að þetta bara aðrar manneskjur, útlendingar og flóttafólk og það gert að blórabögglu fyrir vanstjórnvalda. Þetta ógulegt yfirbreiðsla. En nú birtist mynd af honum Jasan og hann í sjónvarpsfréttunum og það verið að halda því fram að við erum að koma út úr landinu af því að hann að grafa undan innviðunum í samfélaginu og þú sem ert með svona eðlileg viðbrögðum að vilja bara veita honum skjól að þú átt að því það bara það gengur náttúrulega ekki lengur því þá koma bara jasanar í bílförmum á hjólastólunum sínum. Koma 400.000 börn með Duchenne frá Palestínu, það bara rugl. Þannig að það er eitt orð sem ég hef heyrt sem er alltaf að breiðast út. Það byrjaði held ég á miðflokknum sem var að tala að þetta væri skynsemi. Það verðum bara að horfa skynsamlega á þetta. Og ég heyrði var við Rauðaborðið þá komu voru kratar
og þá voru þeir að tala innflytjendamál og þá var líka að byrja að segja skynsemi. Já, við erum náttúrulega að taka skynsamlega á þessu. Við erum að við getum ekki hleypt jaðarsamninga inn og það segir sér náttúrulega sjálft að það er bara mjög óskynsanlegt að rækta upp ílsku í fólk eða þjóð, það er bara mjög óskynsanlegt. Það er svolítið að vinnast í orðræðinni. Nei, ég meina leið og við komum illa fram við manneskjur af öðrum kynþætti eða frá öðrum löndum, þá bara styttist í það að við getum verið grimmari við hvort annað. Skilur, það er bara verið að beygja þennan siðferðislega ásemur inn í okkur að við eigum að hjálpa fólki í vanda og eigum að gefa þyrstum að drekka og þetta er ekki bara kristileg gildi, þetta er bara meðfætt í manneskjunni. Við sjáum það bara hvernig, þú veist, það er okkur eðlilegt við einhver dettur að reisa hann við. Það er óeðlilegt að labba framhjá og láta eins og við mikið séð það. Það er óeðlilegt, ekki satt? Já. En þú sagði kristigildi að sjálfstæðisflokkurinn vill svona láta eins og hann sé flokkur stuðu kirkjun og eitthvað. Hefur nýr biskup eitthvað tjáð sig Jason? Nei, ég held ekki. Nei, var ekki upplætt að fá hana við rauðaborðið og spjalla þessum mannúðina og kærleikan. Ég talaði reyndar við hana fyrir biskupskjörið, ég talaði við alla sem vildu verða biskup. Já. Það var bara mjög áhugaverð samtöl. Og svo komum við 3 hérna. Já. Og svo að því að svo þegar hann var búið kjósana, að þá var hún svona hér og þar og það að því að við erum svona lítildi stöðu, þetta er að læra þetta. Já. Að þá er maður ekki mikið að gera það sem hinn eru hvað sem er að gera, það er ekkert gagn í því. Þannig að ég sendi svona á hana og svona vildi bara eiga það inni svona seinna mér að fá hana. Þegar það væri búið að fara þennan hring að tala við stórumilana. En ég hef líka verið að hugsa af því að ég persónulega hef litla trú á því að pólitíkin sé að skila mannkyninu betri heim. Af því að mér finnst pólitíkin raunverulega vera að vinna gegn manneskinu, gegn mannúðinni. Flokkapólitíka. Flokkapólitík, já bara og í Evrópsstjórnmál líka og ég hef svona velti fyrir mér sko eins og Íslandi kirkjusókn hérna er mjög lítil en getur kirkjan einhvern veginn... Kirkjusókn er ekki lítil. Er hún ekki lítil? Nei. Ok, kontum einhverja statistík svo skjóttu mig niður. Já, ég skal segja bara sögu að þegar ég var ungu blaðamaður að þá var ég að vinna á Tímanum og þá komum við þessi hvort það var ég eða einhver annar bara svipuðum aldri. Svipaðan Gorgir. Það mætir enginn í kirkju eða? Þá sagði ég, við skulum bara telja í kirkjunum. Þannig ég fekk nokkra blaðamenn og það var eitthvað við gáttum farið á milli kirkna, ég var ekki komið bílpróf þannig að ég þurfti eitthvað að hlaupa á milli til þess að ná mínum 4. Já, kirkna í þessu falli er alveg ómögulegt orð, það er svo erfitt að segja kirkna. Það sagði ekki? Jú, ég veit að bara allt í hennu hugsa hvað þetta er skrítið. Ég er bara að segja þetta sögu áður, ég er bara að æfa mig. Já, en kirkna, ok. Þannig að svo töldu við. Og þá kom náttúrulega ljós að það var bara fullt af fólki í kirkju. Sko. Ok. En sá sem er ekki í kirkju, hann er alltaf heima þess að segja, það er enginn í kirkju. Já, ok. Ég skal viðurkenna, ég er dæmum slíka mannesku. Ég fer ekki... Og svo er ég líka messugagnrýnandi, þú veist það. Já, nei, ég veist ekki. Ég var messugagnrýni í Víðsjá eftir 1996. Þá fór ég alveg alla lönguföstu og þetta var svo vinsælt efni, þetta var framlengt. Þá fór ég í kirkju á sundum og kom svo á mánudögum og var með gaggrýndi myndlistina í húsinu og allaristöflunni og músíkina hjá orgeleikaranum og kórnum og bókmenntalega það sem að presturinn var að fara fram og lýst þessu. Nei, en ég fór að hugsa sko að því að nú er þetta þjóðkirkja. Já. Og sem þýðir þó það við eigum... Nei, við erum ekkert að komast áfram þessar sögur. Nei, ég er ekki saga. Ég ætla að leiða mér að hugsa upp á þetta og getur verið að allt sem ég segi sé vitleysa, en það er bara allt í lagi. Við verðum að fá að hugsa, skilur, til þess að vera einhvern veginn bara, noti okkur í heilan og frumurnar í hausnum. Og ég fór bara að hugsa, getur kirkjan einhvern veginn hjálpar samfélaginu? Við eigum þessa kirkju. Nú veit ég að... Ertu í þjóðkirkjunni? Nei, ég er ekki í þjóðkirkjunni. Það var ekki. Býttu, leiði mér að ég gekk í eitthvað annað lífskoðunarfélag sem er Súfistar. Hættu, heyrðu, nei, ef að kirkjan, nú veit ég allir að sumar kirkjur í Reykjavík hafa verið að opna fyrir fólk af öðrum trúarbrögðum til þess að iðka sína trú innandyra og ég held að þetta sé mjög mikilvægt að íslensk bænahús séu bænahús fyrir alla sem að hérna búa, þó séu ekki kristnir vegna þess að einhvers konar iðkun, andleg iðkun er af hennu góða og það á ekki að skipta okkur einu máli hvaða trúarbrögð fólk vill iðka, þetta er bara eins og að stunda jóga eða hvað annað eða hugleiðslu eða eitthvað.
en gætu kirkjurnar orðið meiri svona samkomustaði fyrir fólk til þess að tala einhver mál sem að skipta okkur máli. Þú veist, samfélagsbreytingar, getur orðið svona samfélagsbreytingarstofnun, þannig að það verður að tala skólamál, tala uppeldismál og bara svona í ríkara mæli og getum við þjóðin gert meiri kröf á það að kirkjunarhús og kirkjulóðir og jarðir séu meira okkar eign og á þess að það sé ennilega einhver trúarleg innræting sem eigi sér stað. Ég bara svona velta þess upp, sko. Já, það getur verið og vilji inn í kirkjunni til þess að gera þetta. Já, vegna þess að kannski kemur krafturinn í gegnum það að breyta samfélaginu, í gegnum það að við sameinumst með kirkjunni að gera það, frekar en í gegnum pólitíkina, ég veit það ekki. Svo samfélag í kirkjum og það til dæmis, ég held að komið mörgum óvart að það fólk frá Venezuela sem komið til Íslands og maður heldur náttúrulega að það sé allt kaþólska, það ekki þannig, það hellinga mótmæla trúa fólki og það til dæmis, ég veit að það er komið spænskur hvað heitir það á sunnudögum, svona sunnudagsskóli í Fíladelfíu og ég held að sé líka eitthvað hjá aðventistunum af því að þeir eru ekki svona kannski, þeir eru líkari kannski í Bandaríkjunum þessu mótmælenda bylgjan sem komið til Venezuela og þetta er svona mjög víða og það er náttúrulega, það er líka samfélag í kirkjum sem að ég held að fólk er oft blind fyrir. Það kemur fólk og í messum og tekur þátt í einhverju svona safnaðastarfi og eitthvað fleira sem að er ekki alveg ljóst sko hvað fólk kemur bara og Já, þetta er bara fólk sem vill vera í samfélagi mannana með öðrum og það er náttúrulega bara af hennu góða að hittast og vera saman í einhverju samverustund. Hefur ekki að fá biskupinu að koma hérna og spjalla? Jú, bara alveg endilega og kannski einhverju... Þú er nú trúlaus, ekki? Nei, ég er það ekki. Alls ekki. Ég hvorki skýrin ég femd og ég var náttúrulega alin upp af fólki sem að trúði ekki og ég grátbað pappa að koma með mér í kirkju og hann bara steinir mér, nei það held ég ekki að verða aldrei. Það verður aldrei. Allt fyrir þig, ekki þetta? Já, allt ger ég en ekki það. Ég hef ekki verið trúariðkandi í þeirri merkingu að ég fari í kirkju en eitt slíkt en ég trúi hins vegar, ég trúi því að það sé eitthvað mér æðra, að sé eitthvað manninum æðra og það er svona misjant hvað það er stundum fyrst mér einhvern veginn forsjónin vera einhvers konar afl í veröldinni, stundum finnst mér náttúran klárlega vera miklu meira yfirvald heldur nokkur stjórnvöld, mér finnst einhvern veginn veröldin sem einhvern svona afl, ég held að heimurinn sé bara ekkert að spá í það hvað við manneskjurnar erum að pjakkast hérna á jörðinni sko. Jörðin bara er umbreytanleg og síkvik og er ekkert að velta því fyrir sig hvað menninir eru að gera. Er það að reyna að búa til Guð? Nei, ég bara, manneskjan er ekki æðsta valdið í veröldinni. Ég er alveg með það. Það eru nokkri guðir í boði, sko. Ég þarf engan eitt, sko. Ég þarf bara að vita það að ég er ófullkomin, að ég stjórn ekki, að það er eitthvað mér æðra og það nægir mér. Það er það besta sem að sko, fólk færi í gerðum trú er að þú þarft ekki að vera í miðju alheimsins. Já, og ég finna líka að ég get beðið aðstoð. Þú veist, ef ég er örmagnað eða ef ég er einhvern veginn í vandræði með eitthvað, þá bara stundir sest ég niður bara getur vinsalegast alheimurinn aðeins aðstofa mig hérna og til þess að losa mig undan þessum hremmingum og mér finnst það hjálpa. Og finnst ég skammast mér fyrir það eða hvað? Hefur þú aldrei beðið hjálp, Gunnar Smári? Ég er alinn upp í svona kristni og er löngu búin að svona sætta mig við það að þetta er bara hluti af mínum svona karakter, þetta er inngróðin í mig. Þegar ég alltaf fermast þá tók ég mig alvarlega. En biður einhvern tímann fyrir? Biður bænir? Já, það er mjög gott að hæga lífið mínu þannig að til dæmis ég þurfi alltaf að labba einhverja svona tiltekna leið af í daginn til þess að ég geti farið með mínar möntrur. Það heldur mér svona heilbrigðari. Og er það fyrir þína hugaró eða er það að biðja fyrir öðrum eða? Já, bara í öllum öðrum sko. Já, einmitt. Meira sem þegar flugvél er að fara í loftið þá bið ég byrðið að blessa sko flugmynnin og alla áhöfnin og alla... Ég held að þetta sé manninum eðlislegt. Og alla sem er í vélinni og öll tengsl sem að fólk hefur við annað, blessa alla öll skildmenni og ættmenni og vini og kunningja og nágrannana sem að tengjast inn þetta fólk sem er inn í þessu hylki. Við bara Guð að blessa þetta alls. Heyrðu, það var kona sem sagði við fyrir örugglega meira en áratug síðan, hún sagði
hafðu bók á náttborðinu hér og skrifaðu nöfn þeirra sem þú vilt biðja fyrir. Nú þessi bók orðin ansi þétt skrifuð og ég svona flett í gegnum hann áður í sofna. Bara svona, já, þarna eru þau öll, þarna eru þau öll. Er það strókað út? Nei, ég hef ekkert strókað út. Og þarna er þetta fólk. Já. Hugsa fallega til annara. Ég held að beri árangur að hugsa hlýtt til annars fólks. Ég ætlaði að segja þér að þegar ég átti að fermast, þá las ég Biblíuna, ekki alla, en svo tók þetta alvarlega. Hver hefur lesið alla Biblíuna? Gunnar Smári. Það átti maður að velja ritningagrein. Og það höfðu bræður mínir að ég er yngstur, þeir höfðu alltaf verið með að sama eitthvað, lampi, fóta minna eitthvað. Og ég vildi velja sjálfur og ég man ekki alveg, þetta er eitthvað þar í Davíðsálmum og það er eitthvað neginn svona hví stenduru fjarri drottin byrgir augu þín á neyðartímum. Finnst ekki fyndið að sé 14 ára barn sem að, en þetta er náttúrulega mjög skiljanlegt. Ef að Guð er góður, allir heimur er vondur. Þetta er náttúrulega þessi fyrsta svona trúarlega vangavelta sem að kemur upp í glímu fólks við trúna. Já, en Guð er bæði góður og vondur, vegna þess að við erum öll bæði góð og vond og Guð skapaði manninni sinni mynd og við erum bæði góð og vond. Það er misskilningur að við séum góð eða vond. Við erum hvort tveggja. Við erum hvort tveggja og Guð er það líka og það er ekki til sem er gott og vond. Það er líf og dauði. Það er ekki bara hringrás. Hann horfir ekki á heiminn í hörmung án þess að grípa inn í að þenni vondur. Nei. Þannig að ekki hvort það er góður og vondur. Nei, en þetta er bara lögmálin, Þú veist, dagur, nótt, hið góða, hið vonda, hann ræður ekki við það frekar en aðrir. En það segja aðra sögu. Einhvern tímann, ég held að það Ólafur Skúlason var fór eins með ljósum logum þjóðkirkjuna. Biskup. Já, þá hringdi í hagstofuna og ætlaði að segja á þjóðkirkjunni. Og þá svaraði kona og sagði, jæja góði, þetta segja á þjóðkirkjunni? Já. Og heldur þú sért í þjóðkirkjunni? Já, ég held það ekki. Nú? En ég skal bara aðtóða. Þú sagðir úr þjóðkirkjunni þú var 16 ára. Og hún vissi þetta. Já, því að hún var alltaf að fá. Það var alltaf fólk sem var löngu búið að segja þessu þjóðkirkjunni. Það er alltaf að segja þessu þjóðkirkjunni. Þetta er svo svipað og gerðist þegar ég var að vinna á DFF. Það var fólk sem var að segja upp áskrift. Það var ekkert alltaf áskrift. Það var bara fólk sem var kannski bara búið að segja upp áskriftinni aftur og aftur. Já, nákvæmlega. Já, en nú er hann nú farinn frá. Ég hef ekki gengið inn í þjóðkirkjuna aftur. Nei. Ég gekk eins og í félag múslima. Já. Það var þegar Framsóknarflokkurinn var að djöflast á múslimum í kosningunum 2014. Já. Og það bara gekk fram að mér og ég sá það í samþykktum félags múslima. Þetta er ekki trúfélag, þetta er bara svona menningarfélag eiginlega. Þannig að þú mátt alveg vera þann inni þóttu sért ekki. Og mér fannst það bara það var í skárra að þau fengið þennan 14 skall á ári til þess að verja sig fyrir Framsóknarflokki Sigmundar Davíðs. Já, bara því að þú spurðum út í því ég nefnilega man að ég skráði mig úr þjóðkirkjunni, ég man ekkert hvenær og ég man ekki í hvaða lífskoðunar félagi ég skráði mig, að því maður verður held ég að skrá sig, maður getur maður staðið utan. Ég man ekki hvernig það var, en það er mjög rík þörf hjá fólki að tilheyra félögum. Það hefur ekki verið það hjá mér. Nei, mér finnst gott að vera. Vextu illa í félagi? Nei, en það er, ég veit ekki, ég held þetta, ég hef ekki mikla þörf fyrir að vera ganga í félög eða svona finna það, hér er minn hópur og þú veist, eitthvað svona. Ég stend með þessu fólki, þetta er mitt fólk. Þetta er ekki spurningu þegar ég vil ekki standa með fólki, en ég vil ekki þess að merkja mig það á mig. Einhvern veginn. Og þessna þegar ég spurgst ég hafi ekki áhuga að fara í stjórnmál þá nei. Ég vil ekki að það sé búið að því að mér finnst einhvern veginn allur heimurinn vera núna í skilgreiningum og merkimiðum og ég held að frelsi mitt sem mannesku sé það að vera ekki félag. Er það ekki öfugt? Er ekki flestir einmitt á þessar línu að einhvern veginn vilja ekki vera, fólk vil ekki tengja stjórnmálum og vil ekki tengja Já, það vil vera í íþróttafélögum eða saumaklúbum eða félag kvenna í atvinnurekstri. Ég held að Guð sé ekki ánægður með þetta. Hvað sagðirðu? Ég held að Guð sé ekki ánægður með þetta. Nei, ég held að Guð vilji ekki félög. Jú, ég held nefnilega hann sé Nei. Guð vill engin félög. Hann
Fylg þú mér? Fylg þú mér. Já, hann vil bara við séum öll í félagi hvert við annað á þess að þurfa að heita eitthvað. Þú veist. Akkur þarf alltaf að heita eitthvað, Gunnar Smári. Getur við ekki bara verið saman í félagi? Manneskjurnar. Ert þú í þessu félagi? Þá ert þú orðinn andstæðingur minn. Ég tek leið 14 hérna í vinnuna. Heitir Versló. Meist alltaf leið. Það heitir eitthvað. Annars myndi ég enda bara upp í Breiðholti. Já, en það er enginn að fara að fordæma þig það fyrir að taka leið 14. Þú er bara strætisvagnar notandi, það er ekki flokkur, það er ekki lífskoðunarfélag. Það var þar þegar maður var að læra félagsfræði, ég veit ekki hvað samdana sem maður var einmitt eitthvað í 11 ára bekk eða eitthvað. Þá var það einmitt sko að vera að útskýra hvað er félag og þá var held ég meðal stekið að við sem erum í strætó og leið 14, við erum í svona félagi á leiðinni. Ég skil. Við myndum þannig félagshóp. Já, einmitt, Facebook er einmitt félaga og hópa myndunar samfélagið, sko. Það sem getur verið í alls konar félögum. Og ég, Lækar ekkert svona? Nei, ég hef stofnað nokkur svona félög inn á Facebook sem að, þú veist, og sem ég stofnaði fyrir svona 12 árum síðan sem lifa góðu lífi sem ég bara fer ekkert inn á. Eitthvað hét The Owl Society, það var bara því ég var hrifin á uglum og þetta er alveg bara... Þú ert svo mikið á móti félögum að þú stofnar félag og leið og einhver gengur inn í það, þá er þú farin. Já, nei, ég meina hlutinir eiga bara, lífið á bara að sjá hlutina, skilurðu. Þú veist, hugmyndirnar sem eru á sveimi í heiminum, þær eru bara fyrir alla til að grípa. Ég meina, það er öll viskan bara á floti, okkur er aldrei að detta neitt nýtt í hug, það er búið að finna allt upp. Og við höfum bara... Allt sem hefur verið áður. Já, og þú veist, við höfum bara setjast niður og downloada upplýsingum og byrja bara að gera og græja, sko. Herðu, en hvað er að gera þennan þátt? Við ætlum að hafa gesti hérna eftir? Já, við ætlum að ræða við hana Marion stjórnmálin í Fraklandi. Og þetta er tilraunaverkefni þessi þáttur, þessi breyting á Rauða borðinu núna í sumar, inn í tilrauna þættinum Rauða borðið, inn í tilrauna útvarpsstöðinni og sjónvarpsstöðinni Samstöðin. Já, og Rauða borðið mun þá heita Eldrauða sumarstuðborðið núna. Já. Af því að þú veist, það verður ekki talað bara hér auðvald, heldur við kannski með eitthvað annað líka. Nei, ég er nú bara að stríða þér. En svo ætlar hann Einar Þór að koma. Ég vona hann fá að vera hér við hliðina mér. Já, hann er frábær, mikill baráttumaður og Marion Herrera, sem er frakki. Og hörpuleikari og þyrluflugmaður. Það tók hvernig frökkum líður í dag. Já, lífslistamenn. Þannig að við höfum kannski tökum átti gestur núna og svo kannski spjöllum við aðeins saman í framhald af því. Prófum það. Til í það? Já, bara ef það er það sem þú vilt, þá já. Ok, Steinunn Ólín ætlar að taka á móti gestum hérna eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, komið sæl og velkomin tilbaka. Nú eru komnir gestir til okkar Gunnars hérna í settið. Það er Einar Þór Jónsson sem margir þekkja og hingað er líka komin til okkar Marion Herrera, frakki, búin að vera búsett hérna frá 1996. Rétt. Og hún er hvorki meira en ég minna en bæði hörpuleikari og þyrluflugmaður sem ég veist alveg geggja kombo og ég þarf að komast að því af hverju. Og útsendari franskra græningja á Íslandi sem er næstuð eins og að vera svona eins og njósnari eða eitthvað. Já, mér þetta alveg geggja. Kannski byrjum við á því, þú kemur hérna 96. Já. Og svona hvað var til þess? Hvað var það bara ævintýraþörf eða hver sagði þið frá Íslandi? Einlega var það ævintýraþörf. Aha. Var það fyrst sem ferðamaður eða? Nei. Ég kom til að skoða með það í huga að kannski ætlaði ég að koma aðeins lengra og það er það sem gerðist. Ég var þá í París að klára heimspekinám. Okay. Og mér fannst lífið í París ekkert mjög sjarmerandi. Og þá var Ísland með vindurinn og sjórinn í kring. Tóka mig svolítið. Þetta á ekki París að vera mest sjarmerandi staður í Evrópu? Já, fyrir túrista. Og Parísarbúar. Það er ekki gott að vera ekki Parísarbúi í París. Sko þetta er stór borg
stórborg stórborg. Mikið málbygg og mikið fólkið og mikið, þú veist, bara stórborg. En hvernig var pólitískt ástand í Frakklandi á þessum tíma? Það var árið sem Chirac var kosinn og mér leist ekkert mjög vel á það. Ég hugsaði, þetta byrjun af einhverju svona þrýsting. Ég var að sjá Frakkland fara í 2 hlutum sem myndi enda á móti hvort annað. En ég hélt það myndi gerast miklu fljótari. Já. En það vist að gerast núna. Já, næstu í 30 ár setna. Já, það voru dálítið skuggalega niðurstöður í kosningum, eða fórkosningum í Frakklandi, núna bara hvað í fyrradag? Í gær. Í gær, já. Já. Það er bara ljóst held ég að þjóðfylkingi mun ná meirihluta. Það þarf eitthvað meiri háttar að ganga á til þess að það svo verið ekki, eða ekki? Ég að halda vonin. Þú heldur vonina? Að því að það ennþá 20% sem í miðjunni. Sem að fylgja Macron. Já, sem að fylgja Macron. Já. Og hann að tapa aftur á móti. Það alveg að fara að gerast. En þessi 20%, við vitum ekki hvort það fer hægri eða vinstri. En þeir sem að fylgja ennþá Macron hljótur að vera svolítið hægri sinna fólk. Ekki Macron hægri maður? Hann já, hann það. En ekki endilega. Það hópa fólki sem heldur að hann þarf að klára það sem hann var að byrja. Og það alltaf best að klára þann kafla. Það líka fólk sem þola ekki öfga, hvort það sé hægri eða vinstri. Og sem að finna þar eitthvað sem á milli. Ja. Að því að þessi vinstri flokkur sem búin að safna saman, það náttúrulega sósíalistaflokkurinn, það græningar, það kommunistar og það LFI, sem La France Insoumise, með Mélenchon. Og Mélenchon ekki mjög, hvernig að segja, það margir sem, hann að stoppa margir til að fara þann skref, að fara að kjósa þann flokk. Já. Sko, ég fór að skoða þess, því ég bjó í smá stund í París, bjó í Átjándarhverfi og skoðaði hann flög inn, hann fór með Mélenchon í flokki, heitir Amria Caron í Átjándarhverfi. Já. Flög inn í fyrstu umferð yfir 50% og svo fór ég að skoða aðeins í kring og það meira í kringum París þar sem að sko fólk úr flokki Mélenchon í bóði og miðstur bara að fá frábæra kosningu. Það bara yfir 50% í fyrstu. Ég veit ekki hvað þér finnst Einar, en það kemur mér allavega mjög spánst fyrir sjónur og held mörgum Íslendingum að til dæmis Macron sjáu sitt óvætna og þori að bjóða til kosninga vegna þess að íslenski stjórnmálamenn þegar þeir eru óvinsælir þá bara forherðast þeir og sitja sem fastast. Þetta er ekki sammála því. Þannig að hann dálítið, hann tekur stökkið, hann þorir, hann Macron, að bjóða til kosninga. Finnst þér það ekki dálítið magnað? Jú, við skiljum örglega ekkert í því með aðstæður sem við búum í núna. Nei, nákvæmlega. En já, hann ekki miðjumaður svona, hann dálítið frjálslyndur, ekki? Já, hann gaf sig út fyrir það. Hann byrjaði þannig. Já. Hann byrjaði meira segja með sósíalistaflokkurinn, sko. Já. Og nú Ólympíuleikarnir í farvatnina mikið að vera í landinu og svona óró einhvern veginn, sko. Já. Hann fyrir þetta verið með kosningar núna. Já, hann hefur bara verið bjartsýnn. Hann hefur bara ofmetið sína stöðu, held ég. Já. Þetta er ekki? Já, þú vissum að þetta fari á vestaveg. Sko, ég finnst það líklegt. Ég bara, þú veist, ég veit alveg að ég skil alveg að þú vonir þið besta, sko, en ég bara... Það ekki bara eitt þáttur. Hann var örugglega að ofmeta sig, en það ekki bara það. Hann var orðin held ég pirraður. Hérna kemur svona tilfinningar, upplifun. Hann var bara... Svona stolt hans en kallmanns eða... Stolt og líka bara, ok, viljið þið það? Þá skulum við bara gera þetta. Ég sá meira
meira þannig, sko. Vil ég virkilega fara þann veg? Þetta mjög óíslenskt að stjórnmála svari kalli almennings, það bara eiginlega gerist aldrei á Íslandi, sko. Er þetta franskt stolt? Er þetta franskt stolt? Allt í lagi þá, sýnið mig þá hvað þið viljið. Það gæti vel verið, já. Frakkar eru allir stórir upp á sig svona og svona vilja ekki einhvern veginn, hún fannst kannski gott að gera þetta bara svona með stæl. Frekar en að vera eitthvað að reyna að krömpast áfram og allir einhvern veginn á mótunum og allt í vesinn og leiðendum. Það er ekki stæll yfir þessu. Mér finnst þetta aldrei flott. Vistu það ekki? Já, það sem hann gerði er kannski svolítið flott, en það sem er að koma úr því kannski alveg eins flott. Svona en sko allan hafa ekki bara líka vita hvað var að gerast, sko þetta sem er að gerast í Evrópu og bara eiginlega út allan heim. Nákvæmlega. Það er bara ótrúlegt. Ég þekki þetta aldrei vel til í Svíþjóð, verið þar mikið í 30 ár. Og þetta er bara eitthvað sem við þurfum bara öll að skoða og það sem er í farvatninu, einhvern veginn. Og hvers vegna og hvað. Við erum svo menntuð og lífsreynd og það er svo auðvelt að ferðast og það er allt orðið tengt einhvern veginn í heiminum. Samt versnar svona hugmyndafræðin og mannréttindamálin og eitthvað það er einhvern veginn svo skrítið. Erum við svona velmenntuð eins og var? Já, þú meina það, já. Af því að þú sér það líka í Frakklandi, það sem vinstri kemur best út, það er París, það er Lyon, það er það sem eru háskólar og bara velmennta fólk, bara eins og í Ameríku, þetta er bara sama dæmi. Þetta er mjög sérkennilegt allt saman. Ég myndi segja að það er kannski ekki vitlaust að fara að skoða skólar og menntakerfi og kemur það ekki bara þaðan að fólk er hætt að hafa þessi gagnrýna hugsun kannski og ég tala ekki núna með hvernig fréttir eru að komast á milli. Þetta er ekki lengur útvarpið eða sjónvarpið, þetta er bara út allt, símar og svoleiðis. Og maður er alltaf að einfalda alla hugmyndir til þess að það fer bara hratt og þið vitið þessi hraða að skrolli gegnum allt fréttir og upplýsingar og... Já, sko raunveruleiki er alltaf flókið. Einmitt. Raunveruleiki er flókið. Við leitum einfaldleikan. Já, og ég tala ekki franska samfélag. Þetta er svo rosalega flókið. Sögulega og eins og það er í dag. Og ef þú fer að einfalda þetta, það getur ekki verið neitt annað en það er rangt. Af því þetta er ekki einfalt. Og því meira við erum með einfalda hlutir, því meira við verum bara í einhverju... Er þetta ótti í fólki? Já, það er einhverju vanlíða. Alveg á hreinu. Þetta er vanlíða. Fólk er ósátt við það hvernig samfélagið er að þróast. Og það er náttúrulega ef að borginnar eru öðruvísi heldur en hinni hluti landsins, þá þannig að borginnar eru að vaksa. Það eru efnaðslega að vaksa, það eru fleiri tækifæri og eitthvað fleira. Það er rosalega ójöfnur á því bara... Ef þú tækir landsframleiðsluna í París og myndir bera hana saman við landsframleiðsluna í einhverjum dreifðari byggðum, þá er hún miklu meiri. Það er miklu meiri kraftur í og þar alveg það er miklu meira fjölbreytni líka. Já, þar alveg hefur fólk kannski trú á framtíðina, óttast þann ekki, af því að það er alltaf að fara einhvern veginn hægt og bítandi til betri vegar, þú bara finnur það. En svo ertu á öðru svæðum, þar sem allt er á liðurleið, alltaf farið til fjandans. Já. Engin tækifæri. Krakkarnir að flytja í burtu, við setjum einn eftir gamla fólkið. Já. Hérna? Nei, hvað sér? Bara einhver staður út á landi? En ég held ekki, að því vorum aðeins að því er hans að spá í aðferðafræðina, því þetta er svo ólíkt fyrir okkur Íslendinga að stjórnmálamenn segir bara, nú ok, við skulum þá bara kjósa, ok, þetta getur verið stolt, en þetta getur líka verið að hann raunverulega hafi trú á því að Frakkar muni sjá að hinn valkosturinn sé hræðilegur. Hann er að treysta á það að þjóðin viti betur. Og muni velja sig. Vegna þess að hitt sé svo hræðilega. En bara það að hann seti það í hendurnar á þjóðinni, það er samt sem að þá eimir ennþá eftir því að hann hafi trú á því að vilji fólksins
muni skila sér í betri niðurstöðum fyrir alla. Það fari best á því að fólki fá að ráða. Meðan að íslensk stjórnvöld eru alveg sannfærð það að almenningur hafi ekkert vit á því hvernig ég gera hlutina og þess vegna ég aldrei að hlusta á hann og bara keyra áfram með stefnu stjórnvalda. Það svolítið eðlismunur þarna nefnilega á, sko. En til dæmis í sambandi við Le Pen og þennan nýja unga sæta strák, hvað heitir hann? Bardello sem Bardella, já. Þú veist, mér finnst hann vera bara eins og, þú veist, þau hefur bara fundið eitthvað módel, sætan ungan strák sem að öllum líka vel við, segir aldrei neitt sem leiðilegt, ása flinkur á samfélagsmiðlum og bara svona eins og puppet, þannig lítur hann út fyrir mig, sko. Já, ég alveg 100% sammála þér. Það bara 28 ára. Já, hann 28 ára. Hann sem sagt röddin Marine Le Pen. Já, einmitt. Hún náttúrulega kona. Já. Hún dóttir pappa sinn sem var bara svolítið eins og djöfull, þú veist, það var allir bara Le Pen, þú veist. Segðu mér aðeins. Hún með sama nafn og hann, Já. þá finnur hún einhverju ungur strákur sem tala vel, alltaf brosandi, lítur vel út og hún tala bara í gegnum hann. Aha. En svona fyrir þá sem vit ekki Le Pen og pappan, getur þú sagt mér aðeins frá þessu fólki? Sko, Le Pen var sem sagt fyrstu öfgahæri andlit Frakklands í mörg ár og hann var rosalega sko þjóðerni sinni en hann var hvernig hann var að koma fram og tala, það var ekkert fallegt í hann var bara rosalega aggressífur, tala mjög illa allt og alla og það var svolítið svona, svo kemur hún, dóttir hans með sama nafn, hún heiti Le Pen líka. Hún fór eins skref tilbaka í þessu svona minna aggressíft. Já, minna aggressíft. Ekki eins og óhefluð. Já. Hún rak pappa sinn úr flokknum. Já. Já, gerðu hún það? Já. Er hann lifandi? Já. Þið veist það líka eitthvað skemmtilegt stundum. Já, mér finnst það franski stjórnmálamenn verið reka pappa sinn úr flokknum. Já, mér finnst það svolítið svona hressilegt. Já, það náttúrulega, Þannig að henni fundist pappi sinn of íhaldsamur. Nei, hún að hugsa eins og hann, en hún að koma fram öðruvísi. Já, ok. Hann var alltaf að tala svona, svolítið ljótur og svona orðmikill, hvernig segir maður, svona orðstórt eða... Óheflaður í framkomu og orðfæri. Já. Þá hún að leiðrétta þetta, en hugmyndafræði bak við bara alveg eins. En það verður gaman í morgunmat heima hjá þeim þegar hún var lítil. En hann að vísa inn í bara, inn í Alsístríðið og inn í Vítsí-stjórnina og hann bara nasisti, sko. Já, var að gera... Hann bara nasisti, sko. En hún náði nú töluverðum vinsældum, og hvað gerist svo fyrir þá sem þekki ekki söguna? Það gerist svo að síðustu kostningar, þá var bara Macron og hún mútið hvort annað. Þannig að hún fór bara alla leið, þú veist, í seinni umferð. Og þá bara vann hann að því að allir fór að kjósa á móti öfgahæri. En það fór samt allir að hlusta á henni og hún fór bara mjög langt. Já, hún fekk eitthvað 36 eða eitthvað. Það sko, Le Pen kallinn hafði farið líka, sko. Hann náði inn í aðra umferð eins og niður. Já. Þá heldur hann ekki fengið nema 18 eða 11 eitthvað slags. Það bara breytingin að verða, það bara hægt og bítandi eru frakkar að sætta sig við þennan stjórnmálaflokk. Og nú það komið þannig að það bara mikla líkur að þau náðu meirihluta á þingi og fá forsætisráðherrann og svo forsetann 27 eða ekki? 27. Því það náttúrulega það sem gerist þegar svona öfgaflokkar koma fram, þá eru þeir að búa til jarðveg fyrir ákveðna tegunda umræðu, skilurðu, og venja fólk við hatur, venja fólk við aðskilnað, skilurðu, þetta er náttúrulega mjög úthugsað og sérstaklega ef að flokkar hafa langlundargeð eins og öfgaflokkar oft hafa, þú veist, og úthald og vinnusemi í þessa átt. Þú sikur ef þau fá meirihlutann á þinginu. Ég held að sé bara... Hvað heldur þú að gerist? Ég held að sé óskhyggja að hugsa að það gerist ekki, sko. Ég hugsa að það gerist ekkert
sérstakt strax. Þú veist, maður sér bara á Ítalíu, hún þarna en aftur á móti fólkið, út í götu, þau sem hata allir og alla sem ekki eins og á að vera eða þannig, þið viti. Það bara alveg eins og í Ameríku, það bara opin hlið, þú veist, það engin bremsa lengur. Það fer bara að gefa þeim einhverju svona hvíta kort bara, nú megið þið bara tala upphátt, gera hvað þið vilji. Þetta svolítið bara að opna hlið fyrir svona hattur. Þetta fylgi sem þau eru að fá mikla fylgi í Frakklandi, þetta í öllum bara þjóðfélagshópum, eða þetta bundið sérstaklega við Það var það og það það sem kom í ljós í gær. Nákvæmlega það sem þú segir, að þetta bara, núna þetta bara út allt. Já, þetta bara þverskurður í samfélaginu. Alls staðar í Frakklandi. Og áhrifin geta orðið, nú þetta allt í orðið bara stofuhæft að vera flagga útlendingand og þetta nákvæmlega sam og að gerast í Svíþjóð. Þetta bara venjulega hefðbundna millistétta fólk, hlýlega góða amman og ungi maðurinn, eitthvað þau kjósa og byrja að tala þannig. Hann kom inn daginn að Ragnar Hjálmarsson, hann býr í Berlín og giftur konu, tyrkneskum ættum. Ég held að hún hefði sér fædd í Þýskalandi. En hann segir að þau get ekki farið út úr Berlín, því að í kringum Berlín bara vígi alternative for Deutschland. Af því að þau verða bara fyrir svo miklu áreiti að þau verða bara að fljúga út úr Berlín. Þau treysta sig ekki til þess að keyra og stoppa bensínstöðum, af því að hatrið orðið svo yfirgengilegt. Í Þýskalandi líka. Þetta bara velkomin til Evrópu í dag. Svona þetta. Heitir þetta réttlát reiði, eða þetta hatur, réttlát reiði, ef að tala hann eitthvað, að fólki finnst þetta allt í lagi? Já, ég held að sé bara búið að gera hversdagslegt að fólk leggji af mannasiði. Það sé bara, það verið að gera það hversdagslegt að við getum komið illa fram við aðrar manneskjur. Það verðist vera það sem í gangi. Það þarf að taka þetta upp á eitthvað plan, að ræða þetta ástand, það þýðir ekki að tengja þetta eiginlega lengur við pólitík. Það nefnilega, ég alveg samanlega. Eða eitthvað svona, heldur bara, hvar erum við stödd? Mannfólkið. Þú veist. Ég alveg samanlega þegar að því þetta miklu lengra en pólitík að því að til dæmis það sem að gerast núna, þessi flokkur sem að ná svo langt öfga hægri flokkurinn, Rassemblement National, þeir hafa engan prógram. Þeir hafa ekkert að bjóða. Engin stefnuskrá? Nei. Ok. Ef þú ert að spyrja, hvað ætlum þið að gera? Við ætlum að láta krakkar tala betur við kennara í skóla, bara eitt svona hugmynd, en það ekkert stefna. Þú ætlar ekki að hafa tvískiptan ríkisborgararétt? Jú, það líka, en ég veit ekki. Ert þú íslenskur ríkisborgari? Já, ég bara með 2. Já, ef þú myndir flytja aftur heim, að þeirra plani, að þá fengir ekki að vera með í opinberri stöðu, af því að þú værir með íslenska ríkisborgararétt. Það hugmyndin. Já, en þetta ekkert, þetta náttúrulega, það svona eitt hugmynd, að þetta ekkert svona stefna. Það má ekki segja það. Nei. Það má ekki segja það. Það talaði að því að þau var að tala fjölmiðlana, hvað þau geta notað völdi sín í. Það talaði að þeir ætla að selja ríkisfjölmiðlana eða ríkissjónvarpið og ríkisútvarpið. Og þá séu það Vincent Bolloré. Það þetta fyrir löngu byrjað. Þeir eru búin að kaupa nánast allt í Frakklandi og hvort það sé bara svolítið þetta að kenna að þetta fór þann vega, því að ég meina, það búið að kaupa fullt af stórum fjölmiðlum í Frakklandi, en þessi Bolloré, hann orðinn með svolítið mikið völd. Ég meina, þetta bara svona svipað eins og Trump hyggst fyrir. Trump ætla bara að loka alls konar eftirlitsstofnunum og bara alls konar svona, hvað ég var að segja, stjórnsýslubatteríum. Hann setti kallið sem átt á akkúveður yfir veðurstofuna. Það ótrúlegur. En þessi Vincent Bolloré, þið vita hverju þetta sko. Þetta Íslands vinnur. Þekki hann ekki. Þú verður að segja frá hvaða maður þetta
Hann náttúrulega af einhverja ætt sko sem auðgaðist á viðskiptum í Afríku. Ég hef svolítið verið í Tógó, hann var í málaföllu þar, af því að þar mjög spilltur forseti. Gnassingbé sem sonur pappasins sem gerði valdaráns held í 65 eða eitthvað. Og þau feðgar eru búin að vera þarna við völd í hvað langt síðan 65 var, það ekki í 60 ár. Og hann svona bara mergsígur allt, hann á allar hafnir og fleira og eitthvað fleira, en hann hefur auðgast alveg ótrúlega og er að kaupa sér bara fjölmiðla til þess að hafa áhrif. Og hann á meðal annars hlut í sko Universal Music. Já. Sem að þeir piltar seldu allar íslenska tónlistararfin sem var inn í aldamúsík. Þannig að hann í höndunum á þessum ágæta manni, Vincent Bolloré. Svífur yfir Esjuna og það allt saman. Hann á það. Ég vissi það ekki. Nei, hann á það. En magnað. En þú ert hluti af græningum sem eru frakkar sem búa víða heim. Já. Og hvað, eru þetta pólitísk samtök? Já. Já. Græningarnir eru flokkur sko. Þið eru alveg flokkur. Já. Og bjóðið fram í Frakklandi. Já. Já. En samt sem allt fólk sem býr ekki í Frakklandi, eða hvað? Já, sko, ÖULV flokkurinn er flokkur í Frakklandi, en það er líka hópur frá þessi flokkur sem er fyrir frakkar í útlöndum. Okay. Og ég er í því. En þetta er flokkur bara sem hefur búið sér fram í Frakklandi. Já, einmitt, þannig að þetta er sama batteri. Borgarstjóri Lyon, til dæmis, er þessi flokkur. Já, ég nefnilega vissi ekki hvort að þessi samtök fólk sem að byggju utan landsins væri aðskilið frá flokknum. Það var það sem ég skildi ekki. Nei, þetta er bara samflokkur. Þannig að þið getið hort á landið ykkar svona aðeins utanfrá, þið sem að búið ekki í landinu. Já. Og hvað sjáu þið? Og hvað eru þið að hugsa? Ég held að mest frakkar hafa mjög mikil áhyggjur í dag af þessu. Það eru... Af sundrungunni þá? Já. Þetta er náttúrulega rosalega óvissu tíma sko. Já. Það er að koma til valda flokku sem ætlar að breyta Frakklandi sko. Þannig að Frakkland sem að þú þekktir, það mun ekki verða ef það verða þannig. Þau eru bara mjög ósátt við það Frakkland sem að er. Og þetta breyta ekki. Já, þeir segja það. En þeir segja ekki hvernig og hvað þau eru að spá að gera til að gera Frakkland eitthvað betri í London í dag. Fyrir utan þessi, eins og þú sagði, bara ekki lengur að vera með tvöfalt ríkisborgararétt. Þú mátt alveg bara, þú mátt þá ekki verða opinber starfsmaður og líklega mátt ekki bara vera kennari, sko. Nei, þannig að það er nóg núna að vera með stjórnmálaafl sem að bara slær fram einhverjum popúlískum slagorðum á þess að segja nokkuð það hvernig þú ætlar að fara að því. Það virðist raunverulega vera það sem er að gerast alla Evrópu, sko. Ungur sætur strákur sem er búinn til innan í þessum flokki, hann verður bara vinsæll og það er gert ráð fyrir því að ungt fólk sé ekki búið mikið að pæla í pólitíkina, það er búið að gera hana svo óaðgengilega, svo lengi og leiðilega og nú bara fylgjast við í kringum eitt sætan strák. Það er það sem þeir treysta á faktist. Já, en þetta með þetta tvöfalda ríkisborgararétt, hann segir til dæmis að þú mátt ekki lengur, þau vilja breyta þessu, að þú ert að giftast einhverju, þá færðu ekki ríkisborgararétt af, með að giftast. Það verður ógilt. Ok, þannig að hjón geti... Ég veit ekki, eins og ég segi, þetta er bara svona eitt og eitt hugmynd sem fólk finnst bara svolítið sniðugt, ég veit ekki alveg af hverju. Þannig að ef við giftumst og við ákveðum að flytja til Frakklands, þá fæ ég engin réttindi sem borgari í Frakklandi. Nei, það er hugmyndin. En þú varst að segja að þú fylgdist vel með í Svíþjóð, hvað er að gerast í Svíþjóð? Já, það er kannski ekki þetta að segja þessi eitthvað alveg eins, en það er þessi sveifla, hún er þar og maður hugsa bara, vá, ef Trump fyrir Hvíta húsið sem hann gerir og þetta brjálaða fólk þarna út alla Evrópu, en svo þýðir kannski ekki að vera að tala í svona véfrétta stíl. Það er meira kannski bara, já, svona staðan, hvers vegna og hvað er þetta að gera og hvernig ætlum við svona, þú veist, að reyna að hafa samtal. Þýðir ekki að
ég held að ef allir fari í svona eitthvað andúð og hérna mótþróa og svona takast eitthvað rosalega á. Við vitum alveg hvernig slíkt getur alltaf vafið eitthvað meira og meira upp á sig. Ég hef fylgst vel með í Svíþjóð og það er þessi, sem ekki var fyrir 20-30 árum, þessi útleiting andúð sem komin, innflytjenda andúð og bara á Norðurlöndunum og þú segir Þýskaland og maður heyrir við það. Og það er einhvern veginn, og það er einhvern veginn verið svona tiplaði kringum þessi mál líka og þau eða við sem þykist vera eins og við erum kallið góða fólkið og mannréttinda fólkið eitthvað sem séum alltaf að tala um ykkur sem er ykkur í viðkvæmumri stöðu en sé það ekkert en þetta er þetta viðkvæmustu hóparnir og hvers vegna er málsmeðandi bestu manneskjur góðu ömmurnar á hverju sitja þær og segja við viljum ekki þetta sem eru góðar manneskjur vilja ekki þetta það er ykkur ótti og hérna, ég vil að við förum að tala um þetta einhvern veginn meira þarna Algjörlega. Hvað er að gerast og á hverju líður okkur svona í einhverjum ótta. Á hverju verið að banna okkur að vera manneskjur og finna til með öðru fólki. Það er algjörlega stefna að við eigum að fjarlægja okkur frá öðrum, hugsa bara um okkur, hvað sé best fyrir okkur og okkur eigi að vera samum það hvernig öðru fólki líður. Það virðist vera svona heimstefna stjórnvalda. Og svo er þetta sama meiði, þið vitið, bara að vera einhver staðar á einhverjum öðrum staði en þetta mainstream dæmi, þú veist, bara nú er ég hommi, tilheyri einhverju sem er núna kallað hinsegin leikin, hinsegin og bara alveg hellingur af fólki þar inni, þú veist, og alls konar svona, hvað sé að henda á konan minn í eldhúshátti? Nei, það er mig alveg, hérna. Það er bara tilheyri, að við viljum ekki innflytjendur. Já. Og hvernig við þá að ætlum við að verða bara eins og Suður Kórea að okkur fækkar bara þriðjung með hverju kynslóð? Nei, við viljum að konurnar fara eignast börn, lágmarki 4 börn hvert. Þetta er bara stefna hjá Le Pen og þetta er stefna hjá Meloni og maður er ekki að fylgst frá nógu vel með þessu. Það var líka stefnan hjá Macron. Já, Macron er líka þessu. Það er hlægilegt þegar hann segist vera miðjumaður og sé öfgarnir sér sikkur miðjum en hann er bara öfga hægri maður. Svo hefur þetta gerst eins og bara í Svíþjóð, það er það sem maðurinn minn kom frá og ég hef verið mikið þarna upp í Eflisvæðinu og það eru járnverksmiðjur og iðnaðarverksmiðjur og það er sem sagt á svona 20-30 ára tímabili þá komið alveg gríðarlega margt fólk til Svíþjóðar og til dæmis ég tek bara að því að maður verður bara að segja það það er alltaf að tala um þeldögt og hörundstögt fólk eða einhver önnur trúarbrögð og eitthvað þarna er gríðarlega mikið af afrískum strákum frá íslamskum menningarheimum í Afríku svarti strákar og þeir koma og þeir eru að vinna í verksmiðjunum þeir aðlagast ekki samfélaginu þeir eru ekki boðnir velkomnir og þeir kannski þeir ná ekki tungumálinu og tengjast einhvern veginn ekki og þeir eru orðnir reiðir mjög reiðir og það er að gerast alls konar hlutir í kringum þetta og það er ekki þetta að segja Svíar hafi ekki staðið sig frekar en að segja þetta fólk sem hefur verið að koma það er svo vont fólk og slæmt fólk og mikið glæpálíður og svona það er bara komið þarna einhvers konar átök árekstur sem að bara er eiginlega einhvern veginn maður sér ekki hvernig hægt er að rétt úr þessu því miður ég get alveg sagt bara ég elska fjölbreytileikan og mér finnst það frábært að fá allt þetta fólk og ég til mér svara á alveg frábæri fundi núna bara í síðustu viku upp í Rauðakross þar sem ég var með erindi kringum HVF og þarna voru túlkar á spænsku og úkraínsku og alveg fullu salar og fólki allstaðar frá og þetta er svo mikið verðmæti og dýrmæti og þetta er svo frábært fólk skiljiði, en þarna hefur eitthvað sem hefur gerst og það sem hefur gerst í Svíþjóð það er alveg magnað að fylgjast með því að þetta var ekki og þetta svona norræna sósíalíska velferðarsamfélag sem var þarna, það er farið. Það komið harka, tækifærismennska og alls konar svona einhver átök sem við höfum verið að lýsa hvað má gera og
og svona hvernig má fara með fólk og svona. Já, finnst þér ekki að það líka að gerast á Íslandi? Algjörlega. En við erum alltaf setni með bílaplöturnar. Já, við erum alltaf. En það náttúrulega það, þú veist, ef að manneskjur upplifa sig bara sem eitt hjól í stóra tannhjólinu og þú ert bara vinnuþræll og þú færð enga umbun, þú færð enga þjónust úr samfélaginu, þú ert bara vinnuþræll, þá verður auðvitað reiður, skilurðu. Ef að samfélagið sýnir enga mildi á móti, ekkert þakklæti vegna þess að við þurfum, þetta er bara að gefa og þiggja, það er bara grundvöllurinn í öllum mannlegum samskiptum. Þetta Marx hafi kallað þetta firringu. Já, ég meina þetta er alltaf bara þrælahald eins og þetta segja með þess að stráka þarna. En það sem hefur gerst þeim þessi Svíþjóð. Svíar vilja örugglega ekki vinna í þessum verksmiðjum. Nei, nákvæmlega ekkert frekar að við viljum kannski vinna í ákveðnum fiskvinnslustöðum eða eitthvað hér eða hvað við erum að gera eða þrífa og skúra gólf og svona. En það þýðir ekki að segja núna við Svíana því að það var lengi vel, ég fylgdist svo, horfði mikið á sænska sjónvarpinu með manninn mínum, fylgdist með allt, þeir eru alltaf að reyna að vera með umræður og þætti og þeir eru rosa duglegir í því. Núna þýðir ekki að segja við sænska almenningin eða millistéttina þar, þið hafið ekki staðið ykkur, gagnvart útlendingunum. Fólk er brjálað. Já. Það er búið að gera svo margt og skólakerfið, heilbrigðiskerfið, alls konar hlutir eins og er að gerast hér og er verið að toga í hérna og þetta virkar ekki, þessi umræða. Að segja við erum ekki nóg góð, við erum ekki staðið okkur nóg vel fyrir þetta fólk. Því fólk upplifir, venjulega fólkið, að það hafi lagt mikla fórnir sem að hafa svo ekki staðist væntingar. Einmitt, og fólkið sé vanþakklátt sem sé að þiggja einhverja þjónustu af Svíum eða sænska ríkinu eða. Já, en ég held að það sé nú samt alveg þannig að fólk, þetta er ákveðin hópur sem hefur skarast illa í, sem eru hreinlega reiðir og eru glæpamenn og þeir eru að drepa fólk, bara að myrða það. Einmitt. Og það er mjög mikil búin að vera gríðarlega mikil ófriður í Svíþjóð á síðust árum og mjög há mortíðni og það er ótrúlega að Svíþjóð þetta er ekki hlægilegt, þetta er eitt hættulegasta land í heimi að búa í. Það er svo mikið að fólki drepið þarna og þetta er bara staðrendin og það þýðir ekkert að segja þetta þannig að við þurfum öll að leggjast á áruna að því við viljum gott líf, við viljum frið, við viljum kærleik, við viljum mildi og við eigum öll að við geta búið saman hérna á þessum netti og það þarf að taka þetta einhvern veginn upp á eitthvað annað stig, einhver aðra umræði, ég er ekki með lausnina Nei. En maður svona, tala ég mikið þegar ekki. Nei, ég fletti upp hérna morðtíðinni per íbúa. Svíþjóð nummer 175 í heiminum. Nú, er ég að íkja? Svolítið íkja. Það er svolítið, þetta er svolítið vandi við þessu umræðu. Það bara fer í gang einhverja fullyrðingar sem fá bara sérstakt líf. Og líka þeir sem eru náttúrulega að fóðra þetta, að þeir eru ekki með neinn plön. Það er alveg kostur eftir að Alternative for Deutschland lýsti yfir að ætla að reka alla innflytjendur úr landi. Sem var svipað á Íslendingum ákveða að reka 70.000 manns úr landi og meikar náttúrulega enga sens. Þú veist að Þýskaland myndi bara kollapsa, bara hrynja. Og þá fara þær að segja, þú veist, við svona einhvern veginn alltaf, þá er bara verið að kasta fram einhverju svona hugmyndum sem er ekki lausnir, sem eru bara eins og tjáning á reiði eða pirring eða óréttlæti eða hvað sem er. Tilfinningar. Það er ekki, þú veist, því að plönin bara gangi ekki upp, Nei, en það er líka vilji fjölmiðla og stjórnvalda að halda fram einhverju ákveðnu retorík, einhverju frásagnarhætti það að hlutirnir séu ákveðinu til þess að ala á frekari aðgreiningu og frekari aðskilningi og frekara hatri. Mér finnst þetta bara vera orðið bara mannkynið gegn yfirvaldinu. Raunverulega, að við þurfum einhvern veginn sem mannkyn að standa saman. Þú veist, hérna allir merkimiðar á þjóðfélagshópa eru af hennu slæma, af því að það býr til við og hin leið og það er komið. Það er svo leiðis, já. Þú veist, gagnkynhneigð kona, samkynhneigður maður, þá getur við farið að rífast það hvort okkar hafi meiri réttindi. Ég meina að þetta er bara leið og það er orðið, og við erum ekki bara tvær manneskjur, þá er þetta strax orðið svona konflikt, Já. En svo hefur allt meira nýjar upplýsingar úr tölfræðinni. Nú já. Morðtíðni á Íslandi er hærri en í Svíþjóð. Nei, þetta getur nú ekki verið. Já. Það voru drepnir eitthvað 50 manns í Stokkhólmi. 1,073 á Íslandi en 1,1 á hérna.
Nei, það sama. Þetta getur ekki verið. Það það sama. Þetta svipað. Það er mjög mikið ástand í Svíþjóð, en ég veit ekki nákvæmlega með tölfræðina. Það 116 mánuð. En svo hefur allt gert svo rosalega hratt við tæknin, heimurinn, þessi tækni og menntunarstig og réttindi konur út af vinnumarkaðin, við fáum að vera hommar í friði eða lesbíur eða hvað við viljum vera hinsegin fólk og það er alltaf fleiri ferð og svo þetta sem við erum að tala um núna hvernig samfélagin er að breytast, þetta er alltaf að gerast bara á hvað, 30-40 árum, þú veist, ofboðslega hratt, þannig að það getur verið það. Já, við það verður tíma til að venjast. Minnuru. Já, og adjusting, aðlagast, getur verið það. Þetta er allt sem er að gerast núna, að það er svo mikið að nýju fólki að koma og það er að ferðast og það er að fara á millstað og fólk bara kemur og það var ekki þannig, það var ekkert útlendingum í Íslandi fyrir 30-40 árum. Já, þetta gildir held ég, þetta er rétt fyrir Ísland og Norðurlöndum, en þetta er svolítið öðruvísi með Frakkland. Já. Það sem við erum á 3.-4. kynslóð á útlendingum í Frakklandi. Og það er fólki frá Norður Afríku. Já, bara þeir eru búin að vera mikli fólkflutningar í 100 ár. Já. Og þar áður hellinga fólki sem kom frá Ítalíu og Póllandi og alls þar áður Evrópu. Já. Ég meina Frakkland er eiginlega suðupottur búinni til og alls konar fólki. Nákvæmlega. Er eiginlega innflytjendaland. Nákvæmlega. Svo eru Bandaríkin, það er nú aldrei fjölbreytileikin þar. Það logar allt víst, þar er manni ég þóri ekki að segja einmitt núna og ferði statistik en það gengur mikið á þar er sagt tölfræði eftirhellir í Gunnarsmári ég ætla að segja þú veist fjölbreytileikar í Bandaríkjunum þá ætla ég að segja eins og sjámátti í kappræðum forsetana, það var nú aldrei fjölbreytileiki þar Biden og Trump saman góð og því lík eimd sko en þú varst að segja að væri öðruvísi í Frakklandi heldur en á Íslandi eða Norðurlöndunum hvað Sko fjölbreytni í Frakklandi er frá upphafi. Já. Við höfum bara byggt þetta land í fjölbreytni. Einmitt. Þannig að þetta er ekkert nýtt, þannig laga. En ég get ekki heldur sagt nákvæmlega hvað hefur gerst þessu síðustu 30 árum líka, en það hefur farið bara í 2 svona pól, öfga, eins og allstar í heiminum. En hafa ekki innflytjendurnir eins og hérna Frakkland átti nýlendur, eins og Bretar og fleiri, og það fólk og þær þjóður voru kannski helst oft nýja fólkið í Frakklandi, var það ekki, til dæmis? Já, eins og Indverjar í Bretlandi. Var þetta ekki vinnudýrin og fátækafólkið og það fólk sem alltaf bara var notað, þetta voru vinnukonurnar, var það ekki? Það er kannski... Þú veist, það er ekki eftir að tala um þetta hafi verið eitthvað samræmt, þetta var bara... Það er kannski eitthvað sem hefur breyst og ég veit ekki, ég er bara að hugsa upp hátt núna að fólki frá Norður Afríku og Afríku hafa komið núna á alls konar vinnu og ábyrgðastöð og svoleiðis. Hvort það fór bara getur þetta verið að sé hérna fór einhver hræsla á því, ég veit ekki, nú er ég bara að hugsa upp á Er innflytjendur ekki nóg auðmjúkir lengur? Kannski finnst hérna fólkið að vera ógna því að ef að Bogi Ágústsson í ríkissjónvarpinu er allt í einu orðin frá Norður Afríku að þessu bara taka þetta yfir. Það var miklu betra Ísland þegar Bogi var bara hvítur og að við upplifum það sem ógna þegar allt í einu birtist fólk sem er ekki svona bara típiski frakkar fyrir að birtast í alls konar ábyrgðastöðum. Það er möguleiki og það myndi bara útskýra af hverju hann vill ekki gefa svona líkil stöðu af fólki sem er með tvöfaldan ríkisborgararétt. Það gæti verið útskýringin. Ég upplifði dálítið, ég bjó í San Diego í 2 ár og ég hitti dálítið mikið ég var með börn í skóla en ég hitti dálítið mikið af foreldrum sem bjuggu þar og hvítum Ameríkönum af því það var nú þannig umhverfi í þessu hverfi sem ég bjó í og skólanum og San Diego er mikil hernaðarborg og mjög mikið hermönnum og þetta voru mjög gjarnan hittum maður bara mömmurnar og svo bara einstakar sinnum voru papparnir með og þá voru þeir alltaf í fullum skrúða sko
og í bíó í San Diego, þú veist, það var alltaf bara, þú veist, einhvern veginn staðið upp fyrir hermönnum, þetta var rosa skrítið fyrir mig að koma frá Íslandi og verið í þessu umhverfi, en þá var einmitt sko mikið kvartað af þessu hvíta millistéttafólki, þessum fjölskyldum, þessum herfjölskyldum, að það var eiginlega orðið ólíft að vera hvít manneskja í Bandaríkjunum vegna þess að allt samfélag væri að mylja undir fólk af öðrum kynstofnum og nákvæmlega þetta, nú eru bara, þú veist, nú bara fjöldinn allur af Indverjum, fólki frá Afríku, fólki frá Kína sem orðið miklu menntara en við og það eins og innflytjendurnir hafi lagt miklu meira á sig til þess að ná máli í samfélaginu meðan að hvíta fólki hafi svona svolítið legið á meltinu og hugsaði bara, þú veist, hér er ég og hér má ég vera, ég þarf ekki að leggja mikið á mig og allt í einu var bara risin upp sko bara fólk af mörgum kynþáttum bara miklu betur menntað, búin að einhvern veginn að bara koma ársinni miklu betur fyrir borð á meðan að svona hvíta millistéttin bara svona svaf og hélt hún gæti og þá náttúrulega að því að grunnspurningin alltaf bara hvað verður mig að því ef við erum bara manneskjur þá náttúrulega óttinn alltaf bara hvað verður mig þessna fer ég að hata þig ef ég held að þú meiri möguleika að því ég í grunninn þetta bara hvað verður mig Þetta óttinn Já, þetta bara óttinn og Latino-Amerikans sem hafa margir hverju verið einmitt að ná sér vel þarna og verið duglegir þetta fólk bara skítrætt það hvað verður það þetta kallanir sem svona pirraður út í konur þetta sömu ástæður Já, það eru sömu ástæður allt í kona fann að sækja sömu stöðuna Þegar pabbi fór út á vinnumarkaðina þá var hann að keppa kannski við 15% af konum þegar ég fór það var svona kannski 50 plus það var alltaf mulið undir mig að því ég var strákur sko Já, eigum við ekki bara ráðan smára í þetta eitthvað svona alltaf, það var aldrei náði ykkur að Stínu sko Nei, Stína gæti bara passa börn Ég lappaði inn í blaðamenn sko svona bara skakklappaði þar einhvern veginn inn og fekk, ef ég verið kona, ég hef aldrei verið lyft þarna inn Síðan eru kallarnir sem eru núna sem eru allir að fara að keppa við sko 100% af konunum að þeir eru rosalega pirraðir, þeir hafa náttúrulega ekki sömu tækifærin, það ekki sömu dreglanir sem eru opnaði fyrir þá og annað. Já, það ekki bara konur, þetta svo allir innflytjendur líka, skilur. Þeir vera rosa pirraður út í konur og innflytjendur og allir að taka tækifærin. Það sem að maður gæti bara verið sko sofið út alveg fram á mitt sumar og það var hringt í mann og ekki hægt að redda honum liftarastarfi í frystihúsinu í Þórshöfn eða eitthvað, það ekki hægt að láta hann vesla svona upp strákinn. Það var alltaf sóttur inn í úlingaherbygginu en nú ekki sækir það í þau og ég held að þessu kallandi séu bara undir 50 ennþá í úlingaherbygginu og það sækir það ekki og þeir eru á netinu að tala hvað konur og innflytjendur ömulegir. Þetta að sumlega óttinn við breytingar. Já, þetta bara óttinn við hvað verður mig og svo líka alið á þessum ótta. Þú þarft að passa þig og þitt af því að annars koma aðrir og taka allt frá þér. Þetta svona svolítið það sem verið að stillu. Enda eins og þú ert að segja, þetta stjórnmálaflokkurinn, Le Pen-flokkurinn með þennan trófíhest, þennan unga sæta gaur, raunverulega enginn málefnaloftunum við ætlum að gera eitthvað svona, við ætlum að passa okkar. Það raunverulega bara það sem þeir eru að segja. Það segja ekkert hvernig þeir fara að því. Ef við tökum þetta bara niður á svona barnamál, sko. Þannig að maður skilji svona hvað í gangi. Ég alveg viss það að ég væri komið með þyrlupróf ef að það væri ekki byrjað að kenna konum á þyrlur. Þú hefði ekki að með prófið. Þú komst í veg fyrir það að Smári, hann hefði aldrei fengið vinnu við það. Hann bara treysti sér ekki eins og í námið, vegna þess að nú eru konur á þyrlur. Það hefur verið hringt í Smára og spurt að þetta reynda eitt á þyrluna og ættu ekki til að koma. Við kennum þér eftir á því. En var þetta í Frakklandi, því að þetta tala svona þess að klofna. Ég var bjó í 1 ár í Frakklandi og ég kunni enga frönsku ráði þannig ég var ekkert inn í samfélaginu, það var bara svona útlendingur. En það sem að maður skynjar og stundum það þannig að þegar maður bara kemur á staðinn, þá maður svolítið næmur. Ég trúi því að þess að finnst maður gaman að ferðast. Að svona, maður nær oft miklu á svona fyrstu 3 dögurum. Svo nær maður í lengur næstu 20 árin. Þannig að það annarkvort að vera bara að koma inn og vera opinn og næmur eða bara sittist að. En það sem að mér fannst eiginlega sérkennilegast við Frakkland var annars að það var svona frjálslynd og fólk rosalega gott í því að tala og diskutera meðal annars að geta talað við fólk sem andstæðra skoðunar á þess að móðgast og fleira. En svo einhvern veginn Frakkland líka bara fasískt land sko. Að það bara, þú veist hvernig löggan og herinn og yfirvaldi birtist, að þá eins og þetta sé svona samlífi
tveggja bara ólíkra hugmynda það hvernig samfélag annars verða þessi opið og lifandi og allir hafi sitt pláss og saman getum við búið til stórkostlegt samfélag. Menningapottur. Já, hins vegar einhvern hugmyndum að það verður að hafa kontról á þessu, annars verður þetta allt úr böndunum. Ef að þarna góða fólki veður hérna uppi þá getur þetta orðið bara gott land og við verum að stoppa það. Hvenær varstu í Fraklandi? Fyrir svona 7 árum, 8 árum. Já, þetta frekar nýlegt, þetta allstaðar og lögga og svona sko. Ég enda sá það svona í kringu 1980. Þá var ég að labba eftir Saint-Germain og blandaðist inn í kröfugöngu sem ég lærði síðar að voru læknanemar sem voru eitthvað óanæðir með eitthvað, bara kaffiteríuna eða eitthvað, það sem og þeir eru að labba og svo allt í einu sér maður kemur svona gata svona niður og þá óeirðarlögregla mættar og þá sá maður sko þessa læknanema og þá hefði ég upplifað að þú í Frakklandi að þá eru hendurnar á þér svona eins og klær sem að ná götusteinum upp og allt í einu urðu bara óeirðir þarna og klassaði saman og ég fekk táragas og allt þetta. En hvað var fljótt að koma leið og ofbeldi þegar lögreglu ofbeldi mætir að þá allt í einu fara mótmælendunir og bregðast. Já, Frakkar eru rosalega góðir í þessu. Já, þangað til segjum 10 árum, svona cirka, það var bara meira minna, ef ég má segja, bara leikur. Það var bara að fara kröfugöngu og svo hinn á móti og þetta var bara svolítið svona sport. Snabba fæting. Það búið að breyta svolítið undir Macron. Hann fór einmitt að vera miklu meira svona harður móti því einum of. Það var bara svolítið styrkja lögregluna þá. Já. Bara gefa þeim leyfi fyrir svolítið harkalegar viðbrögðir. Það náttúrulega líka það var að ekki gerast hér. gott sko. Já, nákvæmlega. Þetta bara sama. Og í Bandaríkjunum, bara Occupy Wall Street var bara barið niður með ofbeldi. Já. En þessi mýta, er það mýta að sko það þetta vera að lýsa Þjóðverja séu svo harðir og frekir og og að Frakkar séu svo hrókafullir og sjáu bara svona þessi franski kallmaður sko, hann sé alveg bara svona sjálfhverfur hrókagikkur ykkur, maður heyrir það þá. Er það rétt? Það til svona. Já, þetta, en er það eitthvað meira í... Hún átti ekki allir svona. Nei, en hvað segirðu? Ég meina, má segja það sitt alltaf svona, það má alveg segja hver þjóðarsálin er. Ef við tökum sko miðað við Íslendingar, þá Frakki kannski með svona sterkari viðbrögð. Já, réttlætis. Og réttlætis og það heyrist hátt í okkur. Tengdar í hjartað. Já, hjarta og tilfinningar og ég myndi bara segja magan með og þú veist bara... Læti ég bjóða mér þetta. Já, verða svona stífir og ákveðnir já. En með þetta að fara í sundur, það líka frekar nýlegt. Þú veist, þegar ég var í skóla í gamla daga, ekki svo gamla dagar, þá var fullt af fólki frá Norður-Afríku og Afríku og ég veit ekki hvar og við vorum bara allir vinnir og það var ekkert mál. Virkilega. Við vorum ekki eins og að spá í það. Núna eru krakkar í skóla farin strax í sundur. Og það Frakkar búin að halda sig eins og þú varst að segja bara hvað við erum að passa okkur og hinum minn líka bara já við ætlum að vera meira múslimar og meira á móti og það fór bara einhvern veginn bara í sundur svona. Hvað hefur gerst? Fólk hefur kennt að hata. Já, okkur hefur verið kennt að hata hvert annað. Það var alveg stórkostlegt, ég tók viðtalið hennar Jasmín Kranak sem frá Bosníu, kom hingað bara kornung, eða svona á unglingsárum og hún sem sagt Bosníukona, eða sem sagt í Bosníu múslimi og þegar hún að lýsa þessu, þegar Júgóslavíu að slitna í sundur, þá gerðist þetta bara á einni nóttu. Allt í einu var múslimanir skilgreindir sem bara pöddur og eitthvað sem yrði að fara og allt í einu voru það voru tekin að þeim húsið og endanum þau bjuggu bara í einhverju svona
í svona hlöðu eitthvað stór út í sveit og voru að passa sig að kallandi máttu ekki sjást á daginn vegna þess að annars var það bara teknir og barðir og settir í fangabúðir. En þetta hún sagði fyrir þann tíma að þá léku okkur saman og öllum var bara hjartanlega sama, mér er alveg hjartanlega sama hvort þú sett muslim eða kristinn eða eitthvað, bara hjartanlega sama. En svo bara byrjar átökin og bara búm, á einni nóttu, þá gerist þetta. Og þetta við náttúrulega leik okkur að út alla Evrópu og ég held að við verðum bara að vita hver ógnin í þessu. Þannig að við eigum að svara, ekki að vera að bíða, já, kannski, jú, auðvitað eðlilegt og eitthvað svona, því að allt í einu bara komin á einhvern stað sem bara ekki aftur snúið, sko. Að því hatrið bara, það logar. Já, mér langaði aðeins að bakki það sem varst að segja áðan vegna þess að, sko, við erum öll svo útsett fyrir áráðri fjölmiðla og þú veist, eins og þú segir að morðtíðnin sem ég há í Svíþjóð, ég meina það svo frásögn sem að gengur hátt í skandinavískum fjölmiðlum, að það sé alltaf fara til andskotans í Svíþjóð og það líka það sem íslenski stjórnmálamenn nota hér, við megum ekki útlendingamálum, við verðum að taka þau föstum tökum, horfiði bara á Svíþjóð, þetta það sem okkur sagt og hvernig á hinn almenni borgari, og ég ekkert að gera lítið úr því, við erum öll viðkvæm fyrir þessum áráðri, hvernig eigum við að verja okkur fyrir þeim frásagnamátar sem að viðhalda þessu hatri. Það finnst mér vera stóra spurningin. Við þurfum bara að fara í ræktina og æfa mannúðina. Já, við þurfum að æfa mannúðina og taka ekki hlutina við getum ekki trúa dagblöðunum lengur, því miður. Þú veist, við verðum alltaf að staldra við, hugsa sjálf, ég meina, ég myndi ekki nenna eins og Gunnar Smári að leita upp í alla statistík í heiminum, en hann að gera það fyrir okkur. Hann með tölvuna. Já, ég meina, hann að gera það fyrir okkur, en sko, við þurfum sjálf einhvern veginn að taka einhverja ábyrgð og staldra við þegar við fáum svona upplýsingar og bara svona hvað rétt og hvað rangt og í málanum og svona, við þurfum alltaf að gera það. Þetta dauðans alvara. Þetta dauðans alvara. Svo eru raddirnar að þú tala um fjölmiðla og umræðina og svona hvernig þessi stilt upp og svo heyrir maður ef maður að segja eitthvað þá bara, já, myndið þú ekki það bara vilja flytja heim til þessa fólk sem að koma hingað? Ég meina, ekki getur að vera hommið þar, þú bara drepinn og þú þið sem kona sett í ykkur skekkju og láta vera heima og hrúnaðu krökkum og svona skilur við að það sé svo frábært í Evrópu og Vesturlöndunum. Akkurat. Og það auðvitað, mannréttindi hafa verið betur virt hér, en þetta þessi speglun og þessi tókstreita að eitthvað. En ég held að fólk vilji ekki, eða viti ekki hvert það vill fara. Þessi umræða, þetta samtal. Hvernig samfélag viljum við í raun og vera að hafa? Þetta auka fólk sem við erum að tala hægra fólkið, að býtu hvernig samfélag vill það í raun og veru? Ég held í grunninn vilji manneskjurnar bara búa í sátt og samlyndi borgara, en það alltaf verið að segja okkur að við eigum að vera í fæting. Sko. Það sem Einar að segja, Adam Curtis sem gerir svona heimildamyndi fyrir BBC, eða gerði það, hann að gera eitthvað að því ennþá. Hann sagði einhvern tímann að fyrir 1980 þá snýru stjórnmálin framtíðina. Við vorum að velta fyrir okkur hvert við vildum fara með samfélagið. Eftir 1980 hafa stjórnmálin selt okkur ógn og ótta og þau ætla að verja okkur fyrir ykkur tiltekna ástandi. Og þessi þjóðfylkingin og sambærilegi flokkar hér eru bara alltaf að selja okkur ykkur af vörn fyrir einhverjum ríkalegri vá, en þau eru ekki að selja okkur hvert við að fara. Nei. Það er ekki í boði. En hvað svona stjórnmál eru það sem að snúast ekki hvernig samfélag við viljum? Já. Það er bara einhverjum geðveiki. Já. Og það er verið að verja okkur fyrir hvernig getum við passað ykkur ekki, hvað getum við gert fyrir ykkur? Pláunni. Og svo verður farið að velja okkur fyrir hommonum og svo verður farið að velja okkur fyrir freku kellingunum sem taka allt frá okkur og ég meina, þetta er botlaust. Já, en nákvæmlega, þú verður bara alltaf næstur, sko, ef þú ert ekkert að... Ég held að sé bara, þetta er að vera bara bú, nú verður við að gera eitthvað, sko. Ótti og reiði, já, vá, hvað kemur upp úr því? Þetta var einmitt núna fyrir fólkið sem fór að kjósa þessi öfgahæri. Þegar við vorum að segja, argumentin var, nú erum við búin að prófa að þetta virkar ekkert, við skulum bara prófa þetta. Já, ég veit það. Það fór allir bara hvað við erum, það er ekkert að prófa þetta, en jú, þetta var svolítið sko... Býtu, ég mista aðeins þráðin. Nei, ég var að segja, stór hópur sem hefur núna ákveða að kjósa öfgahæri. Já.
sem voru ekkert að kjósa þetta áður fyrr voru að segja, já, við erum búin að prófa þetta, ekkert virkar á, ég veit ekki hvað, en argumentin var bara, já, við skulum bara prófa þetta, gefa þessi bara séns. En þetta líka ábyrgðarleysi kjósendana að segja bara, já, ég bara prófa þetta, eins og stjórnvöld séu aflið sem eigi að taka ákvarðanirnar fyrir okkur. Það eru við raunverulega sem eigum að móta samfélagið og velja sína stjórnmálamennina, en þarna eru borgararnir að segja, já, þeir veitur ekki hvað best, prófum það bara. Þetta getur líka verið að valkostirnir eru bara svo lélegir. Það var meðast eiginlega besta útskýringin á því af hverju Trump var kosinn. Og það var að fólk kaus frekar ruglukoll, þetta eru ligara. Af því að Hillary og allt sem hún stóð fyrir, að fólk var löngu búið að sjá í gegnum þetta að þessi, allt ætti að fara að skána rétt bráðum og allt þetta var bara lygi. Þannig að þau kausu frekar ruglukoll. Af því að valkostirnir eru bara, það er eins og komin að bara matseðlinn bara ömulugur og þú verður það sem er þó skarra. Já, ég meina Trump og Biden er náttúrulega bara hversu glataði matseðli það. Maður er bara, what, ekkert takk, ég svelt frekar, ég drepst frekar og hungri. Þetta er það sem Bandaríkjamenn hafa til að kjósa Nei, ég meina að þú veist, hvers konar leiksýning er þetta krakkar? Þetta er bara einhvern allsýra feik. En svo er alltaf efnahagsmálinn sett í forgrunn líka í allir þessar umræðu, Þetta kostar svo mikið, svo erfitt og eins og með Trump í Ameríku Bandaríkjamenn það búið að vera efnahagsmálin þar hafi ekki verið góð í undanfarin ára allavega með að við uppgangin og hagkerfi sem var alltaf árum áður og þá er Trump, hún er treyst bara til þess að láta hagkerfið snúast nógu hratt og nógu mikið af þessu og þetta vill fólk sem að bara, og þetta ég held þetta, og sama hér bara við sem að fara hausinn af því að þessi búið að kosta okkur svo mikið núna, innflytjendamálin, það er bara sagt beint út og það er þessi áráður líka. En ég má spyrja einu sem að tengist þessu kannski, Marján, af því að þú ert frá Nýs, eða ekki? Já. Sem er svona frekar hægri sinnað svæði. Já. Þú ferð til Parísar og þá er Chirac kosinn forseti og þú nennir ekki að vera í París undir svona og ferð til Íslands. Já. Hvaða máli skiptir þetta? Ég man einhvern tíma kom ég til New York þegar Bush yngri var forseti og maður fann það bara svona á borgin henni leiddist þetta að hafa þennan forseta og hafi ekki talað við ég var þetta í Ítölum sem að var að tala við að vera með hennan Berlusconi kallana þetta er kannski ekki svona rosalegt mál þetta verður á svo leiðinlegt fyrir fólk eins og þið hafi ekki heyrt Bandaríkjamenn sem að segja ef að Trump verður kosinn aftur hvert á ég að flytja það er ekki DF hann verður næsti forseti þú ert eiginlega flóttamaður undan þessu þú nettir ekki að vera í Fraklandi undir Chirac ég var að sjá þetta koma en svo ég sagði ég held að þessi bíbólar samfélag sem hattar hvort annað myndi gerast miklu fyrr Þannig þú skynjar þetta að væri að fara að gerast Já, ég held að myndi fara að gerast en svo segja, það er 30 ár síðan þess vegna ég að halda von að því að sögulega séð er Frakland aldrei búin að vera svona fascist land þannig að ég treysti því að það verður áfram svona við höfum bara allt öðruvísi bakgrunn en fascismi En svo verður mikil mótmæli og mikil læti í Fraklandi það er alltaf við höfum bara tjá okkur svolítið hátt Mér fannst þú svona aðeins gefa því í skyn af því að við höfum oft Íslendingar svona verið að dásta frökkum, þú veist, bensínverð hækka og þau allir mótmæla og bara verða á hveiti og frakkar svo dugli bara mótmæla og láti sér heyra og einhvern veginn bara sýna við stöndum saman manneskjurnar og svona og við höfum svona svolítið dáðst af þessi fjaska og þú var svona aðeins að gefa í skyn að þetta væri svona eins og meira bara eins og hluta þjóðarsalnir, bara svona eins og leikur, við látum í okkur heyra og það er bara alltaf þótt verið eðlilegt en það hefur samt haft áhrif rosalega mikil áhrif en á síðustu 10 árum þá hafi til dæmis Macron búið til meiri andstöðu við þetta það er markvisst verið að reyna að kæfa niður þennan lýðræðislega leik bara við viljum ekki svona dýrt hveiti við viljum bara áfram geta keypt bagett á bara 1 evru eða eitthvað bara á eftirlaun 60 ára og allt þetta en þetta er líka stefna allstaðar í heiminum að loka stjórnmálin af
af, eins og við sjáum hérna núna á 17. júní, það geta Íslendingar ekki verið á Austurvelli að fagna á 17. júní því það er bara einhver lögreglu hlið og varðmenn í kringum það. Fjallkonan í Skotöldu vesti. Já, og þú veist... Rosalega járngrindur. Og þú veist, íslenski lögreglumenn núna farnir bara að nota piparúða og fólk og þetta er bara, þú veist, þetta er bara eins og vond bíómynd og þeir eru svo klaufalegi við þetta, en það er eins og það sko, en það er verið að ýta þessi ofbeldi að okkur, skilurðu, einhvern veginn allstaðar og þakka niður þessa lýðræðislegu samstöðu. Þá velti ég fyrir mig, hvernig eigum við þá að mótmæla? Hvernig eigum við að mótmæla, hvernig eigum við að sýna það í verki að okkur er ekki sama, að við viljum breytingar á þess að vera barinn eða piparúðu. Við þurfum að hugsa einhverjar nýjar aðferðir til þess að standa með mannkyn. Mótmælendur hér voru byrjaðir að sýna ykkur samt, sko, svo ég er ekki að réttlæta þetta, en það var komnir svona aðri taktar, kannski einhver áhrif frá Frakklandi, að þú veist að gera eitthvað, láta eitthvað svona almennilega í sér heyra og maður hefði að vera að sjá svona aktivistamyndir, sko. Ég hef verið mikið í alnæmis að hávappmálunum og það er mikið óréttlæti sem viðgengst þannig í gamla daga á 9. og 10. áratugnum. Ég man ekki hvort þú manst þetta frönsku bíómyndinni hérna, var ekki 24 Hours sem hún, anyway, og þar var sko, þú veist, ég man alltaf eftir sko að þetta var svona hópa fólki og það var eitthvað óánægt og það fór og heldi gerviblóði yfir heilbrigðisráðherrann. Já. Þú veist. Og ég hugsaði bara, já, vá, þó við, sko, allt svona var óhugsandi hér í mótmælu. En kannski það orðið þannig að hafi ekki til mig, sko, alltaf verið löggæslan í Frakklandi, hún hefur alltaf verið með dálítið svona öflugt líka mótmælandunum. Já. Alltaf verið dálítið svona. Það verður ekki verið hér, en kannski er mótmælandi hér að verða öflugri og þá er lögreglan að verja sig, finnst þeim, sko. En ég meina ekkert af þessu er gott, nema það að fólk hafi umræðan að hafi réttin til að láta í sér heyra, mótmæla, segja sína skoðun og hafa kraft til að breyta heldur þetta sem við erum að tala ofbeldist tilburðir á báða bóa og reiðin, það er allt þetta sem að... Ef að lögregluvaldi gerir fyrirfram ráð fyrir því að manneskjurnar séu rangstæðar, þá er allt ómögulegt, sko. Það er þannig. Það er yfirleitt alltaf þannig að, sko, mótmæli verða ofbeldisfull ef að lögreglan bregst þannig við. Já. Það er aldrei þannig að mæta allt í einhverju mótmælendur bara með einhvert ofbeldi, sko. Nei. Það er alltaf viðbragð við einhverju. En svo er alltaf misjátt í Frakklandi. Bændum er leyft að hlaða upp einhverju heyi, auktum að sá ég að þeir ráku beljunar inn í súpermarkað og það var rosalega fyndið að sjá þar. Og það var eitthvað því að það átti að vera ódýrara korni þar inni, ég man ekki hvað það var. Þannig að mér finnst sko bændunir komast upp með þetta, en svo kannski ef eru mótmæli inn í París og svona, þá mætir löggan bara alveg með. Þarf að kenna fólki að mótmæla eða unga fólkinu? Nei, sko vandamáli í Frakklandi en að nýlega, það er að því að sko það er mótmæli út í götu og þá kemur að þetta er alltaf, fer alltaf eitthvað svona hópa fólki í kringum þetta sem koma með ofbeldi að því að það er eitthvað að gerast í bænum og það fer bara allt í villísu að því að þá er bara löggan að bregðast við og þau eru að bregðast við kannski röngu fólki sem eru bara að mótmæla, ekki að koma fyrir til að brenna bílar og eitthvað svo leys, en það er til líka. Það er alltaf vandalistar allstar, ég meina það er aldrei að gera neitt í því, það er bara til, það er bara verður vandalismi til. Já, og svo einhvern veginn smittar það og býr til einhvern vond orðspor og stóran hóp. Að það séu nokkrir einstaklingar sem ger allt vitlaust. Búsahaldabyltingin hérna, það var alveg ótrúlega áhugavert dæmi, sko, þegar það gerðist hérna. Og Íslendingar hafa náttúrulega og fór vel fram í Krist af sér, sko, allavega 2 ef ekki 3 ríkisstjórnir frá hrunni og rekið held ég 4-5 ráðherra og þannig að Íslendingar er ekkert að skamma sín fyrir að það er bara frekar að sko stjórnmálin hafi ekki náð að endurnýjast þrátt fyrir hvað almenningur er staðið sér vel og almenningur alltaf reyna eitthvað nýtt, sko. Einhvern tímann kausuðu hérna besta flokkin, sko, svo kausuðu hérna vinstri flokkana strax hérna 2009, svo kausuðu hérna nýja Framsókn og svo
kusu þeir Viðreisn og Bjarta framtíð og svona einhverjum Macron eitthvað. Svo kusu þeir alltaf svona að prófa eitt og annað. Já, þeir eru bara að prófa, þeir eru alltaf í matselinu, sko. Það hlýtur að vera eitthvað ætt á þessu matseli og pröfa bara alltaf eitthvað nýtt og nýtt. Og svo gengur það ekki upp. Nei. Þannig að... Já, gengur ekki upp. Ég veit ekki, er það svo slæmt? Hérna? Já. Íslendingar ber ekki traust til stjórnvalda, ber ekki traust til Alþingis. Nei, en ég að segja, já. Og ég held að almennt upplifi Íslendingar ekki að ríkið sé að vinna fyrir okkur eða fyrir almannahag. Ég held að við ættum að horfa á það að þetta sé svona alvarleg staða. Það ætti náttúrulega að vera samfélagið að allir myndu upplifa að ríkið er að vinna, ríkið eru við, að vinna fyrir okkur. Ríkið er að byggja hérna upp gott samfélag og þannig það er svolítið undarlegt að við séum ekki með þessa tilfinningu, svona ríka tilfinningu sem við ættum að hafa, þetta pínulitla samfélag sem við erum hérna. Það ættum að vera samhent og við erum hérna ógeðslega rík og ógeðslega heppin og við getum búið til bara stórkostlegt samfélag. En samt við svona tilfinningunni að ríkisvaldi sé ekki að vinna fyrir okkur. Ég meina, þú kemst ekki til læknis og þú veist, fólk hefur tilfinningu fyrir að skólakerfið sé að bresta og húsnæðiskerfið er í rúst og þannig að það er eitthvað að. Fólk er sagt að það sé öllu þess að kenna sem við erum að tala það sé ástæðu. Já, það sé ekki stjórnvöldum að kenna, heldur innflytjendum og flóttafólki til dæmis. Samt er ungt fólk hérna, það er alveg hópur af ungu fólki hérna, flottu ungu fólki sem er að verða mjög svona málefnalegt og aðgerðarsinnar í þessu sem við erum að tala ástandið og það þurfi breytingar að verða En er það þá í litlum hópum, finnst þér það vera þá fyrir alla? Ég held þetta sé, þetta er svona þetta er yngra fólk sem er í svona listageiranum, þetta er góða fólkið, þú veist alveg hvaða fólk það er, og hérna, það eru þau, en þau eru rosa flott í því samt, eiga allt gott skilið, en þetta er svona, Já, en ég þekki líka mjög mikið af ungu fólki sem er svona, þú veist, hefur ekki áhuga á stjórnmálum, eru náttúruvendarsinnar, vilja gjarnan búa út á landi, þú veist, eru ekki í græðgiskaplöpunu, taka ekki þátt í því, eru ekki einhvern veginn undirokuð af kaupheimunum, þú veist, þurfu ekki að eignast allt og eru ekki í þessu, en einhvern veginn vilja samt ekki láta til sín taka. Þú veist, þar stoppar ábyrðin er bara ég og mitt og ég ætla að lifa bara svona svolítið fábrotnu og einföldu lífi fyrir mig og ég vil ala barnið mitt upp á góðu fæði út í sveit og bara hafa rosa kósí og rólegt hjá mér og bara pólitík er bara eitthvað sem ég skil ekki og það er líka bara einstaklingshyggja á annan hátt. Af því að þú veist, við þurfum öll að taka það er raunverulega það sem lýðræði gengur út og að það er ekki nóg að okkur finnist eitthvað, við þurfum líka eitthvað að leggja mörkum. Kannski er það hættulegasta fólkið. Nei, ég veit það, en við þurfum öll að leggja eitthvað mörkum. Nei, svo kemur hinn hópurinn nú til dags, sem ekki var, það er þetta fólk sem er með reiðina og fasismann og grækina og allt þetta og er alveg grímulaust í því. Algjörlega. Það skammast ég ekkert fyrir að segja það og allt það er upphátt. Já. Það er þó allavega hreinlyndi. Já. Ég skilja að því við ætlum að taka samtalið og svo allir þessu stóru hópur þarna í miðjunni sem þú varst að lýsa sem að vill eitthvað svona alltaf bara fyrir sig, já, ég og mín börn og ég og mitt og mitt og mitt. Ég get verið græn, ég get verið umhverfismæðun, ég get verið friðarsinni, ég ætla bara að gera það í mínu litla hotni. Já, gerir ekkert. Er þetta ekki bara misskilningur á hvað manneskjan er, Langstærsti hluti af okkur er á milli okkar og annars fólk, Það er lítið inn í okkur, Þannig ef þú vilt bæta þig, þá verður að bæta, samfélagi sem við lifir í, og þá er það bæði bara þrengra samfélag og líka bara Já, nú líður mér eins og við séum að mála upp eitthvað rosalegt ástand Nei, en ég held mér að við fjögur séum bara 4 frumur í bara the human body skilurðu, ég held það og ég held að við höfum öll tilgang og þú veist, við höfum öll að vera hérna en við erum raunverulega, ættum við öll bara að vera að vinna saman, En María, þú ert í pólitík? Já. Af hverju? Ég er ekki alveg í pólitík.
Ég er hjá græningum. Er það ekki pólitík? Það þarf að vera í pólitík ef við viljum gera eitthvað í málinu. En upphaf hugmyndin minn og vilja, það var að gera eitthvað í málinu varðandi umhverfismál. Það er pólitík. Það er pólitík, náttúrulega. Það er pólitík. Þá bara kemur hitt með. En ég var að hugsa hvað þú varst að segja og svona, við erum ekki búin að tala okkar hugmyndum hamingja. Af því að þetta er bara, ég held þetta sé vandamálið. Það er að reyna að selja okkur hamingja okkur degi og við veitum ekki hvað það er. Og það er allir að leita því. Ég er að hugsa bara frakkar sem núna bara þessi svakalegt vanlíða og hugsa bara allt ómögulegt í Frakklandi. Maður finnur líka þetta á Íslandi. Svo fer bara maður að ferðast og sér að þetta er ekkert kannski svo slæmt hjá okkur. En auðvitað verður alltaf að breyta og gera betur og ekki láta einhverju óréttlæti að festast og vera svona. En ég er bara að hugsa bara hvaðan kemur þessi óhamingja tilfinningu og halda að maður hefur bara verra en annað og reyna að fá eitthvað betra. Ég er að reyna. Það er alltaf verið að selja þér að þú þurfir, x marga hluti til þess að geta orðið hamingjusöm og að þjáningin sé ekki hluti af mannlegri tilveru. Þjáningin er bara hluti af því að vera manneskja. Og það er alltaf verið að taka þjáninguna út úr jöfnunni og segja það bara að vera hamingja og ef það er ekki þannig þá er bara lífið ónýtt og þetta er náttúrulega bara rugl. Þú ert aldrei glöð ef þú hefur aldrei grátið. Þú veist, það er bara þannig. Við þurfum að fara að markaðsetja þjáninguna en ekki hamingjuna. Búnda hefur svolítið gert það. Þetta er mikilvæg umræða. En eitt í þessu sem maður þarf til þess að geta lifað, að þá þarf maður náttúrulega að vera í einhverju svona sátt við sig og eitthvað svoleiðis. En maður þarf líka að lifa í einhverju sögu. Það er að vera eitthvað svona tilgangur. Ég geti hugsað að vera eins og þú ert að lýsa bara minn tilgangur er að vera bara eitthvað reyn út í sveit eitthvað. En ég verð líka að lifa í einhverju, það verður að vera einhver tilgangur í þessu. Er það ekki það sem er náttúrulega að því að samfélaginu er að brotna svolítið upp og það verður bara komið ljós að það að vera í Frakklandi og við franska samfélagi sem að fara eitthvað, það bara er ekki til lengur. Það bara eru alls konar hugmyndir og alls konar sögur það og við erum orðið óörugg það að hvert við erum að fara og til hvers við erum, að því að við erum náttúrulega einhver leiti svona sögu fólk, við erum að búa í einhverju sögu, það ekki? Ég voru að vita, þú veist, eins og það sem við erum að tala með það bara, hver er að afbaka þetta hugtak hamingjuna og það, en það þarf kannski að hafa eitthvað hugtak til að mæla út frá og það er alltaf verið að rannsaka þetta og gera eitthvað og þá er alveg hvernig er það gert og hvað verið að spyrja og hvað verið fisk eftir og allt þetta er eitthvað svona, en þetta eins og heitir á ensku Ég tek eftir einu, fólki sem er alltaf að rannsaka hamingjuna, það virkar ekki hamingjusamt. Nei, það virkar alveg sérstaklega hamingjusamt. En það er þetta vitality á ensku, það er þessi lífsorka, þessi lífsneisti og það að vera áhugasamur og hafa tilgang og komast í svona flæði, ég stæði aldrei gott, það er svona að einbeita sér að ykkur, fá áhuga á ykkur og taka eitthvað svona og vera með einhvern veginn og öllum aldri. Nákvæmlega. Við erum öll listamenn. Ég trúi því í alvörinu að alla manneskjur fæðast til listamenn og við sjáum það bara hvernig börn eru bara stanslaust að búa til og skapa og búa til sinn heim og allt þetta. Svo er það einhvern veginn veröldin hefur síðan hagaði þannig gegnum skólakerfið og menntun og vinnu að nei, þú ert að vera þræll og þú ert að vera bara alltaf að pakka einhverjum blöðum og þú ert að gera eitthvað svona og það er sorgin að því við viljum öll vera að búa til og skapa og það var þetta kom upp í hausinu þegar dattinn okkur þráð í Facebook í gær á einhverja röflegu listamannalaunum í eina ferðin en akkur er verið að gefa fleiri listamenn og það fattaði allt í einu hvað þetta er ekki reiðin yfir því að aðrir sé á listamennum, þetta er sorgin yfir því að fá ekki að vera listamaðurinn sem manneskjan er, að fá ekki að vera skaparinn sem þú ert komin á jörðina til að vera, því það er tilgangurinn okkar, að vera búa eitthvað til fyrir aðrar manneskjur í samfélagi
við annað fólk, ég ofsa klár í þessu og þú ert ofsa klár í einhverju öðru og svo einhvern veginn getum við verið svona að vinna með það saman. Þú ert ofsa flink að fljúga þyrlum og ég get sagt þér allt leikhús að því mér er það skemmtilegt, skilurðu, og þar vinnum við saman. Þannig ættum við að vera funkir á jörðinni og þetta sorgin yfir því að fá ekki að vera skaparinn. Og svo eitthvað fólk sem stjórnar, sem bara vinnur gegn lífsorkunni. Lífsorkan bara áfram að búa til, svo eitthvað fólk sem svona að búa til einhver kerfi og alltaf að reyna að stoppa lífsins gang. Og það það sem við erum að eiga við manneski. Við erum alltaf að stöndum á móti einhverju regluverki sem bara að drepa okkur af því það svo ókreatív. Það bara einhver form, hlið, gluggar, þú veist, girðingar. Við erum alltaf stoppuð. Já, það þarf náttúrulega einhvers konar reglur og kassar til þess að við getum bara búið saman. Eitthvað smá kannski. En þetta fólk kannski, ég veit það ekki, þurfum við það. Megum við ekki bara vakna þegar við viljum, búa til okkar skó fyrir hádegi. Ekki þess að gera strætó, ég vil vera það að þið séu svona nokkuð veginn á réttu tíma. Ok. Nei, en ég ætlaði að segja, þú veist, kannski fór þessi kerfi sem var ætlast til að búa til strúktúr. til að hjálpa okkur að búa saman, fór að vera einhverju svona yfirveru sem komin til að stjórna í staðinn fyrir að hjálpa okkur að búa saman. Já, í staðinn fyrir að sem hefur bara tekið svona sín eigin Já, löndin eru rekin eins og fyrirtæki núna, eins og hagnaðardrifin fyrirtæki. Það sem að við erum öll bara í vinnu hjá þessu fyrirtæki. En þessi samskipti öll og þetta hvernig tilveran hefur þróast og fjölskyldumynstri að riðlast og fólk, bara það er svo mikið einstaklingum alls staðar, fólk eitt hvort sem það endur kannski ekkert einmanna, heldur að þú ert svo margir einir, svo margt sem hefur verið að breytast að tala þessi 30-40 ár. Já. Með menntun og borgarskipulagið og þéttingu og allt þetta. Að það einhvers staðar þarna sem eitthvað bara svo margt að gerast, sko. Og og bara fólk eitthvað svo, bara margir eitthvað svo tómlegir, þetta skortur á lífsorkun og neistanum og tilgangnum og gleði, ok, hamingja, hver hún, það alltaf að þú alltaf, sko, ég ítrekka spyr, átti ekki kærasta? Átti ekki lofver, átti ekki þetta. Það er búið að segja mér alveg að hvernig svo hamingja eigi að vera, handa mér. Jú, svo Steinunn, þú hafur heyrt það líka. Það eru allir að reyna að koma saman með einhverja karlmenn. Mér langar bara ekki kærast í augnablikinu, bara ekkert. Þú getur alveg fara að vera bara eitt stór skortur. Já, bara, ég er ein, mér vantar þetta, ég hef ekki hitt og svona. Já, nákvæmlega. Og þetta eitthvað þarna og svo kemur alls konar ótti og metingur og öfund og reiði og leiði og ég veit ekki hvað og hvað. Er ég komin á langt núna? Þetta að því við erum að tala samfélagið okkar og hvernig við viljum vera. Og tenging við náttúruna og þetta bara anda þessa einhvern veginn að sér og inn í brjóstið og finna þessa gleði koma upp. Ég veit það. Og hún sé þarna. Og þetta að deyja út. Þetta er svo ömurlegt. En sjáðu þig, þú ert svona skapari, þú ert þyrlu, flugmaður og hörpuleikari. Þú ert svona bara hinn fullkomna skaparatýpa. Þú ert ekki að láta neitt stoppa, þú ert ekki bara að fara í eitthvað eitt box, þú ert að gera eitthvað tvennt. Skilurðu? Og þetta er bara alveg stórkostlegt. Já. Og svo ertu líka pólitíkus, en ég meina þetta það sem held ég alla manneski þrá, að láta reyna á sig á ólíka vegu, láta ekki boxa sig og njörfa sig svona niður. Ertu ekki með pláss fyrir okkur öll í þyrlunni? Getur ekki flogið með okkur öllum og við förum droppa ykkur? Ég hætti að fljúga, ég fór aftur í heimspekinni og svona pólitík og svona. Ég bara hætti að fljúga. En bara, einmitt, við vorum að tala hamingjunni og búa saman og við varum að spá bara til að skipta alveg, sko. Ég var að hugsa það þegar þú veist að segja, sko, þegar við vorum að segja, þú veist, að búa til reglur, hvernig ég á að vera og allt þetta, ég man ekki hvað ég ætlaði að segja þá. Að regluverki væri einhverju leyti nauðsynlegt, hugsanlega? Já. Og einhver box, meinilla við þau. En hvað fórst þú að segja þá? Ég var að tala lífsorkun og flæðið og þetta, að fólk
hafi svona aðstöð og, já. Það vantar ekki meiri reglur, það vantar eiginlega meira af flæðinu. Meira flæði, minni reglur, held ég. Já, eða svona öðruvísi reglur. Já. Ég var að hlusta út og Gunnar ef að tala herrafattatískuna. Ég var að hlusta út það núna úr dögunum og mér fannst hann alveg frábær og það var einmitt þetta sko að sem allt sem að gerast að sko Lúðvík 14. þeir manns hvernig hann var klæddur. Hann var með hárkollu og í kniplíka blússu og stígvélum og bara algjör dragdrottning í raun og veru sko. Og núna þá það, og það unga fólki, það allt þetta sem að gera þetta er til staðar og svo æðislegt að það sko, það ekkert verið að taka kallmennskun eða þetta kvenlega, heldur það alltaf verða dálítið svona ekki ósexy en við erum dálítið að renna saman og mér finnst það æðislegt. Ég finn til með, sko, ég skammast mér fyrir það fyrir, ég fór í kvennadeildina, keypti mér alveg óbúslega flotta skyrtu. Allir að tala það og hún hneft öfugum megin fyrir mig sko og alls konar svona hluti sem unga fólki að gera sem að við erum svo grjótföst í því hvernig hlutirnir eiga að vera skiljiði, svo margt þarna einhver kassar og þetta tengist þá fyrir einnaferðina fyrir að tala hinsegjuleikann og það sem hann að stækka svo rosalega. Ég sko kom til úr æskunni inn í svona unisex tímabil sko. Þá voru stelpurnar klæddar eins og strákar. Já, það var það líka dálítið þegar ég held ég hefði verið komin á 30-aldur þegar ég sá brjóstarhaldara fyrst sko. Já, það var bara búið að henda þeim hann að einhverju tímabili sko. Og ég var nú einmitt að kaupa. Nei, það er alltaf rennat alltaf saman sko. Já, það er náttúrulega bara að renna í hina Hvað finnst þér það? Já, nei, það voru allir bara í t-shirt og gallabuxum þegar ég var Já, mér finnst bara mjög, ef það er rétt, að mannkynið sé svolítið að fletja út svona kyngreiningar eða hópagreiningar með því að bara svona klæða sig eins og því langa til. Þá finnst mér það auðvitað bara mjög af hinu góða. Ég keypti mér einmitt herraskyrtu og herrajakka í herrafattaverslun á Akureyri núna fyrir nokkrum vikum síðan sko. Og einmitt allt öfugt en bara það er bara og ég komst að einu að herraskyrtur eru miklu betur sniðnar heldur en kvenskyrtur og miklu betur saumaðar. En ég tek nú bara fatatískuna sem dæmi en það er svo margt þarna hjá unga fólkinu, yngra fólkinu sem að gera svo ótrúlega skemmtilega. En þessi regla sem í þessari sögu ykkar að herraföt og kvenmannsföt séu hneft öðruvísi. Ef við ekki halda í hana verður ekki bara glundróði ef við breytum þessu. Nei, við hneppum eins. Ég held að vera best fyrir mannkynið að þau geti aldrei gengið að þessu vísu. Þau þurftu alltaf að finna út upp á nýtt. Það verður gott fyrir heilann. Það var í gamla dagar. Það var konur vinstra megin í kirkju og karlar hægra megin og þá átti að vera hneppað þannig að það sést ekki maður geti ekki séð á milli Já, frá Ég geti ekki lauma hægra megin frá og það er eins gott að þessu hefur verið viðhaldið sko. Því að það væri allt í upplausn. Það væri allt í upplausn en við geti séð bringun á þér aðeins undir skyrtuna. Eru þið alltaf með tösku? Nei. Ertu sem að fá þau tösku? Ég á fullt af töskum til dæmis og það eru fullt af strákum og köllum sem þetta aldrei lært að sjá sem tösku en það er svo mikið dóti sem ég er ekki að tala um vinnu skjalatösku heldur bara tösku fyrir lyklana og síman og varasalvan og gleraugun eitthvað dótarið og svona, þú veist, það er eitthvað sem er og það er svo margt vasaljós kannski já, ég veit ekki á hverju ég er að tala um þetta af því að þetta tengist því sem við erum að tala um að við erum svo boxuð við erum svo með þetta gildismat hvernig veröldin og heimurinn okkar á að vera og það er eitthvað mjög skemmtilegt að gerast þarna jákvætt sem að tala um það Til dæmis í þessu þætti sem er eiginlega án allra regluna en ég er alveg sammála því að það er einhver svona vakning það er einhver vakning það að það sé eitthvað skrítið í gangi að það sé eitthvað óeðlilegt við það hvernig stjórnvöld koma fram við almenning bara víða í heiminum og það er svona einhver vakning það að við þurfum að berjast fyrir því að fá að vera manneskjur og vera ekki einhvern veginn í einhverju þrærahaldi stjórnvalda. Viltu þá meina að það sé bara einhver þröngur hópur, þetta sé eins og hálfgert eitthvað conspiracy að það sé einhver
einhverju rosalegir fasista kalla grúpp einhvers staðar á bak við tjöldin fjármagnseigendur í heiminum, ég held að þeir stýri heiminum eins og fyrirtæki sem eru með þennan ótta að við séum að verða á frjáls við megum ekki verða á frjáls þetta ekki frjáls held ég, þetta meira sko við verum að eyða peningin okkar þannig að það allt gert sko allt sett okkur í einhverju svona vegur alveg frá unga aldri til þess að við erum að fara að eyða pening til þess að Ertu döpur í dag, þá ættirðu kannski að kaupa þetta sem ég hér með í boði. Nákvæmlega. Það náttúrulega þannig. Og þá fáum við peninginn á einhvern hátt. En ég held að þetta sé ekki fascismi þannig að þegar þið verður bara að gera eins og ég segi, heldur bara, þú veist, undir alda sem að ýta okkur að gera þannig að þeir verður bara ríkara og ríkara. Maður sér þetta, það er að vera ríkara en að hópur og fátækara hópur á móti. Já, en ekki alveg sko, í gamla daga, fyrir þegar við vorum ungir hérna, þá sko út á landi hérna, þá var það ákveð, ég heyrði fjölskyldur sem áttu peninga og gáttu sendt krakkana sín í skóla, svo var það bara fyrir 40 árum, þá fóru mjög flestir krakkar ekki í framhaldsskóla, fóru bara í fiskinn eða strákarnir á sjóinn og konur voru í þeirri stöðu sem að við vitum allt þetta. Svo hefur alveg gríðarlega margt gerst og það er miklu meiri velmegun og meiri pening og fólk hefur það miklu meira, fólk er að ferðast, flestir fara í framhaldsskóla og geta menntað sig og fjölskyldur sem voru bara fátæka verkamannafjölskyldur eiga orðið einstaklinga, hámennta einstaklinga í valdastöðum í samfélaginu. Þetta hefur allt riðlast. Þetta er ekki en elíta lengur af ykkurs konar yfirstétt. Er ekki bara annað fólk í elítu? Nei, en þá kemur þetta með peningana, fjármagnseigendur og óréttlæti sem að við erum að tala hérna fyrir fólk sem er í mjög svona þetta orð erfiðari eða viðkvæmri stöðu, það búið að útjaska það. Þetta er bara fólk sem er hættast fyrir mismunun og því að verða eiga erfitt líf. En hinn hópurinn, millistéttin þeir sem að borga skattana og vinna, sá hópur hefur það samt í raun og veru miklu betra en bara fyrir 30-40 ára, svo við látum nú alla njóta sannmælis. Það er náttúrulega, í Bandaríkjunum er það að versna, sko, að það jæst upp. Það er alltaf fleiri og fleiri sem hafa það raunverulega verð heldur en fyrir bara 40 árum eða 50 árum. Það eru lífslíkur að fara minkandi í Bandaríkjunum. Þetta er 20% af þjóðinni sem en það er samt gríðarlega margt gerst gott, sko, come on. Það er að getast upp að neðan að þetta sístem sem er alltaf verið að reka samfélagið út frá hagsmunum hinn allra ríkustu. Það bara getur upp lífskjörin, sko. Og við sjáum þetta bara í könnunum hér að kannski fyrir ekkert svo löngu síðan var kannski 20% af fólki sem var svona í basli og í erfiðleikum. Þetta er komið upp í sko 33% og það var bara það sem að fólk svarað sjálft áttu fyrir óvæntum útgjöldum. Þetta er jæst upp að neðan af því að við getum ekki rekið samfélagið með bara sjónarmiðum að þeir sem hafa það best hafi það sem er allra best. Við verðum að hafa fókus á þeim sem að hafa það lakar, sko. Já, en það er náttúrulega alveg rétt, sko, að það er náttúrulega aðgengi fólk til náms hefur orðið miklu betra á síðustu áratugum, en það er ennþá bara þannig að, þú veist, ég hitti fullt af konum með 3, 4, 5 háskólagráður og þær fá aldrei neitt jobb á því að þær eru ekki í klíkunni. Þær komast ekki að, það eru klíkumyndanir hér hjá stjórnvöldum og stjórnvöldum. Þú sér þennan hæfileikamann, hann er ennþá hérna bara við mikrofónin, okkur er hann ekki kominn á þing eða eitthvað. Ég held að hann vilja ekki vera á þingi, ég veit ekki. En eins og er það ekki rétt, sko, að aðgengin til náms sé alltaf betra og betra. Af því að þið getur skoðað með lánasjóðurinn. Hann lánar helmingi minna núna, heldur en áður. Ástæðan er sú að þeir sem helst þyrftu að fá lán sem að koma af fátækari bakgrunni, að þetta dugar ekki eins og fyrir húsalegunni, sko. Þannig að þau þurfa að vinna og hafa þar nefndi ekki rétt að námi. Þannig að sko lánasjóðurinn sem var búinn til þess að tryggja sko félagslega hreyfanleika í samfélaginu að þeir sem að koma frá hafa ekki stuðning foreldra sinna geti farið í nám og svona þokkalega óttalaust. Að það kerfi er að bresta, sko, því miður. Og það er svo er hort á brottfall frá námi og svona, akkur heldur þetta sé. Að til þess að geta verið í námi, að þetta verið fullri vinnu með náminu í háskólanáminu. Af því að við erum ekki með stuðningskerfi til þess að hjálpa þær til náms.
hún Sanna Magdalena sem borgarfulltrúi sósíalista, hún hefur lýst því þegar hún kom og kláraði sína mannfræði, þá var hún stór skuldug og hún var stór skuldug gagnvart hverju, Smálana fyrirtækjum. Já. Af því að hún hefur bara dóttir fátækrar einstæðra móður sem að gat ekki stutt hana. Hún kom bara út úr náminu bara stór skuldug gagnvart okurlánu. Þannig að þetta ekki það ekki þannig að það sé alltaf svona hægt og bítandi að fara til betri vegar. Nei, en mér finnst, það sem ég var kannski að segja það, að mér finnst bara svo mikið að fólki fara og mennta sig og svo kemur út og svo bara færða enga útrás fyrir námsitt eða getu eða hæfileika, það engin eftirspurn eftir því og það stanslaust eitthvað annað fólk tekið fram fyrir það vegna þess í þessu litla samfélagi eru mikla klíkumyndanir og það bara rétt að fólki alls konar pólitík skiluru og það náttúrulega mjög vont fyrir mannsandan ef að þú ferð og mentar því einhverju sem þú mikinn áhuga á og svo ferðu engan farveg við þetta rosalegt slap in the face að komast að því, býttu ekki búin að eyða 10 árum í háskólanám og svo bara það ekkert pláss fyrir mig, skilur. Það svona ekki mjög, upplýfgandi. Það tengist að þetta með að lifa í ykkur sögu og eitthvað svona, það að maður sé velkomin í heiminn og þessi veröld sé þín eign líka. Ég held að það sé eitthvað mikilvægt sem maður getur fengið. Þarna erum við komin, Heina minn, þú mátt eiga þetta allt saman. Já. Njóttu þín bara. Já. Þú veist þetta alltaf vera að hafna fólki og nei, já þú mátt kannski koma inn ef að þú uppfyllir eitthvað skilyrði, ef þú lukkar nógu vel eða... Já, þetta eru réttindin, já, nei, þetta ekki réttindin, skilurðu. En við getum ekki verið bara með einhverja óskikju og draumóra eitthvað svoleiðis. Ég held að við höfum komið tími fyrir að við lifum draum okkar. Já, nákvæmlega. Ekki ótta. Og það sé sagt bara við börn þegar þau fæðast, þú vannst. Þú veist, nú ertu búin að vinna, nú bara gaman. Skilur, það ekkert meira að vinna í heiminum. Það sigurinn að hafa fæðst. En það ekki, eigum við ekki að fara að finna eitthvað hvert móteitri við hatrinu, Hvað ætli það sé? Hvað ætli það sé móteitri við hatri? Það ástin, kærleikurinn. Einmitt. Það bara... Það virðing, myndi ég segja. Já. Bara virða að aðrir sé öðruvísi en sig en það allt í lagi. Sem ákveðin kærleikur. Sem kærleikur, já. Ég virði þig. Já, ég meina, ég get líka bara kunna illa við einhverju. Allt sem hann eða hún segir, bara ég kann þetta illa. Ég þoli þetta ekki, en ég hef minn virðing og þessi manneskja má vera svona og ég má vera eins og ég bara virða það án kærleikur, þú veist. Það betra ef það kærleikur, en ef ekki, virðing á að vera síðasta... Virðing inn í kærleikum og það mildi og samstæða líka, Það samkennd og mildi með virðingunni, kærleikur, eða ást, lof, að það fylgir því svo mikið mildi og samstæða, hjálpsam og virðing og allt. Það allt inn í þessu. Sem okkur vantar. Að því varst að tala eitthvað svona fólk sem maður skilur ekki nýtt í og bara algjörlega ósammála og svona. Mér finnst það fólk skemmtilegasta fólkið á jörðinni. Ég þá hugsa ég, ok, þarna ég algjörlega í ruglunu og horfi ég á einhvern fasista. Þarna ég algjörlega og mér finnst að vera mitt verk að reyna að skilja af hverju þessi manneskja svona óskiljanleg. Skilur, eða hvað það í farið þessara mannesku sem að ég hata fyrir mig. Þú ert að leikari, Þú ert að reyna að setja þig inn í alla fólk til þess að geta leikið það. Nei, en ég held að Við nennum því ekkert, við erum leikari. En ég held að sé forsenda þess að okkur geti þótt vænt annað fólk. Þú veist, af hverju verður manneskja eins og Hitler til? Einhver sagði, það vegna þess að illskan býr í okkur öllum. Skilurðu, þó við þykjumst vera æðislega góð og við þykjumst vera ósælega fín, þá illskan í okkur eins og gæskan. Þannig að ég held okkur sé hollt að horfa á fólk sem að við fyrirlítum, hötum, þolum ekki og svo fara með þess. Ok, hvað það í manneskjunni sem stuðar mig svona? Það eitthvað inn í mér sem gerir það verkum að ég þoli ekki þessa mannesku og ég þarf að skilja hvað það Ég held að þetta sé fyrsta leiðin til þess að reyna að hafa umburðarlyndi fyrir óskiljanlegu fólki og þú veist, þetta ekki bara
afgreiða og segja bara, þetta er einhver manneskja sem ég þoli ekki, ég bara hata ekki svona fólk, ég fyrirlít svona fólk sem hugsa svona, ég bara þoli það ekki. Nei, af hverju? Hvað er það inn í mér? Er eitthvað inn í mér sem er sammála þessari mannesku og vil ég ekki horfast í augu við það? Ég held að við okkur sé hollt að hugsa svona aðrar manneskjur til þess að geta, og þá getum við þótt væntum illmenni vegna þess að ég var mér svo að hugsa daginn með Netanyahu, þessi andstyggilegi maður, skilurðu, sem að er sífellt að hefna fyrir bróður sinn og hann er bara í svona haturs, skilurðu, ferðalagi vegna þess að bróður hans var myrtur. Þú veist, það lítur eitthvað gott að vera í þessum manni, þó manni finnist hann vera skepna, það lítur að vera eitthvað gott í honum. Og er það ekki okkar starfarinn að skilja af hverju manneskjurnar gera voðalega hluti? Eigum við ekki gera það, eða eigum við bara að segja nei, þetta bara kemur mér ekki við. Er það leiðin? Þetta er náttúrulega mjög gott aðferð að reyna að skilja, en ég held að það er ekki hægt fyrir alla að gera það. Þú veist, þú getur ekki skilja alla og það er ekki allir sem getur skilja alla. Þannig að það þyrfti að hafa einhverju svona grunn, þú veist, auðvitað er þetta bara besta leið að reyna að skilja hinn. Við reynum að hafa einhverjar siðareglur í samfélagið. Nú eru þær farnar. Svo það kannski taka marga tíma, ég bara má ekki vera að því að reyna að finna þetta góða í Netanyahu núna. Nei, nákvæmlega. Það bara er eitthvað annað sem liggur mér á. Já, og svo ná svona fautar og bullies. En maður má ekki láta fautana, þú veist, taka yfir allt sitt, sko. Ég verði bara að finna eitthvað gott í Trump og Netanyahu. Bara sorry Stína, ég bara er í öðru. Já, þú veist að hvernig frekukallarnir geta bara tekið yfir sviðið og allt í einu þurfum við að taka og þeir gera það, þeir gera hversdagslega, bara andfélagslega hegðun, að niðurlægja fólk, vera með hatursorðræðu og allt þetta. Allt þetta er andfélagslegt og þetta er manneskjunni óeðlilegt að vera með hatur hvor við aðra og þetta er gert eðlilegt. En sko við, bara manneskjuna, við verðum að verjast þessum stríðum sem við verðum að búa til á pólitíska sviðinu. Við verðum að verja okkur, bara okkar á milli. Við þurfum ekki að vera að eyða miklum tími að skilja af hverju Trump er eins og hann er. Við sjáum það, hann er bara, þú veist, hann er bara... Þú heldur að finna það góða í Trump? Ég skal finna það góða í Trump. Ég held að Trump hafi haft hræðilegar fyrirmyndir sem foreldra. Ég held að hann hafi verið einn. Og ég held að bara... Það er ekki það sem er gott í hann, það er bara útskýrin af hverju hann er eins og hann er. Já, nei, þú veist, hvað er gott? Hvað er gott við hann? Ég er ekki að segja, við þurfum ekki að finna það sig eitthvað gott í öllum. Við þurfum að skilja... Nei, ég þurfum að skilja af hverju fólk eins og það er. Þú sagðir að vera gott í öllum eins og Netanyahu. Já, ég meina, hann er örugglega góð við köttinn sinni eða eitthvað. Það getur vel verið að Trump sé góð við dýr, það skiptir ekki máli. En við þurfum að skilja samt, setja okkur í spor annara. Ég held að það skiptir rosalega miklu máli til þess að við getum búið til betri heim hvort fyrir annað, að við nennum að setja okkur í spor hvers annars. Ég held að það undirstöðuatriði, að ég nenni að skilja þig. Og þín stríð sem þú veist, að það komi mér við af því að við erum saman í samfélagi, því að við búum öll saman, þá þarf ég að hafa fyrir því að skilja hvaðan þú ert að koma, af hverju þú gerir hlutin eins og þú vilt. Já, þetta er í siðfræðinni, sjá mennskuna í öllum, sjá mennskuna í morðingjónum og glæpamanninum og nunnunni og öllum, þó mann finnst nunnan kannski ekki aðlaðandi eða eitthvað. Akkur þú vel nunnan morðingja og ræningja. Já, nei, þið viti. Hvernig náðu nunnan að þau þessar? Ég var eitthvað að tala um morðingja. Þá kom hún rosalega illmenni svo reyn nunna þetta. Nei, sjá mennskuna í fólki. Ég held að við verðum að fara að hugsa við frekar en bara ég. Ég held að við verðum, það sé svona grunnurinn, sko, svo við förum að batna. Erðu Steina, við erum að þróa hérna sumarþáttinn. Setja hlé núna? Við skulum, veistu það? Eða hvernig... Ég held að þetta sé geggjað moment fyrir hlé. Ég held að alla langi í kaffi. Já, það er kaffipása. Erðu hérna Marjón og Einar? Já. Takk fyrir. Já, takk. Þú situr eftir? Ég sit eftir. Þú er ennþá á námskeið? Já, ég er enn á námskeiði. Sumarstúlkan á námskeiðinu, sumarkettlingin. Já, það er smá hlé. Takk fyrir að bjóða okkur, takk. Já, takk fyrir okkur. Takk. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.
Jæja, þá erum við komin tilbaka og nýbúin að segja bless við skiljum við gesti okkar, Einar Þór og Anna Maríon. Laus við gestina. Laus við gestina, það voru frábæri gestir. Já, mjög skemmtilegt. Og ég fílaði svo vel við Maríon þetta að velja sér svona ólíka starfsgreinar, sko. Mér finnst við vera á jörðinni til þess að bara prófa alls konar hluti og þetta er svona manneskja mínu skapi. Þú veist, ég er leikari og ég hef líka prófað að skrifa bók og ég hef reynt fyrir mér í fjölmiðlum og ég hef unnið fyrir mér með markasetningu. Það er gaman að láta reyna á sig. Ætlar ekki að leita sjálfur þér? Já, ég er ekki að leita sjálfur mér. Og svo hann Einar Þór Sumir segja það alltaf verið að leita sjálfur þér. Nei, og hann Einar Þór er líka hann er svo frábær fyrirmynd, þú veist, hann er svo mikill baráttumaður og hann hefur gert það svo glæsilega í okkar samfélagi, sko. Alveg frábær. En átti þetta ekki að vera svona skemmtilegu sumarþáttur? Ég reyndar að uppgöta eitt að því við byrjuðum. Var ekki spjallið okkar skemmtilegt það? Ég held að það veri mjög skemmtilegt, en við vorum áður en að þau komu í heimsókn, þá vorum við aðeins að tala um félög. Ég er nefnilega búin að búa til nýtt félag núna og þú ert í því. Ég ætla að búa til Þá gengur þú úr því, eða ekki? Nei. Þetta er nefnilega félag. Ég ætla að vera í félagum með öllum mannskjum á jörðinni, líka illmennunum. Nú ætla ég bara að opna það félag. Mannkynið, félagið mannkynið. Ég lýsið þetta félag stofnað og ég ætla ekki að ganga úr því. Og ég ætla að vera þar með öllum illmennunum. En maður deyr, þegar maður þá farin úr? Nei, við deyjum aldrei. Sálinn bara kemur sér fyrir í einhverju öðru. En ætlum við ekki að ræða ketti? Ég veit ekki. Sko vegna þess að það sem ég ætlaði að gera, því að ég man einu sinni þá þú veist hvað Freyr Eyjólfsson er? Já. Hann var einhvern veginn hann er frændi minn, sko. Ok. Og ég er skildur honum í báða leggi, eiginlega, hans megin. Hann var einhvern veginn með útvarpsþátt. Ok. Og þá fekk hann mig eins og í útvarpsþáttinn og hann finnst ég eitthvað svona kostulegu frendi. Og hann ætlaði að athuga hvort ég geti komið upp skoðanir á hverju sem er. Okay. Þannig hann dró svona upp ykkur á miða og ég átti að geta talað um það sem sagt bara eins og ég hefði sko... Mikið vitaði? Já, mikið vitaði. Ætlaði að leggja svona sveit fyrir mig? Mér finnst þetta sniðut og væri svona, að því að sömuleyti að því að við erum að tala um þetta sé svona sumarþáttur og þá er það kannski þannig að svona samtal getur verið kannski skiptir ekkert meginmáli hvað við erum að tala. Nei, ok. Það getur legið eitthvað sannleikur í því sko hvernig við tölum um það eða eitthvað leys. Ok. Já, þannig að ég bara misti út mér þetta með kettina sko, að ég er með nokkra þrauti fyrir það og ég ætlaði að spyrja um En bara, þú veist, mér er stóra spurningin verið í sambandi við ketti. Já. Af hverju eru þeir á jörðinni? Kettinir? Já. Já, ég veit það. Þú veist það. Já. Ég nefnilega sko, þessi spurning vaknaði hjá mér bara fyrir nokkrum dögum síðan þar sem ég satt í sólarlæginu heima hjá mér og ég er með 3 ketti. Hvað eru þeir að gera á jörðinni? En eru þeir ekki svolítið ólíkir kettinni? Þeir eru nefnilega mjög ólíkir. Þannig þeir eru kannski með 3 mismunandi svör. Já, en sko ég held að séu nefnilega ég held að kettir séu á jörðinni til að kenna manneskjunni eitthvað. Og ég held að, og þegar ég horfi á ólíka eiginleika minna katta, þá er það eiginlega, við eigum að leika okkur, við eigum að nærast og við eigum að hvílast. Mikið. Og hvílast mikið og svo eigum við bara að njóta þess að vera til. Það er held ég svona kennslustundin. En ef þið njóta þess að vera til, af hverju sofa þið svona mikið? Það er svo gott að sofa. Dreyma. Gott að dreyma og vera úthvíldur. Hundadreymir, þeir eru svona búf, búf, búf í svefninum. Já, ég held að ketti dreymir líka. Ég hef aldrei séð kett mjálma í svefni. Jú, ég hef séð mína ketti svona bregðast við einhverju í svefni. Hundarnir er alltaf í einhverju sko, ég get náttúrulega ekki sannaða fyrir þú ert kannski með einhverja statistíku það hvort að ketti dreymi eða ekki ég held á dreymi, ég held að öll dýr dreymi. En hundarna dreymin það er alltaf eins og síðan svona smá vesen í draumnum það er náttúrulega alltaf svona alert hundar en kettir eru búin að týna beininu ég er búin að týna beininu hvað er pappi, hvað er mamma kettir eru kannski, þeir eru bara svo hvíla svo vel í sjálfum sér að þeir eru ekkert í æsing í draumanum. Nei, þeir eru kannski dreymir það bara, kannski er svona óværan sem kemur upp í þeirra draum bara svona, ég þarf að fara að vakna, nei, ég ætla að sofna aftur. Það er kannski bara það sem þeir eru að hugsa um, sko. En ég ætlaði að segja þér að því ég veit að hverju kettirnir eru hérna á jörðinni. Okay. Það er ég frétti þetta bara, ég held ég að veri bara táningur. Já. Og það er þannig að þetta er svona smá saga sem er í þessu.
Hún svo að það var háskólaprófessor, ég held hann hafi verið í Columbia háskóla í New York. Gefur strax sögunni mikið vægi að þetta sko háskólaprófessor. Já. Það gæti verið að ég væri að setja þetta inn í hann til þess að auka trúverðuleika einhverju sem ótrúlegt. Það gæti verið. En hann var hann var líffræðingur og dýrafræðingur og hann hafði einhvern veginn líf hans hafði aðtekast þannig að hann hafði ekkert mikla trú á mannskepnunni. Þannig að hann lifði svona frekar einn, mætti bara í vinnuna og hélt sína fyrirlestra og stundaði sína rannsóknir. Einn með sína menntun. Einn með sína menntun og svo tók hann bara Subwayin og svo lestina út upp í Upstate New York þar sem hann var búin að koma sér fyrir í húsi sem var bara mjög fallegt, einangrað, langt, sá enga nágranna. En þar bjó hann með nokkrum síamsköttum sem hann var mjög elskur að. Og hann einhvern veginn tengdi betur við síamskettina heldur en mannskepnuna. Og sjálfstöðu ekkert frétta þessu manni nema að allt í einu eitt kvöldi þegar hann bara situr í stólnum sínum og að lesa bók með teppi yfir sér að þá heyrir hann svona pss, pss, pss og hann lítur til hliðar og þá það eitt síamskötturinn sem að segja við hann heyrðu, þetta kannski ótrúlegt fyrir þig að ég sé að tala við þig en ég var valinn til þess að ávarpa þig og við völdum þig þess að okkur köttunum okkur líst ekki á ástandið á jörðinni og þannig málað að við komum langt í burtu frá allt annari plánetu sem var að kólna og við urðum að finna okkur nýjan verustað. En við vorum búin að koma líf okkur þannig fyrir að við þurftum ekkert að hafa fyrir lífinu. Allt sem okkur langaði að fengum við og við bara lifum í friði og bara í alls sælu. En við þurftum að fara að leita, þannig við smíðum okkur geimskip og fórum allan geiminn að leita að ykkur og sáum við á jörðinni þessa apategund og sáum að þetta kannski þetta lausnin að við lendum þarna og hægt og bítandi eins og þú hefur fattað við tengsluðina við kettina skjótum svona upplýsingum aðeins til þess að þau sjáu betur okkur þá kannski kennum að byggja hús og sé aðeins meira skjól og kannski kveikja elds og sé aðeins hlýrra inni og kannski, þú veist, kenna þeim að hafa aðeins betri mat, þetta var ekki sérlega góðu mat þess að við vorum með og hægt og bítandi þá skjótaður af þessum apategund, ýmsum svona upplýsingum, þannig að líf kattana verður betra og þannig að mannskepnan sér betur kettina. En svo gerist það að maðurinn fer svolítið að hugsa, hann bara veit orðið of mikið, þannig að hann fer frá sínu eðli, sínu apa-eðli, fer einhvern veginn að búa til vopn og eitthvað svona, nú orðið svo mikið af kjarnorkuvopnum í heiminum að við kettinir eru bara hræddir það að þið eftir að tortíma heiminum. Þannig að þeir völdu mig til að tala við þig og segja það að ef þið stoppið þetta ekki fyrir hádegi á föstudaginn næsta takið öll kjarnorkuvopnum og skjótið þeim út í geim þannig að hér verði ekki hætt á því að jörðin tortímist að þá munum við tortíma mannkinn. Aha, kettinir. Maðurinn var skiljanlega svolítið sleginn. Eðlilega, já. Og fannst þetta að vera mikil ábyrgð sem var lögð á hann. Auðvitað. En hann náttúrulega, hvað myndið þú gera? Hann náttúrulega reyndi að koma þessu skilabóð, stærstu skilabóð. Já, láta alla vita. Maður er alveg hringt í mokkan og vísi, bara vitið hvað er að gera það okkur? Nei, hann byrjaði bara að fara og byrja eftir viðtalið við forseta Bandaríkjanna. Já. Og hann fekk það ekki. Þannig hann fór að reynda að tala við þingmenn og hann fekk lengi viðtöl og hann reynda að tala við blaðamenn og fólk bara fannst þessi saga eitthvað ótrúlega og það bara held þetta að vera bara eitthvað ruglaður maður. Þannig hann reyndi allt sem hann gat til þess að koma þessum skilabóðum. Mikilvægstu skilabóðum sem mannskepnina hafði borist. Þannig hann gafst upp, tók út ellilífeyririnn sinn, keypti auglýsingu í New York Times sem að ég held að fólk geti kannski séð eitthvað þar. En og hann auglýsti bara skilabóð frá köttunum. Ef að öllum kjarnorkuvopnum í heiminum verður ekki safnað saman og skotið út í geim fyrir klukkan 12 á föstudaginn þá munum kettindi tortíma okkur. Keypti þessu auglýsingu. Svo fór hann bara heim í Upstate New York í húsið sitt, safnaði saman köttunum vinum sínum og ætlaði bara að mæta örlugum sínum. Og svo var klukkan 11:55 og 11:59 og svo var hann 12 og svo var hann 12:01 og ekkert gerðist. Og þá heyrði hann ógeðslega hlátur. Þá var það síamskötturinn sem er náttúrulega eins og ég veit ekki hvað það var síamskött, en þeir eru svo hrekkjóttir og þeir hafa svo eitraðan húmor að hann var bara að stríða honum. En meðan þú sagði mér þessu sögu, þá fattaði ég af hverju kettinir eru hérna í jörðinni. Trúður ekki þessu sögu?
þetta trúi ég þessari sögu. Já. En nú fattaði ég af hverju kettirnir eru hérna í jörðinni, vegna þess að við náttúrulega sem eigum ketti, við upplifum það mjög sterkt að kettir álita að við séum þjónustuaðilar. Við erum bara til þess að þjónusta þá. Það er öllum ljóst sem hafa kynst ketti. Já, að við erum hér fyrir þá, ekki öfugt. En þá er kannski stóra kennslustund kattana að við eigum að vera í þjónustu. Ekki bara við ketti, heldur hvert við annað. Ég held að kettirnir skilja bara hvort ára síðan þegar þú átt að vera í þjónustu við kettina. Nei, ég held að stóru skilabóðin þeirra séu við eigum að vera í þjónustu hvert við annað. Og þeir eru að reyna að kenna okkur það. Þú átt ekki að þjónusta hundinum til dæmis. Hefur þau verið með hund og kött á sama heimili? Nei, reyndar ekki. En við eigum að vera í þjónustu hvert við annað. Hvort sem það er bara við allt sem lifir á jörðinu. Við ættum raunverulega að vera í þjónustu hvert við annað til þess að geta búið til betri heim. Já, veitu kannski að hlusta á köttuðin. Já, og við eigum að klappa fólki oftar, bjóða því að leggja sig, leika við aðra, spyrja hvernig fólk hefur það, gefa því vatn, mat. Það er það sem er kettni. Ég er bara búin að fatta þetta núna. Strjúka þeim, klappa þeim, sýna nánd og hlýju. Og akkur þegar við sjáum aðra mannesku, akkur segjum við ekki, góð sætur, eins og við gerum þegar við sjáum ketti. Kettirnir er að kenna okkur þetta. Við eigum að vera... Við eigum að vera í þjónustu og vera að peppa og hlýk hvort við annað. Þá er það komið. Ég er búin að lesa þetta. Þegar ég bjó á smíðustignum að þá koma stundum út og þá voru kettirnir, við erum svona 2 hvíta ketti og þá voru túristar að mynda þá. Með þetta alltaf svona, hvað hlýtur að vera leiðilegt í Reykjavík ef þetta er það merkilegasta. En sakvað þinni speki er þetta líklega merkilegasta sem er í Reykjavík. Já, sko, Rúfus, kötturinn minn sem er persi og þetta eru svona svolítið úrkynju tegund katta. Þeir eru svona ræktaðir kettir og hann er með nefið á honum þannig að það er bara 2 göt beint inn í höfuðið á honum, hérna beint að framan og ef það er rók þá bara getur hann ekki andað, þannig að hann er ekki mjög flinkur til þess að vera úti en hann til dæmis liggur alltaf á bakinu, bara svona eins og krossfiskur og alltaf í gangveginu og sem sagt, hann er ekki hræddur við neitt skilaboðin sem hann sendir eru raunverulega, það er ekkert að óttast og slakað á ekki vera í svona viðbragðsstöðu alltaf eins og mannkynið oft er einhvern veginn tilbúið að taka alltaf búast við hinnu versta kettirnir eru líka að kenna okkur að það er raunverulegt óttast. Hvað tekur þetta alvarlega? Segjum að ég sé eitthvað ganga frá hérna til þáttinn og svo labba ég fram gæti verið að þú lægir þarna á bakkinu á ganginum og ég veit að glóða auðvitað. Já, og þú átt að vera meðvituð um það að þarna liggur manneskja sem er að hvíla sig og þá átt þú bara að læðast og taka stórt skref yfir mig og segja bara, hún Steinun, hún lagðist eins og fíbl hérna á mitt gólfið, við verðum bara... Nei, hún bara lagðist að því að hún þarf að hvíla sig og við höfum að taka tillit til þess. En þú myndir auðvitað að því út smá meinhort, þá myndir þú segja eins og fíbl. Bara með þú væri að læra þetta væri eðlilegt, sko. Eins og þið er alltaf verið að skamma börn fyrir að sofna í kennslustundum. Akkur eru við ekki bara leyfið þeim ekki bara að sofa, ef þau eru þreytt? Það ætti að segja við kennarana að það getur ekkert barn sofnað í kennslustund nema kennslan sé góð. Þú getur ekki sofnað undir vondur í kennslu. Heyrðu, föðurbróðir minn, Pétur Þorsteinsson, hann hafði það fyrir reglu að börn sváfu yfir sig. Hann óskaði börnunum alltaf til hamingju með það að hafa sofið lengi og vonaði helst að öll fjölskyldan hefði sofið yfir sig og allir hefðu náð að hvílast vel. Ég meina, þetta er svona svolítið manneskjulegt viðhorf. Ok, þú eru svolítið skoðanir á köttum. Ég ætla að pröfa annað. Okay. Það er búið að vera svona gegnum gangandi fréttir. Ég veit ekki hvort þú tekið eftir því. Það er eins og sko íbúar í Garðabæ og mávarnir einhvern veginn séu ekki að ná að geta lifað í einhverju samlífi. Að Garðabæ er komin í einhvern stríð við máva. Já, ég hef ekki fylgst með mávarstríðin í Garðabæ en hins vegar hef ég aðeins orðið vör við þessa fréttur það að það komin töluverð froskabyggð í Garðabænum. Og aðalega í 2 götum
og mér finnst þetta mjög skemmtilegt, mér finnst mjög skemmtilegt að veita til þess að það séu koni froskar í Garðabæ og ég að velta fyrir mér, mér langar að vita hvernig gerðist þetta, þetta bara því að einhverjir áttu gæludýr og þau fjölguðu sér og hvernig stendur á því ár eftir ára þessi froskategund þrífst hérna vegna þess að þetta hljóðdeila hafa verið innflutt gæludýr en þá eru þau búin að aðlegast íslenskum aðstæðum fyrst þau hérna koma hérna ungvið og legg ár eftir ár. Myndirðu vilja kissa frosk til þess að aðtöku hvort það myndi breytast? Já, auðvitað, ég mjög mikla... Þannig þú ert að fara í Garðabæna eftir og finna frosk og kissa? Bara, ef ég finn ekki, ef mér dettur ekkert skemmtilegri í hug, þá getur vel verið að ég taki strætó í Garðabæ og reyni að finna frosk til að kissa hann, sko. En hvað að gerast með mávana, segðu mér? Vilja Garðabæingar ekki máva? Svo er skanni Garðabærin, flatirnar hann, svo var byggt hann svona bryggjukörfi. Einmitt. Og þar er náttúrulega alveg við sjóin og þetta er náttúrulega bara mávarnir eiga þetta svæði. Já. Og það er, hérna, þeir eru þykja að vera frekir svona á útigrillunum. Já, regluverki næri ekki máva. Nei, hérna eitt að hérna... En hvað segir það okkur? Það er bara eins og hvernig fíflarnir vaks upp malbygginu, sko. Náttúran ræður, aldrei maðurinn, sko. Þetta er bara eitt dæmi það. Já, það er hérna Lófoten. Hérna norðarlega á vesturströnd Noregs nýtur hérna Golfstraumsins mjög ríkulega og það er bara, þetta er langt fyrir norðan okkur og þetta er eiginlega betra sko loftslag heldur en er á Íslandi sko. En þar fyrir norðan er það sem kallar vesturállin sem að einhvern veginn Golfstrauminn brotnar eða eitthvað þannig að þeir njóta þess ekki mikið og ég ferðaðist þangað og þá voru svona bæir þar sem að hafðu svona hrörnað og fólk gefist upp og þá var það mjög algengt að sjá kannski var svona 2 hæða hús með risi sem áður hafði hýst fólk sem að mávarnir höfðu alveg tekið og breytt í fuglabjarg og ég bara stórkostlegt að sjá þetta af því að það var búið að brjóta allar rúðurnar og það var bara búið að breyta húsinu yfir í svona fuglafundarstað kannski skeri, ég veit það ekki. Ég held að þetta sé bara mjög góð kennslustund fyrir Garðbæinga það að kannski að við þurfum að þjónusta náttúruna. Já, mávarnir munu taka bryggjukörið. Já, mávarnir munu flytja inn á flatirnar hvað sem við ætlumst fyrir annað. Hver heldur að vera ritstjóri Moggans þegar Davíð heitir? Hvern langar til að vera ritstjóri Moggans? Ég bara spyr. Ég þekki ekki þá manneski, það er eitt sem víst er. Ég held að Óli Björn myndi vilja vera ritstjóri Moggans. Já, það getur vel verið. Einhvers að við myndum daginn allir Katrín Jakobsdóttir verið ekki? Sko ég hef ekki opnað Morgunblaðið hvorki vefinn ég fletti á milli handana í svona 2 ár sko. Þannig að ég er einhvern veginn bara dálítið frjáls undan Morgunblaðinu. Þannig að ég hef ekki veltið fyrir mér hver og ég veit ekki, er Morgunblaðið svona mikið áhrifavald eins og það var í gamla daga? Ég held ekki sko. Það eru færri sem að lesa Mogga núna heldur en að lásu pressuna þegar ég var ritstjóri 1990 og það var lítið á pressuna sem svona bara jaðarmiðl í samfélaginu sko. En það eru færri hérna sem að lesa Moggan í dag. Sko, ég líð þessu reyndarst einstöku sinnum þá opnaði ég Smartland til þess að... Veit það hvað er í tísku? Nei, til þess að lesa upp einhverja lífstílsgrein fyrir vini mína og til þess að til þess að búið skemmtiatriði. Hverju eftir svona verðustu pippasömmum? Já, eða eitthvað gerðu þetta til að gera þetta, eitthvað svona, þú veist, allar þessar ruglgreinar, sko. Ég held að Smartland, sko, drægi eiginlega alla traffíkina af MBS. Já, ég meina náttúrulega ritstjóri Morgunblaðsins er Marta María. Hún hefur búin að vera það örugglega í að verða 10 ár. Hún stýrir vinsældu Morgunblaðsins, sko. Þannig þetta er eiginlega Smartland. Með svona sturluðum afturhalds áróðri inn á milli, sko. Þetta er mjög skrítið samlífi. Nákvæmlega, ég meina, hún er Morgunblaðið. Herðu, en talaðu fjölmiðla. Ég ætla að spila hérna eftir viðtal sem ég tók fyrir helgi við Ævar Kjartansson, útvarpsmann. Ég hitt hana hérna Láru Magnúsdóttur. Já. Og talaði við hann, hún skrifaði grein í skírni RÚV. Og ég ákvaða bara meðan ég var að tala við hann að halda áfram að tala RÚV og dagskrá RÚV. Hennar gagnrýni var meðal annars það að það eitthvað svona í lögunum eitthvað hlutverk RÚV og það meira að minna hverju dagskráin er. En það samt ekki hlutverk stjórnarinn að fylgja eftir því dagskráin, þau fjall ekki dagskrána. Og það eiginlega engin umræða dagskrá RÚV. Og þegar fólk er að tala þetta, sérstaklega þannig að regluverkið er ekki alveg skýrt. Nei, það verður eiginlega, veit ekki sko hver á að fylgja þið eftir að sé góð dagskrá RÚV, veist þú það?
Nei, ég var eins og hluti af hollvinnasamtökum Ríkisútvarpsins og bara stuttastund. Ég líka hætt að hlusta á Ríkisútvarpið. Já, þetta ekki svona mínu heimili að Ríkisútvarpið sé í gangi eins og var þegar ég var stelpa að alast upp, sko. Já, náttúrulega engin útvarp lengur, eða ekki? Nei, en þú veist, ég leiti ekki til Ríkisútvarpsins eftir til dæmis fréttum eða, nei, ég gerði það ekki. Ekki hann að dúm Nei, ég mjög skaman að hlusta á jólamessuna, það eitthvað svona kveikir einhvern svona strengi. Það bara einu svona ári. Já, en það má ég segja það, ég hlusta á Ríkisútvarpið einu svona ári. Ég hlusta svolítið á Rás 1. Já. Ég held að ég hef bara verið gamall þegar Rás 2 byrjaði, sko. Ég hins vegar stundum hlusta ég á hlaðvarpsþætti af RÚV, en þá ger ég það einhvern veginn á mínum tíma og þegar mér hentar, sko, en ekki í dagskránni, þar að segja ég kveiki ekki á Rás 1 eða Rás 2. En þegar þú varst barn, hvað máli skipti RÚV þá? Já, ég meina það voru alltaf fréttirnar. Hvað varst þú gömul þegar Rás 2 byrjar, 84? 84, þá er 69, 79, ég er 15 ára. Þannig að þú ert eiginlega alin upp bara á Rás 1, sko. Já, ég er alin upp bara á Rás 1, sko. Ég hef eiginlega aldrei hlustað á Rás 2. Ekki mjög mikið, sko. Nei, ég er nefnilega fastur í einhvern veginn bara, ég var bara fastur í þessu vagni, þannig að ég held áfram á Rás 1. Já, einmitt. Og þá hlustaði maður á, mannstu ekki síðdegisögunni. Já, sko, en ég verið í vinnu þar sem maður hlustaði alltaf á síðdegisögunar, heyrði bara, meðast Sko, þetta var meiri hluta lífi mínu Útvarpsleikhúsið varst ekki svolítið í því. Jú, það er búið að leggja það niður. Ég veit að því miður og ég meina ég hlustaði á. Ættu ekki að starta útvarpsleikhúsið? Auðvitað ættu að gera það, fá hérna leikar og lesa saman leikrit og ég veit að það er fullt af fólki sem að saknar útvarpsleikritina og það væri bara mjög gaman að gera það. En þetta var miklu meiri hluta lífi mínu áður. Það breytist líka eitthvað eftir ég er í Bandaríkjunum allan þennan tíma. Þá svona kemur eitthvað svona rof við það að RÚV verði alltaf að vera í gangi. Ég meina, þegar ég er svona ung einstæð móðir, þá er ég að hlusta á útvarpsfréttir í útvarpinu. Þú veist, ég var náttúrulega elsta barnið mitt að verða 30, þannig að fyrir 30 árum síðan þá var ég að hlusta á Ríkisútvarpið og kveikti á útvarpsfréttum á morgnana og hlustaði á morgunútvarpið og morgunleikvimina og allt þetta og sem ég skilst það sé enn í gangi. Já, morgunleikvimin er þar. Já. Og það er kannski margt farið, harmoníku þátturinn. Sko, en það eru, sko, ég skal segja það eru svona 3-4 ár síðan sem ég byrjaði aðeins aftur að hlusta á RÚV og það var nú bara vegna þess að við Magga Stína vorum þá í sambúð. Það að segja við svona ákvaðum að prófa að reka saman heimili því að það hendaði okkur fjárhagslega sem tvær ungar, ekkert ungar, miðaldra, einstæðar mæður. Og Magga Stína er diggur RÚVari og hlusta á Rás 1 og það var einhvern veginn aftur og aftur þá að gerast, þá var svona verða þetta rof að stjórnendurnir voru líkna orðnir útsendingastjórar og tæknimenn og það var bara aftur og aftur að gerast að það kom bara þögn, sami þátturinn spilaði tvisvar og einhvern veginn ég hef bara ekki kveikt á útvarpi örugglega í 3 ár. Og upplifir að væri svona einhver hörnun hann í gangi? Já. Ég held að það sé nú svona almennt og það er svona, Lára var með svona ákveðin rök fyrir því og mér langar að heyra í Ævari sem að, ég held að hvað Ævar hafi unnið lengi, ég held að hann ekki unnið 50 ár og rúið eitthvað. Já, og einmitt var frábær útvarpsmaður. Og svolítið svona sálinn í RÚV fannst mér, sko. Þetta er það sem hann gerði með víðsjá miðjan 10. áratuginn, með það frábært. Já, og ég meina þarna voru náttúrulega umræðu þættir sem voru mjög skemmtilegir, sko, og kannski er mér að yfirsjást eitthvað. Ég hafði gaman að þáttunum hennar Unu Margrétar, ég veit, hún lítur að vera ennþá með sína þætti, og hún náttúrulega Unu Margrét Jóns með tónlistina. Það var svona ýmislegt sem að hún kynnti fyrir manni að klassískri tónlist allavega í gamla daga sem að var mjög áhugavert, sko. Má ég segja eina sögu? Já. Það var þegar Siggi bróðir fór á vertíð til Ólafsvíkur. Þá kom hann í bæinn búinn að vera lengi í burtu og ákvað að trýta litla bróður sinn. Þannig að hann fór með mig og fór með mig í bæinn og við enduðum á Hressigaskólanum og hann keypti fyrir mig svona eina sneið af kökunni sem var mannstæstir sem var möndlunum á endanum, svona stóra sneiðar og ég sitt þarna og það var ekki alltaf rjómatertur í matinu þegar ég var ungur þannig það var svolítið svona trít og þá er útvarpið í gangi
Og þá þar þáttur sem að það var hann hvað heitir hann? Atli Heimir var með, sem var að kynna nútímatónlist. Og það ómaði svona yfir salinn, þar sem að fólk satt og var að borða, við ekkert einhver borð og svo einhver hópur af svona eldri konum og svo eitthvað svona fólk sem var í bænum utan landi og eitthvað svona. Og yfir þessu ljómaði einhver svona ótrúlega ómstríðufull tónlist sem Atli Heimir sem Atli Heimir var að kynna fyrir óskiljanlega nútímatónlist. Þangað til að stóð maður upp og rópaði við salinn, getið slögt á þessu helvíti. Þetta alveg ógleymanleg bernskuminning, það sem að klassa saman sko. En mér fannst sko, til dæmis Ríkisútvarpið kendi manni hlusta á alls konar músík og svona. Ég hefði ekki náð þessu, ég var ekki alveg upp í slíku sko. Nei, og þess vegna náttúrulega sko mikið uppeldisleg áhrif, þarf að segja að læra að kunna meta alls konar tónlist. Já, ég hugsa það sé nú kannski svona stærsta sem að maður tekur með frá því að hlusta á Ríkisútvarpið, það var bara að kynna manni fyrir alls konar bæði klassískri tónlist, jazzi, heimstónlist. Já, heimstónlist. Já, einmitt og já, miklu frekar og náttúrulega útvarpsleikhúsið, það var mjög skemmtilegt. Og jazz, sko, ég alveg viss að maður svona, einhver leiti eyrinn á manni læs og jazz, bara fyrst og fremst út af bara Jóni Múla og félagum. Já, algjörlega. Af því að það ekki þannig að maður jazz bara rennur eyrinn á manni. Nei, og Jónatan Garðarsson frábæri tónlistarkennarar, raunverulega, sko. Það aðeins svolítið nostalgía í kringum Ríkisútvarpið og ég býst við að það hljóma einhvern veginn í samtalinu sem ég ætla að spila fyrir þig. Það svo þú að fara í frí? Já. Og hvað það var það? Heyrðu, ég ætla að fara aðeins til Portúgal í nokkra daga. Það spennandi. Þú kemur inn þessu aftur? Já, svo kem ég aftur og ætla að vera með ykkur eitthvað í sumar. Tekur stjórnuna. Það gaman að fá þig. Já, takk fyrir. Takk. Það Ævar Kjartansson, spjall við hann framundan og já, þannig það. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, nú ætlum við að ræða Ríkisútvarpið. Við byrjum aðeins á því fyrir örfáum dögum. Þá kom Lára Magnúsdóttir, sagnfræðingur hingað, hún hafði skrifað grein í Skírni, þar sem hún var að fjalla Ríkisútvarpið, svolítið svona uppbyggingun á því, hvernig því væri stýrt og stjórnað og það mátti heyra og bæði mátti lesa milli línanna í greininni og það sem var bara beint sagt og svo líka í samtalinu hér, að hún var svona óánægð með hvernig Ríkisútvarpið þróast, að svona dagskráin hefði vel að þynnst út og versnað. Ævar Kjartansson, útvarpsmaður eða ekki? Jú, fyrirverandi. Fyrirverandi útvarpsmaður. Það ekki einu sinni útvarpsmaður, alltaf útvarpsmaður? Já, jú, segjum það. Þú skrifar einu sinni grein í Skírni líka eða ekki Ríkisútvarpið? Já, ég gerði lítið af slíku en ég gerði það nú einu sinni þegar ljóst var orðið að þessi samkeppn á þessum markaði, þetta var orðið einhvers slags markaður og ég spáði því eða var að reyna skilgreina hvað auglýsingar gera fjölmiðli og í rauninni ég hélt því fram að fjölmiðil sem selur auglýsingar hann að selja hlustendur sína hann segir út á markaðnum, ég hef hérna svo og svo marga hlustendur og viljið ekki kaupa aðgang að þeim. Ég hef safnað svona mörgum eyrum, má bjóða okkur að kaupa bjóða okkur að nota þessi eyru. Sem þýðir að hlustandinn, þessi venjulegi notandi miðilsins, hann ekkert spurður, hann kemur ekkert nálægt þessum viðskiptasamningi. En ekki trú þeirra sem að telja þetta vera góða leið, svo að það góðu fjölmiðill sem að safnar mest af eyrunum eða augunum og þar alveg hann að þjóna almenningi best og svo vill svo til að hann getur selt almenning hæstbjóðanda. Þetta nefnilega held ég það sem Lára í rauninni að tala að það ekki endilega
sko, hlutverk og skildur opinbersmiðils ekkit endilega að safna eyrum, ekkit endilega að sýna fram á það að allir sé að hlusta. En hins vegar þetta náttúrulega inngróin sko markaðshugsun og ég vil nú meina sem gamall marxisti að það sé náttúrulega það sé sko uppskrift frá djöflinum í rauninni. Geta ekki búið til gott útvarp. Nei. En hún benti á það, Lára, að sko orðið fjölmiðl í lögin og svona ramman þar sem við verðum að tala skyldur Ríkisútvarpsins og hlutverk, að þá kom það fyrst inn 2013. Og hún nefndi það líklega ástæðan sem þú ert að nefna hér, að það væri mikilvægt vegna þess að það væri farið að líta á það sem hlutverk að reka bara fjölmiðl og það væri hægt að túlka að fjölmiðl væri þetta sem við erum að segja hér, að safna bara eyrum og... Jú. Og það náttúrulega, og þetta fyrirbæri sem við þekkjum svo vel á öllum sviðum að segja að menn blanda saman innihaldi og rekstrarformi endalaust. Og mér finnst reyndar, sko ég nú kannski ekki sammála öllu sem Lára segir í sinni grein, en mér finnst mjög gott og virðingavert að taka málefni Ríkisútvarpsins til skoðunar. Og reyna í rauninni að átta sig pínlítið á því hvert eigi að vera hlutverk þess. Og Lára gerir það, hún svo, hvað að segja, hún svo óttalaus manneskja, að hún sem fræðimaður bara leggur til atlögu við þetta, sem mjög fáir hafa gert. Ég man eftir því þegar ég starfaði hjá útvarpinu, að ég saknaði þess að umræðan fjölmiðla, umræðan Ríkisútvarpið snerist yfir eingöngu rekstrarformið og þessi atvinnu tækifæri eða fjárfestingar tækifæri þeirra sem vildu reka einkastöðvar. Og allt þetta brasa ennþá verið að þrasum þetta á að minnka auglýsingarnar í Ríkisútvarpinu vegna þess að það hugsanlega hefta einhverja sko viljuga til þess að reka stöð, dragur þeirra hagnaði og svo framvegis. Það er allar nokkuð tíman minnst á innihald og því litið til þessar athugasemdir Láru mjög mikilvægar. Það kemur meina hans fram að sko stjórn Ríkisútvarpsins sem er OHF eða opinbert hlutafélag, það nú meiri segja sjálfstæðsmenn að ræða núna að breyta því aftur bara í stofnun, en stjórnin sem er valin af eigandanum sem er ríkið og ég held að það séu flokkarnir sem að velja þarna fólk inn, að þau fjalla ekki um efnið. Nei. Sem er þó megin inntak og markmið Ríkisútvarpsins er að búa til gott efnið. Jú. Og ekki endilega efni sem er gott í þeim skilningi eins og þú nefndir áðan, þar að segja sem nær endilega eyrum allra eða sem flestra. Það getur verið gott efni þó að það sé minni hluti sem hefur einhvern áhuga á því. En málið er þetta að hafa aðgang. Ég minnist þess að við gerðum hlustendakönnun. Ég held að það verið 1983. Þá gerðum við mjög viðamikla könnun þar sem við sendum dagbækur til fólks og við vorum látnir færa dagbók sína hlustun. Og það var margt mjög merkilegt sem kom fram þarna. Til dæmis það, ég man eftir því sérstaklega, við spurðum ljóð. Og því Lára nefndi ljóð hér í þættum daginn. Sko við spurðum ljóð og það kom í ljós að það voru mjög fáir sem hlustuðu á ljóð. En þegar spurt var, en viltu hafa ljóð í dagskrá Ríkisútvarpsins? Þá voru það 33% sem vildu það. Þó ekki væri nema 10% sem hlustuðu að hvað það var. Og þetta er í nótskort. Eitt af því efni sem ég vil að sé á dagskráni en ég hlusta ekki á er ljóð. Já. Og þessa sýn á opinberan fjölmiðil, það að taka mark á þessu. Þess vegna er svona endalausar talningar með einhverjum appírötum sem það þarf alltaf að taka þar með smá fyrirvara. Ja, það er ekki tekin inn vilji fólks hvað efnið er. Þetta er bara hvernig það hegða sér. Já. Og við erum náttúrulega tvennt, annars vegar það sem við viljum vera og það sem við erum. Já. Og þetta er í kjarna sko atferðlistefnan í félagsvísindum, þannig er það alveg í nótskort. Bara mælir það sem er, það sem gerist. En alls ekki neinar hugsanir á bakvið, enga langanir eða neina sín. En lítur þú á að Ríkisútvarpið eigi að vera svona menningarstofnun, þar sem að við byggjum upp það sem að við vildum vera?
Sko, þetta er náttúrulega stór hættulegt sko, að hugsa þetta. Að hugsa, það er stór hættulegt að tala þetta sem við vildum vera. Það er líka opin leið kannski þá fyrir altså, hver á að ákvarða það. Stundum eru átökin ríkisútvarpið það hvað við viljum vera. Það talað þú veist, hvort það sé að vera að rækta menningu, hvort það sé að vera að rækta tungumálið eins og við sjáum fyrir að það ætti að vera eða hvort það sé einhver losarabragur þannig að það sé ekki vera að rækta tungumálið þannig að þetta í gangi, þessi umræðum að ríkisútvarpið eigi að vera það sem að við vildum vera. Jú. Ekki bara það sem við erum. Og ég svona almennt myndi ég svara því játandi. Þessari spurningu. Hver ákveður það? En sko, þá kemur það vandamál. Og ég hef nú sem gamall útvarpsmaður, þá hef ég reynslu af útvarpsráði, flokkspólitísku útvarpsráði sem starfaði áratugum saman. Og svo reynsla satt að segja var ekkert góð. Því að menn settust í þetta, voru valdir í þetta útvarpsráð á ýmsum forsendum. Og það voru ekki allt saman heiðarlegir góðir menn sem það sattu. Og unnu náttúrulega fyrir sína flokka, þóttu væri að vinna fyrir ríkisútvarpið. Þegar áreindi að þá voru þeir fyrst og fremst fulltrúa sína flokka. Já, og þetta var undan svo langan veg frá því fyrirkomulagi sem tíðkast núna. Þegar stjórn ríkisútvarpsins telur sig fyrst og fremst eiga að ráða útvarpsstjóra og hann síðan ráði hann hina. Í gamla dag var þetta þannig útvarpsráð veitti umsögnum umsækjendur sem störfuðu við fréttir eða framsetningu dagskrár. Einstaka dagskrárgerðamenn. Já. Og einstaka fréttamenn. Já. Ekki bara yfirmenn. Og þetta verður að segjast, þetta var alveg skelfilegt. Þetta var skelfilegt. Og ég held að þetta hafi sko boðið heim ákveðinu svona spillingu og mér líkum við nú að segja sko faglegri svona úrkynjun. Það komið þarna í tímabil mann ég eftir það sem var verið að ráða inn fólk sem bara alls ekki hefði átt að koma nálægt fjölmiðlum. Og hvaða tímabil það? Ég ætla ekki að byrja að nefna fólkið, bara að velta fyrir mér svona í sögunni. Já. Það tala sko 9. og 10. áratugina. Já, 9. já, einmitt. Og kannski sérstaklega 10. Já, þetta var nú kannski ennþá ákveðnara á 9. áratugnum. Sko reyndar á 10. áratugnum eftir svona tilkomu nýfrjálsíkjunnar. Þá reyndar sko voru átökind alltaf mikið svona, það voru svona stærri bitar sem menn voru að takast á til dæmis það hvort að hreinlega ætti að halda áfram með rekstur sjónvarps og rekstur á Rásar 2 og þar var flokkspólitískur vilji til þess að hreinlega að ná helst sjónvarpun bara undir sig og þú tókst það ekki eitthvað leiti bara? Já, það tókst kannski með að ráða inn fólk að einhverju leiti, en hins vegar ég til dæmis... Og með því að sameina fréttastofunar og fleira til þess að draga úr því sem áður var? Já, og það sem var náttúrulega mjög augljóst og tímabilið eftir að húsið í Efstaleiti er byggt, þá liðu mörg ár þar til sjónvarpið fluttið þar inn. Og það voru skipaðar margar nefndir til þess að koma með úrbætur í húsnæðismálum stofnunarinnar. Og allar þessar nefndir náttúrulega komast að því sama. Fyrsti kostur var auðvitað að flytja í nýja húsið. Fyrst það væri nú til þarna. Burtið frá því hvort það væri eitthvað sérstaklega heppilegt húsnæði. En það mátti ekki. Út af hverju mátti það ekki? Sjálfstæðismenn vildu ekki að sjónvarpið flytti þannig inn. Og komin á ríkisútvarpinu myndi skemma sjónvarpið? Já, sko, það myndi minnka líkurnar á því að það væri hægt að koma sjónvarpsrekstri af stað á forsendum þess vegna Morgunblaðsins eða ég veit ekki alveg hverra en einkaaðila að reyna bara að gelda það í þessari spennitreyju sem húsnæðið hérna á Laugaveginum var. Þannig að á 9. áratugnum þá er þetta beinlínis svona hugmyndafræðileg átök opinberan rekstur og einkarekstur. Á áratugnum þar á undan þá er þetta meira bara þessi gömlu flokksafskipti ég vil ráða frænda minn sem vantar vinnu
í starfi á Ríkisútvarpinu. Ég vil að okkar maður sé þarna í fréttunum. Já. Því þú sagðist að vera marxisti og þú nefndir áður við settust hérna, þá nefndir við hvernig Jón Múli var gagnvart mikrofóninum. Hann náttúrulega kommunisti. Heldur að Ævar Kjartason og Jón Múli hefðu verið ráðnir á 10. áratugnum til Ríkisútvarpsins? Eða voru þið of umdeildir menn til þess að fá vinnu þar? Ég hugsa við hefum ekki verið ráðnir. Og það var reyndar þannig að ég lenti í þeim slag við útvarpsráð, ég held að vera 1984 eða 5 að byttum við, það gleyminu gamli útvarpsmaðurinn símanum sínum, ég veit ekki hvort þú heyrir í honum en hann allavega hérna með einhver læti. Ég lenti í slag við útvarpsráð út af tillögu sumardagskrá sem ég lagði fram fyrir útvarpsráð að vori til og útvarpsráð felldi þessa tillögu án rökstuðnings og ég var búin að vanda mig mikið og leggja mikið að mér að finna fólk til þess að taka þátt í þessari dagskrá og þetta var svona tvelt og ég satt að segja, ég var fungerandi þá sem einhvers slags vara dagskrárstjóri ég sá mér ekki annað fært en að bara labba út það var búið að lýsa algjöru vantrausti á mig svo ég bað launalaust leyfi í ár og fékk það og ákvað síðan að koma tilbaka og sagði við Markús Örn Antonsson sem þá var útvarpsstjóri ég ætla að koma tilbaka vegna þess að ég á þessu stofnun alveg jafn mikið og þú og Sjálfstæðisflokkurinn. Þar að ég skal ekkert vera að pirra ykkur með minni dagskrárstjórn. Ég ætla bara að vera hljóðnumann. Og þá getur menn fylgst með því ef ég lendi í einhverjum vinstri pittu. Já. Og Markús bara tók þessu. Sagði allt í lagi. Vertu bara velkomin aftur. En kerfið sem hann var, þessu pólitísku átökum, dagskrána og einstakaráningar, það var afleitt. Kerfið sem hann var tekið þá upp í staðinn var að stjórnin bara skiptir sér ekki af ráningum einstakastarfsmanna nýja dagskráni. Það er líka afleitt. Já. Það er stundu sagt, þú veist, þú losnar ekki við að vaska upp með að gera það illa, að það er ekki það að stjórnin hafi einhverja ábyrgð gagnvart dagskráni, að ef að það mistúst í fyrri tíma, þá er ekki þar með sagt að hún er bara hætta því, eða hvað? Nei, en það... Því að Lára er umverulega að rekja til sömuleyti fannst mér sem svona, því ég er fjölmiðlamaður, fannst mér þetta svona heldur langt gengið að væri komin eitthvað svona yfirstjórn yfir dagskrána. En hún er að leggja til að stjórn í stofnun, eins og Ríkisútvarpið ætti að vera, það sem að dagskrán er raunverulega allt sem að máli skiptir, að hún verður að hafa einhver afskipti á hvert dagskrán þróast. Það getur ekki verið að bara framselja það til eins útvarpsstjóra. Ég held að það sé alveg rétt hjá Láru. Hins vegar myndi ég nú ekki, fengin er reynslu af gamla kerfinu, þá myndi ég nú ekki vilja fá flokkspólitískt ráð sem hefði öll tök á dagskránni. Og þetta er auðvitað vandaverk. Það sem við erum að upplifa núna og síðan þessu var breytt, þá erum við að upplifa allræði markaðshygjunar. Þessu hugmyndin það eða rekstrarhygjunar myndi ég nú eiginlega kalla það. Rekstrarhyggja er að sérstætt fyrirbæri, það er að segja að það gengur allt út á rekstur og þú ræður fólk af því það er vel að sér rekstur. Þessi gróska í MBA námi er talandi dæmi. Og þetta þýðir það að það myndast einhvers konar sem á að vera mjög faglegur aðskilnaður og armslengdir hér og þar á milli þeirra sem tala reksturinn og taka ákvarðanir þar og svo aftur þeirra sem skipta sér og rýna í innihaldið. Þetta varðandi fjölmiðil, þá gengur þetta ekki. Þetta er einfallega einhvers konar tegund bara fyrir að segja ábyrgð. Að við höfum bara það sem er vinsælt og við getum selt auglýsingar út á. Það sem ekki fellur undir það bara fellur við á dagskránni vegna þess að villitengin. Já.
Þetta er náttúrulega stefna sem að, ég veit ekki hvað heldur hún, svona hugsun ráði stefnu Rásar 1? Ég segi nú ekki að ráði stefnu Rásar 1. En hafi haft áhrif á hana? Já, alveg klart. Finnst þér Rás 1 hafa hörnað á síðustu svona 20-30 árum? Sko, Þetta er erfitt að svara þessu sem svona gamall. Ég ber nú bara talsveit ábyrgð á dagskrá Rásar 1 lengi vel. En ég bara, fyrst þetta aðeins með bara auglýsingarnar. Sko, íslenska ríkisútvarpið var svo fátækt og veikburða í byrjun að það greip til þess ráðs að selja tilkynningar. Sem víða annar staðar þar sem meiri efni voru, þá var sjálfsagt að lesa tilkynningar til frá hinu opinbera, en það var ekki tekin greiðsla fyrir það endilega. Og síðan verður þetta að menn venjast á þetta, menn verða háðir þessum peningum sem þarna koma inn. Og þannig að ákveðin svona verslunarhyggja verður þarna mjög sterk í þessari stofnun. Og sko, það er eitt sem menn þurfa að hugsa út í varðandi útvarpsstöð, útvarp og útvarp sjónvarp, gildur eftir þann sjónvarp líka, að það er jafn dýrt að framleiða efni fyrir 10, 100, 1000 miljón. Og þegar, og þó að séu afnotagjöld eða einhvers konar skattheimta eða áskrift, þá gefur það auga leið að í svona fámennu samfélagi eins og hérna, þá er dagskrárgerð hlutfallslega rosalega dýr. Við talum ekki um sjónvarpi, en líka vandað efni í útvarpi. Og það, menn með ekki gleyma þessu þegar verður að tala um að menn vilji vandað efni, vilji vandaða heimildaþætti og fræðsluefni og annað þess aftar. Það er alltaf svo miklu dýrara heldur en að sitja svona í spjalli eins og við erum að gera hérna núna. Og stærri hluti af dagskrá Rásar 1 er með þessu formi að það er hóað í einhvern út í bæ og hann er fenginn í viðtal. Það er verið að spjalla og sumir gera það mjög vel og þetta getur verið ljómandi gott efni. Eins og til dæmis hjá þér, af því að þú hefur áhuga á mörgu og þú hefur ákveðin að sýna á það til hvers þú ert að þessu, þá verður þetta ljómandi áheyrilegt. En ef þú ert bara að finna bara til þess að reyna að fá í samkeppni við aðra stöðvar, þá er fjandinn laus. En Ríkisútvarpið, það hefur líklega ekki efni á að búa til unna útvarpsþætti að neinu ráði. Þannig að við erum með þetta, við erum með morgunútvarpið sem er svona spjall, svo kemur hérna, ég veit ekki hvort við höfum að labba í gegnum dagskrárna, svo kemur hérna segðu mér, það er svona spjall við einn einstakling og svo fáum við morgunleikumina og svo kemur KK og spilar plötur og svo kemur samfélagi nærmynd sem er svona, alltaf ekki orðið 30-40 ára gamalt form á þetta, sem er yfirleitt kall og kona sem að sáum þáttinn og blanda saman svona í ýmsu sem að tengis kannski svona daglegu lífi og daglegum áhugamálum hérna fólks. Og síðan kemur hádegisfréttirnar og kannski eitthvað svona fréttir í kringum það og síðan kemur svona annar þáttur sem er mjög sambarlegur og það var fyrir fréttirnar og svo er skotið inn kannski endurtekningu frá helgardagskráni og kannski einum svona þætti sem kemur og fer, skilur það er ekki svona bundið að vera alltaf á dagskrá, getur fjallað eitthvað sjóslis fyrir árum í 4 þetta sirpa. Svo erum við komin aftur á þínar heimaslóðir í menninguna í Víðsjá sem hefur verið klofin upp og seinni hlutin heitir núna Lestin. Og meira menna er þetta fólk sem að 2 umsjónarmenn í hverju þætti fá til síns kannski 2-3 sett af viðtölum, spila músík á milli og svo bara vellur þetta áfram. Og þarna kemur til þetta einkenni sko línulegar dagskrár sem er það að vera svona félagsskapur. Þú ert með tækið opið, hvort þú ert að hlusta nákvæmlega ekki, þá er þetta svona einhver niður svona í dagsins önn, svipað eins og Andrés Björnsson talaði um hlutverk Rásar 2 þegar hún var sett á laggirnar 1983 og þá var hlutverkið það, fannst honum
að vera svona einhver niður sem þú þyrftir ekki endilega að hlusta á. Einhver síbylja. Öðrum orðum. Já, neikvæð orðið, þau er samlut. En af því ég nefni Andrés, bara kannski að rifja upp það að Andrés Björnsson, sem var mikill menningarmaður, ég heyrði hann einhvern tímann lýsa því, hann sagði, hlutverk útvarpsstjóra er, að stýra stofnuninni, en ekki síður að verja hana, fyrir stjórnvöldum. Hann var, þó að þetta héti ríkisútvarp, þá var hann með það alveg á hreinu, að útvarpsstjóri í svona stofnun þyrfti sífellt að vera á verði. Að láta ekki stjórnmálamenn hafa ómikil afskipti. Það þyrfti að standa í lappina gagvart stjórnvöldum. Það var hugmyndin eiginlega að stofnunin sé bara undir árásum og þannig er það líklega búið að vera áratugum saman. Jú. En það er ekki beint svona góður staður til þess að byggja upp menningarstofnun. Að þá er hugmyndin svo að við verjum í allt sem við höfum. Þá kemur nú til þetta. Við verjum harmoníkuþáttinn, því sem þeir alltaf taka á okkur. Þá kemur þetta sem Lára, mér fannst athyglisvert hjá Láru, sem er það að staðan fyrir að verja allt sem er gamalt og gott, að þá þarf að búa þannig hnútana að einhvers slags fagmennska fái að þróast og njóta sín. Og ég held reyndar að það sé þarna, Lára talaði mikið fagmennsku, menntun og hugvísindi. Hugvísinda fólk myndi stýra stofnuninni, ekki rekstrarfólk. Já, og ég svo sem nú ekki svona eins bjartsýnn á menntun eins og kannski Lára er. En það er ég ekki doktor eins og hún. En hins vegar þarf og þú varst nú að reyna, tók ég eftir, að halda fram hlut blaðamennskunar í þessu. Þetta eru tvö hlutur. Hvert er fæið? Er fæið fjölmiðlun eða er fæið hugvísindi? Ég held að það séu fjölmiðlun og blaðamennska, einhvers konar fagþekking þar, hvernig sem hennar er nú aflað, en hins vegar þarf að búa þannig hnútana að þessir sem hafa kunnáttu í því að setja fram efnið, að þeir geti á auðveldan máta leita sér upplýsingar, leita ráða, fyllt stefnu sem fagmenn af ýmsum greinum eru færir að veita. Ég held nefnilega að það sé ekki hægt að leggja áherslu bara á annað þannig. Ég til dæmis, svo ég tala sjálf mig, ég var með þátt hér í síðustu starfsárum mín hjá Ríkisútvarpinu og samtalast þetta á sundarsmóknum. Þar kom ég mér upp fyrirkomulagi í samráðu reyndar við þáverandi hann var nýhættur sem rektor háskólans, Páll Skúlason, heimspekingur. Ég bar þetta máli undan, hvernig getur maður reynt að komast pílt undir yfirborðhlutana í umræðu okkar samfélag og sögu og samtíð. Hvernig getur maður gert það án þess að þurfa á hermanns að halda, sem stofnunin kemur alls var svo að ég myndi fá til liðs við mig, og Páll bauð sig fram, fá til liðs við mig fræðimann á einhverju sviði, til þess að koma með spurningar, velta upp umræðuefni í samtali við gestinn. Sem að yfirleitt var fræðimaður líka. Og þitt hlutverk var eiginlega til þess að passa það að þetta dytti ekki yfir í einhverja mjög þrönga fræðimanna tal sem að enginn hefði áhuga á. Þá leit Þú varst fulltrúins almennamanns í samfélaginu. Fulltrúins almennamanns og ég þóttist kunna á allt svo formið, kunna á mikrofónin. Ég er ekki að segja þetta sem einhverja lausn eða einhverja fræðarsögu. Við hefum nú stólið þessu formati hérna og verið með þetta stundum hérna. Vorum með samtalum verkalýðsbaráttu. Ég bara vona að það verið stólið sem mest og víðast. Nei, skiljið það, ég er að nefna þetta bara sem dæmi til þess að útskýra það að þetta með þekkinguna og kunna ákveðin vinnubröð þegar kemur að því
að velja umræðefni, finna sér vinkil, þá getur verið nauðsynlegt að hafa einhverja leið til þess að fá til liðsvinni við sig. Að fjölmiðlamaðurinn ætti að fá til liðs við sig hérna, þá sem að hafa sko, fræði þekkinguna, frekar heldur að setja doktorinn endilega við mikrofónu. Já, ég held að það sé mjög mikilvægt að það sé röðin, en síðan kemur þetta eitt sem er svona stefnumótun, almennt. Þar sé þessi spurning, hvert á að vera hlutverk stofnunar eins og Ríkisútvarpsins. Það er eiginlega það sem að Lára segir í sambandi við stýringuna á stofnuninni. Hann segir, á hverju eru við að ráða löggu og lögfræðingi í þetta? Á hverju eru við að ráða eitthvað sem hefur sko djúpa rætur inn í hugvísindum? Segir hún frá sínu sjónarhorni? Jú. Ég skil alveg hvað hann er að meina. Hins vegar held ég að eins og hlutinir hafa þróast, þá sé nú eins og ágætt að hafa löggu á staðnum. Ég meina að ef þú ert annað borð búin að viðurkenna það að það þurfi að verja stofnunina í samkeppni við aðra miðla og verja þess vegna verja kannski stofnunina frá einhvers slags svona árásum utanfrá. Sem þá bara fyrst og fremst frá pólitíkinni og fyrst og fremst þá bara tiltegnum þáttum stjórnmálana. Já, og ég held að því leiti til, geti löggan alveg tekið að sér að vissuleiti þetta hlutak sem Andrés Björnsson talaði um. En það náttúrulega er ekki eins og ég var að reyna að koma áðan. Ég ætla reyndar aðeins að skjóta það inn í ef við myndum labba gennum dagskrárna, að þá held ég að þeir sem eru að búa til dagskrárna séu meira og minna með hugvísindamenntun, alveg frá Morgunútvarpinu og hérna alla þessa dagskrá í gegnum Morgunútvarpið í samfélagi nærmynd eða hvað heita núna og mannlegi þátturinn og Viðsjá og Lestin og svona, þá er þetta allt saman hugvísindafólk. Það er ekki margir verkfræðingar þarna eða. Nei, það hefur gengið mjög. Við gerðum átak hérna fyrir allmörgum árum að reyna að fá inn fólk úr raungreinunum til þess að vinna við dagskrá. Og þá kom alltaf þessu, þetta var svo illa borgað, það nefndi þessu enginn. Það var einn maður sem fekk þetta hlutverk, það var fyrrverandi borgarstjóri Dagur B. Eggertsson sem var þá í læknanámi og hann er svo góður námsmaður, hann þurfti eiginlega ekki að vera í náminu. Hann var alltaf í útvarpi, var þar svona að gera einskotímis og ég réð hann sem ég kallaði vísindafréttamann. Hann kom með vísindapistla inn í Viðsjá, einu sinni í viku eða hvað það var. Og vegna þess að við fundum fyrir þessu og við höfðum, ég man eftir einhverjum málþingi á vegum raunvísindastofnunar þar sem við vorum fulltrúar Ríkisútvarpsins vorum kallaði fyrir og spurt af hverju er ekki meira raunvísindi í dagskrá Ríkisútvarpsins. Það er enginn úr stærðfræðideild, allir úr máladeildinni. Eins og var í skólablaðinni í gamla daga, þetta bara gengur ekki lengur. Nákvæmlega. Herðu, en þetta eru svona sem að Lára er að benda á og þá er kannski hugmyndin, eins og ég held að orðaði í samtalinu við hana, að hugmyndin er svo að það sé ekki hægt að sleppa hugvísindafólkinu lausu sem er að búa til dagskrána, heldur verður að hafa annað rekstrammann eða löggu yfir þeim, annars væri allt í einhverja vitleysu. Og ég held að sé svolítið svona hugmynd sem er í tengslum við að til dæmis að Ríkisútvarpið geti ekki bara byggst upp innanfrá, þannig að útvarpsstjóri sé kannski sá sem er bara með mestu reynsluna að hafa starfað þarna eins og oft er, þannig er það mjög algengt í gullöldum dagblaðana að sá sem var ritstjóri var þótti fremstur meðal blaðamanna. Jú. En það hefur aldrei verið valinn útvarpsstjóri ekki undanfarin 40 ár frá því sjónarmiði. Nei. Aldrei verið ykkur fyrir Páli Magnússyni. Já. En ég spurði þið áðan og það er undirliggjandi hjá Láru er gagnrýnin, það er þetta með samband við hugvísindin og bara struktúruna og stofnuninni, það er að það er í stjórnkerfinu eiginlega ómögulegt fyrir stofnunina að fara að lögum þar sem þetta alltaf að snúast dagskrána sjálfa, að það er eiginlega ekkert kerfi innan hennar til þess að tryggja það sé gert. Það er líka erfitt að fylgjast með því hvort að sé verið að fara að lögum vegna þess að þetta er svolítið loðið og hún nefndi það sem dæmi að það væri stæðsti hluti að því sem að væri talið til væri umræða umfjöllun samfélagsmál sem að væri vel yfir þriðjungin af öllu efninu en það er ekki eins og getið það í lögunum að þetta er. Þannig að það er svona erfitt að halda utan við þetta. En síðan er líka hjá henni svona sem er þá bara reynsla áhorfenda og áheyrenda að þessi tilfinning fyrir því að
þetta sé að hörna, dagskrá sé að hörna. Og ég Já. ætla að spyrja það aftur út í það. Já, ég vil nú tjá mig sem allara minnst það, hins vegar Það er einhver tími síðan það hættir, er það ekki? það er 4 ár síðan hætti. Það er sko, þetta er í genónum alveg. En ég hins vegar get alveg, eins og þú varst að rekja því í gegn hér áðan, þá auðvitað sést það að þetta form, tveggja manna umsjón með gestum, gangandi með tónlist á milli, þetta auðvitað er orðið algjörlega ráðandi form. Hins vegar... Og líka, ef við færum yfir dagskrána, þá er þetta meira minna eins og þetta var bara snemma á 10. áratugnum. Hvenær byrjaði þú með Vísjá? 96. Já. Ég myndi segja svona kringum það, að þá er þessi þættir hérna sem ég er alltaf að ruglast á hvað heita, að því að þeir eru eiginlega sömu þættir, þeir skipta stundum nöfn sem eru sikkurum yfir fréttinnar. Vísjáin sem hefur núna verið klofin í og setin hluti heiti lestin, að meira og minna er þetta sko sama dagskrá uppbyggingin var 96 og hérna hvað, er þetta ekki bara, byrju það að verða hérna 28 ár síðan? Já. Það er ekki eðlilegur fjölmiðl sem er bara meira og minna í sama struktúrnum og var fyrir 28 árum. Það er eins og sé eitthvað að. Já, ég held að það sem að er fyrst og fremst í rauninni skortur á því að leggja peninga í dagskrána, í dagskrárgerðina. Og þannig að það er valinn ódýrasta leiðin. Þetta er ekki hálauna fólk sem vinnur þarna langt í frá og það að setja fólk svona við bara hvort sínum eigin við borðið, það er mjög ódýrt. Hins vegar, bara ef við lítum... Það er mismunandi hvernig það er gert, sko, því ég nefndi aðeins þegar þið byrjuðu með Vísjá og þú stýrið því það ekki. Jú. Þá kom svona annar tónnan inn, það kom annar fólk inn í dagskrána, það var svolítið hort öðruvísi á hlutin, það var svona smá spenna í kringum þetta. En þú heldur því ekki gangandi nema með einhverju endurlífgun sko í 28 ár. Það er alveg rétt. Þetta er bara afgreiðsla inn í þetta slott og þú ert alltaf að endurtaka það sem var gert hérna áður og það er ekki framþróun í sko dagskráni. En bara nefna þetta sko Víðsjáin þegar hún við setjum hann af stað, það var býsna vel undirbúið. Það var búið að pæla og pæla mikið í því hvernig getum við búið til áhugavert síðdegis útvarp sem hafði gengið satt að segja mjög illa árin á undan á Rás 1. Og þannig að þessu var gefin, sko Margrét Oddsdóttir sem þá var dagskrárstjóri, hún gaf þessu svigrum. Það var möguleiki að hafa tíma til, ég fekk tíma til þess að velta dálítið fyrir mér, hvað getum við gert, hvernig getum við sett svolítið nýjan blæ á þessu umræðu. Og þetta kannski vantar, nú veit ég ekki hvernig þessi umræði er núna, en það er eitt... Það er grós að geta að tala kannski eins og ég vil bara taka fram að maður heyrir oft hluti sem eru mjög velgerðir og svona er spennandi og mikil þrá yfir því að draga svona inn í dagskrána eitthvað sem er, þú veist, í gangi í samfélaginu og hvernig þetta Ríkisútvarpið að gera það. Maður finnur fyrir því svona hér og þar. Þannig að ég vil ekki að hljóma eins og ég sé að tala allt sé þannig dáið, en svona strúktúrin og svona það sem að heldur utan þetta finnst mér að hafa verið í svona frekar föstu skorðum ansi lengi, sko. Það til dæmis, sko, þættir sem eru heimildaþættir og svona unnir þættir á dagskrá Rásar 1 núna, þeir eru miklu betri heldur en þættir sem voru á dagskrá fyrir 30-40 árum. Betur unnir og í rauninni hæfa betur þessum fjölmiðli heldur en í gamla daga. Ég nefnilega held að þegar byrjar svona einhvern nostalgíutal, einhver fortíðar þrá varandi Ríkisútvarpið, þá er nú kannski rétt aðeins að rifja það upp. Sko, ég byrjaði að vinna þarna 1972 sem þulur og ég man eftir því að dagskráin, hún var nú ekki sérstaklega merkileg þá. Hún var í rauninni rosalega stöðnuð og þá var það þannig að það voru held ég 2 sko fastráðinni dagskrárgerðar menn sem höfðu það atvinnu að búa til dagskrá. Jónas Jónasson og Páll Heiðar Jónsson. Hvorum sig ákaflega færir menn. Og þetta breyttist eiginlega ekkert fyrir að Stefán
Jón Hafstein og Stefán Jökulsson koma síðan nokkrum árum seinna til sögunar. Megnið af dagskráni af svona menningar þáttum svokölluðum. Þetta voru þættir sem voru unnir af barnakennurum í sumarfríi. Það segja þetta var fólk sem kom utan á bæ með handrit sem dagskrástjórinn Hjörtur Pálsson á þessum tíma las yfir og passaði upp á að þetta væri nú á góðu máli. Tæknimaðurinn tók mennina sín að sér. Tæknimenn hjá Ríkisútvarpinu Rás 1, þeir gengdu sko tvennskonar hlutverki, annars vegar tæknimenn og svo voru þeir pródúsantar líka. Þeir héldu utan á dagskrárgerðina. Þetta var ekki aðskilið eins og á BBC og fleiri alvöru stofnunum. Þannig í rauninni kom náttúrulega rak á fjörur stofnunarinnar fullt af áhugaverðu efni og með mjög ólíkri nálgun oft á tíðum. En mjög mikið voru þetta var svolítið líkt í eins og Illu gera alltaf að lesa gamla bækur svona. Þetta var semst lestur oft á prentuðum heimildum, efni sem var þegar til á bók. Eins og þreytandi og það getur verið sem útvarpsefni að hlusta á fólk lesa. Já, það getur verið. Það eru bara mjög fáir sem að geta gert það. Já. Það er stórlega ofmetið. Og svo náttúrulega var þetta sem, sko, ég minni úr þess þegar Marta Thors, sem var á tónlistadeild, þegar hún var að vorkenna okkur fyrir það að vera að berja saman dagskrá, svona talmálsdagskrá. Þegar Marta sagði, því ósköpun spilið ekki bara meiri tónlist. Það til öll þessi yndislega tónlist. Það er hérna fullir rekkarnir af plötum. Og þetta var auðvitað stór uppistaða í dagskrá Ríkisútvarpsins. Það voru plötur og lesnar bækur. Það er eitt af því sem hefur verið gagnrýnt, það kom ekki fram hjá Láru held ég, að það hefur verið svolítið skiptu músík á Rás 1. Þegar ég var ungur þá var þetta klassísk músík og jazz mikið. Og svo unga fólksins sem voru svona eins og einhver pop. En núna er bílakynslóðin komin til valda og það er komið svona meira popparna inn. Jú. Þannig að kannski skessi ekki eins mikið frá. En sko hugsaðu þér það að þannig þegar ég var að vísa hérna tíma þegar ég var byrjað sem þulur, þannig upp úr 70, það er meira en 50 ár síðan, þá var fastur liður í dagskrá útvarpsins einsöngur í útvarpssal eða einleikur í útvarpssal. Það var klassískt efni sem útvarpið sjálf bjóð til og var gert á þeirra forsendum, valið af tónlistarstjóra og framleitt af snjöllum tæknimönnum við mjög svona fábreyttar aðstæður. Þetta er ekki til. Nei, það er ekkert. Það verður hægt að hafa og það er ágætis aðstæða núna til þess að vera með svona smærri tónleika. Já, mikil óskap. Það er minna það. Stundum er það á Rás 2. En þetta er svo dýrt. Og það er afsökunni fyrir að gera það ekki. Hugsaðu þér það með ljóðin af því að mér dettur það í hug. Njörður P. Njarðvík, það ágæta skáld. Hann barðist fyrir því og ég reynda vera honum innan handar í því að ljóða þættir yrðu áfram í útvarpinu. Að ljóð yrðu lesin og hann meiri svo tók að sér að velja ljóð, eitt ljóð á dag eða ég man ekki alveg hvernig þetta var. Og þetta hefnaðist mjög vel. Hann kynnti ljóðið og höfundinn og las síðan ljóðið. Þetta var svo dýrt. Samningarnir við Rithöfundasambandsins voru svo ósveigjanlegir. Þetta var bara það var eins og að vera alltaf með ekta kampavín á boðstólum. Þar að segja það mátti ekki fara út í Prosecco og eitthvað svona ódýrara. Það mátti ekki gera sérstakka samning og það er það sem er umhugsunarefni þegar verið er að reka menningarstofnun eða á að vera að reka menningarstofnun eins og Ríkisútvarpið að samningar til dæmis við listamenn þeir voru oft mjög skrýtnir. Þeir voru svo stífir og ósveigjanlegir að það eiginlega kallaði á það að menn bara segja nei við höfum ekki afnað þessu, við getum ekki gert þetta. Það verður við búum frekar til okkar eigið efni. Já, og þá hefur kannski átt að bregðast við með því að sætta sig við það að Ríkisútvarpið er svona tæki til þess að koma einhverjum tekjum til listamanna
og geti borgað bara haldlaun. Nákvæmlega, en það var ákvörðun sem hefði þurft að taka á einhverju æðra stigi, eða hærra stigi af í rauninni stjórnmálamönnum, hreinlega, og það hefði verið hluti í því að móta alvöru menningarstefnu fyrir þessu stofnun. En að því að tala með þessu fastum skorðum og þú nefndir nú hann Jónas og hann Pál Heiðar. Pál Heiðar til þess byrjaði með vikulógin. Já. Ég man ekki hvernig það var, sko. Ég var fyrstir ég fór til hans að þá var ég kornungumæður. Þannig að það hefur verið, sko, fyrir... Það vorum 80 eitthvað. Já. Og sá þáttur ennþá. Já. Og viðsjáin sem að þú þátti að búa til 96 ennþá. Já. Að því ég stýrði svolítið blöðum í galanda og það var eitt hlutin af því sem maður gerði var að vera með þau bara linnulaust í svona eins og bara vöru þróun. Það var ég komið svona til mín svona markaðsviðskiptafræðingur og var að horfa á það hvernig við vorum að vinna. Hann sagði það var aldrei kynst annar eins sko linnulausri vöru þróun og það er. Þannig að við vorum kannski eitthvað svona fastir dálkar og alls svona dótri í blaðinu sem að við vorum bara að leika okkur af því að sko fella og búa til nýja vegna þess að það var bara hluti af því að geta alltaf verið að laga blaðið að einhverjum svona hugmyndum að samfélagið hann úti var að vera alltaf að fikta í sko struktúrnum. En kannski er þetta ekki hægt á Ríkisútvarpinu því að leið og þú færir til eitt þátt að þá hringir síminn og fólk segir sko hvað eru þið búin að gera? Eða heldur að Ríkisútvarpið ofmeti þetta? Að þessa kröfu frá almenningi að vilja geta gengið að sínum hlutum ísum? Að þess vegna sé þetta að það sé alltaf verið að framleiða inn í sömu slottin og aftur sem er ekki til lengdar gott. Þetta er hægt að fara að framleiða alltaf efni inn í sama slottið og það er, þú veist, áhugavert. En það væri eiginlega betra að hrista þessu upp eins og gerðist eins og við nú ennið svona í Víðsjá að þeirra aðeins hrista upp í því og byrja hver er tilgangurinn, eigum við að teygja þetta, eigum við að taka vísitinn inn í þetta, eigum við ekki að fara kannski að horfa á menningun ekki alveg eins þröngt og við höfum gert og við taka þetta. Nú er svona rosalega stemming í svona postmódernísku umræðu, getum við hleypt því í gegnum fundin. Ég hef nú vitnað í það þegar ég kom til þín og spurði hvort ég mætti vera með messugagnrýni. Já, og þá sagði þú já. Og stalst af mér raunverulega það að ég ætlaði sannfærið það. Þannig að meðast að vera sko snjöll ritstjórn og segja bara já, bara pröfu þetta. Reynið allt og haldið þessu gott er. Annarkot virkar þetta ekki. Já. En sko, ég held að þetta sé rétt að það er ákveðin stöðnun í gangi á tímabilum í þessari stofnun þarna. Og ég nefndi Margréti Oddsdóttur áðan. Sko, við Margrét, ég var náinn samstarfsmaður hennar á tímabili og við vorum með talsvert mikla tilraunastarfsemi á árunum í kringum 1990 og upp úr 1990. Þar sem við einmitt vorum að reyna að prófa ýmislegt í varðandi skipulag dagskrárinnar og í reynu vinnubröð. Og það má eiginlega segja að það er að frá þeim tíma sem að dagskrárgerðar mönnum fjölgaði mjög og sem átt að vera til þess að efla fagleg vinnubröð. Það var náttúrulega, það hefði kannski verið, auðvitað var þetta kannski einhæfara fyrir vikið og hættan einmitt á svona innanhús stöðnun. Áður fyrir var þetta þannig að það voru alltaf nýjir hérna kennara sem kom með handritin sín og þannig myndaðist einhver svona endurnýjun. En þetta var, það er alveg rétt, þetta kannski kallaði á eða bauð heim ákveðinni stöðnun í vinnubröðunum. Hins vegar þá getur náttúrulega hrært í þessum samsetningum lengi fram og tilbaka og eins og gerst hefur náttúrulega á blöðum, þú ert náttúrulega manna kunnugastur því með risi og nýji blaða. En ef að stofnun eins og Ríkisútvarpið á að standa undir nafni sem menningarstofnun, ekki bara fjölmiðill sem er að keppa við aðra fjölmiðla, þá þarf að vera hægt einmitt að kalla til leiks skáld og listamenn. Þá þarf að vera hægt að búa til efni sem kostar pening að gera og þá þarf að taka á honum stóra sínum ef að Íslenskt Ríkisútvarp á að standa undir nafni. Já, annars verður þetta bara menningaframleiðsla verður bara eitthvað svona húmil í húm eitthvað sem einhver skiptir. Já.
Og Það er hægt þá annars. kemur þetta með þetta mál sem er búið að takast á núna lengi sem eru auðvitað auglýsingar hjá Ríkisútvarpinu. Og það er voru eiginlega allir sammála að það var nú að gera að reyna að losna við þetta, nema helst auglýsendur sem vildu alls ekki, samtök auglýsenda vildu alls ekki að Ríkisútvarpið færi út af þessu markaði. Og bent á það fyrir allmörgum árum að þetta myndi þá enda allt saman hjá Google og einhverjum stofunum í útlöndunum. Ég þekki svolítið til auglýsingamarkaðarins af því að ég hef verið í fjölmiðlum og þurft að skilja hann og ég er alveg samanlega af því að það er enginn þarna úti sem getur boðið upp á jafnmörg svona eyeballs eins og Ríkissjónvarpið. Þannig að ef má ekki auglýsa þar á undan Gísla Marteini eða hvað þetta heitir alls saman að þá fer það ekki yfir á sko stöð 2 því að RÚV býður upp á svona mikið en næsti býður bara upp á þetta og munur þarna á milli er eðlismunur. Það er ekki þannig að ég geti fengið fyrir þriðjungin af verðinu, þriðjungin færri augu. Það er allt annað eðli í auglýsingamarkaðnum því að hann er náttúrulega svolítið miskunnarlaus. Hann bara leiðir til þess að auglýsingarnar leita þar sem eru flestir og á meðan að við höfum ekki sko sjónvörp sem að gætu tekið við þessu, ekki getur samstöðun tekið við auglýsingunum frá Ríkisútvarpinu að þá er langt líklegast að þetta leiti bara annað í umhverfis auglýsingar, í skilti eða á netið eða fólk verður bara að hringja í þig og spyrja hvort þú viljir ekki kaupa nýja tegundar tannkremi eða eitthvað. Þannig að það er ekkert víst að sko að auglýsingaféð sem var hjá Ríkisútvarpinu fari til annarra miðla. Nei, og menn hafa einmitt spáð því og ég held að það sé að gerast, að það er að fara á neti. Já. En því að hinir hafa ekki raunverulega þann fjölda að bjóða þegar Moggin núna, hann er með færri lesendur heldur en Pressan var þegar ég var þar 1990 sem var litið á sem jaðarmiðil í íslensku sko, fjölmiðlaumhverfi. Já. Þannig að Moggin, þessi gamla sko, dómkirkja er orðin bara götustrákur sko. Það er bara út á torgi eitthvað að vála. Þannig að sömuleyti held ég að myndi gerast að þá færi þetta auglýsingafé í burtu og þá getur spurningin verið þannig er einhverjir 5 milljarðar eigum við að taka það inn í að þannig út úr því verði til íslensk fjölmiðlunum með einhverjum hætti eða eigum við að sleppa þessu lausu þannig kannski 1 milljarður verið eftir í íslenskum fjölmiðlum en annað fari bara hingað og þangað. Já, þetta er sjónarmið, ég kann ekki svara við þessu. Nei. Ég þekki rökin sko. En afleiðingin af þessu fyrirkomulagi sem byrjaði mjög snemma í sögu Ríkisútvarpsins, afleiðingin hún er neikvæð fyrir framleiðslu, sköpun á góðu dagskrárefni, menningarlegu dagskrárefni. Vegna þess að það fer að verða svo mikill kraftur sem fer í það að keppast auglýsingarnar og keppast hlustendur. Það er magn hugmyndi nær yfirhöndinni. Já. Við sjáum það núna í sumar þar sem að það er auglýsingadeldi sem ræður því að fréttirnar eru farið til og fótboltinn er ekki settur á RÚV 2. Já. Það er auglýsingahagsmunir. Það eru allt þetta Eurovision dæmi allan síðastliðin vetur. Þetta er drifið áfram af auglýsingahagsmunum. Jú. Þannig að stofnunin gat raunverulega ekki tekið siðferðislega réttar ákvarðanir í takt við það sem almenningur vildi vegna þess að það voru bara ekki viðskiptaleg sjónarmið á bak við það sem að reynda síðan féllu vegna þess að það kom í ljós þegar á reyndi að fyrirtækin vildi ekki taka þátt í þessu út af afstöðu almennings þannig að tekjur Ríkisútvarpsins af Eurovision-keppninni voru miklu minni heldur en aðvar stemt. Það er alltaf harðsnúið þegar siðferði fyrirtækjanna er nokkurum stigum ofar siðferði stjórnenda Ríkisútvarpsins. Já, það er bara þannig. Eurovision dæmi sýndi það. En þú vilt labba þarna inn og segja að Ríkisútvarpið er menningarstofnun og þú vilt hrinda borðum víxlarana. Já, alveg heiklaust. Og þetta eigi bara ekki heima þarna. Við erum að byggja menningarstofnun og við gerum það ekki með ofan á auglýsingamarkaði. Nei. Það er fráleitt hugmynd. En það þýðir það að það verður að opna digra sjóði af opinberu fé til þess að standa undir kostnaði við gott fjölmiðlefni. Við gerum það hérna. Við búum til fjölmiðlefni á veikumætti
við keppum ekki við Ríkisútvarpið þar sem við getum ekki keppt við þá. Þess vegna sittum við alltaf í þessu sama herbyrgi. Við erum ekki að keppa í sviðsmyndum og við erum ekki að keppa þar sem við ráðum ekki við, en við teljum okkur geta keppt við Ríkisútvarpið í svona umræðu, haft hana kannski bara aðeins á lægra tempói, aðeins lengra. Ég þarf ekki að biðja þig hætta núna því að harmoníkuþátturinn er að fara að byrja eða við þurfum að skipta yfir eitthvað annað, þannig að við erum ekki bundin á tímanum, þannig að það verður til bara svona annars konar samtal og kannski stundur látum við eins og við sem að reyna að finna samtalið eins og það er bara út í samfélaginu, að losna við svona þennan sviðsetningu samtalsins sem oft er inn í fjölmiðlum. Já. Þannig að við erum að leika okkur að þessu. Já. Svo látum við bara, segjum við að sko business modelið hjá okkur er bandarísk trúbóðstöð. Þannig að við búum til efni sem að við teljum vera mikilvægt. Svo látum við bara baukinn ganga og byggjum fólk að styrkja okkur til þess. Ég verð nú að segja, ég veit að lýsi yfir aðdán minni. Sem gamall fjölmiðlamaður lýsi yfir aðdán minni á því sem þið eruð að gera hérna. Og það er eiginlega, og þetta er satt að segja, sko ég veit svo sem ekki hvað þú endist lengi. Manni blöskra satt að segja úthaldið að standa í þessu. En þetta er, fyrir fjölmiðlamann er þetta náttúrulega mjög eftirsóknarverð staða. Að einmitt hafa þetta frelsi. Þetta er raunverulegt frelsi. En ekki auglýsingafrelsi. Nei. Og ég fekk þig til þess að koma hingað af því ég vildi tala við þig. Ég þarf ekki að fá forstjórnuna í Brimborg eftir að tala við hann. Ég er ekki háður því nema nei. Og svo er það bara byggt upp á trausti sem að fjölmiðlamenn vita ofta ef við eldum okkar eigin áhuga og svona eigin forvitni og þá er fólk þarna úti sem að við þjónum í leiðinni. Jú. En þetta er nú samstöðuna, en mér finnst stundum að Ríkisútvarpið þyrfti svolítið svona faglega endurnýjun, velta meira fyrir sér sko hlutverki sínu og stöðu sinni og hverjum þeir að þjóna og hvernig getur þróað. Ég er alveg sammála þess að segja að ég er ekki einn af þeim sem vilja fara út í ykkur nostalgíu. Ég veit alveg að það er fólk inn á Ríkisútvarpinu núna sem er miklu færara í því að búa til svona heimildaþætti heldur en að voru til kannski fyrir 20-30 árum. Það er fólk sem hefur menntað sig í þessu og er bara mjög fært í þessu og sumt sem að maður heyrir sem að Ríkisútvarpið gerir er bara outstanding. Já, og við bara langar bara til að nefna jákvætt dæmi ákveðna viðleitni hjá fyrrverandi lögreglustjóra til þess að ná einhvers slags meiri stefnufestu í menningamálin með því að ráða Guðna Tómasson sem einhvers slags svona menningaritstjóra þannig hann virkar eiginlega á báða rásir og sjónvarpi líka og Guðn er mjög vel menntaður og flinkur maður og þannig að ég vona og kann vel á útvarp. Já, kann vel útvarp. Hann ætti náttúrulega að heita bara menningapái út af þess. Já. Þetta er náttúrulega mikilvæg staða sem hann er, svo sem hefur yfirumsjón með menningarefni á Ríkisútvarpinu. Jú. Þetta er náttúrulega alvöru staða. Já. Herðu, það var gaman að fá því hérna að spjalla Ríkisútvarpið. Ég ætla að halda því svolítið áfram. Ég ætla að nota svona tilefni þessar greinar Láru til þess að ræða þess Ríkisútvarpið. Því að maður fattar að leiðum að byrja að tala um þetta auðvitað að tala Ríkisútvarpið bara eins og við tölum heilbrigðiskerfið eða menntakerfið eða... Nákvæmlega. Og ég fagna því mjög að það skuli vera og eins og ég byrjaði á daginn áðan að hæla Láru fyrir það að taka sér til og skrifa grein í skýrni. Tökum undir það. Það eru kærar þakkir. Takk. Já, þetta eru lokin á rauðaborðinu í svona sérstöku formi í kvöld og þannig verður það í júlímánuði eða fram yfir verslunarhelgi. Ég þakka öllum gestunum sem hingað komu og Steinunni Ólíu Þorsteinsdóttur kærlega fyrir hjálpina, Pétri fyrir að taka upp og senda út og ykkur fyrir að hlusta og breyta þessu spjall okkar í einhvers konar fjölmiðlun. Þið getið
hjálpa okkur við að byggja upp dreifikerfið með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér. Þannig byggist dreifikerfið samstöðun upp af góðri afspurn. Þið getið bent á að við efni má finna á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu á 89,1 á FM og það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarann. Það er spilarinn.is á netinu og svo er spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum, það sem er net á annaborð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum, þar erum við 5 á fjarstýringunni. Kannski mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Þið sem að viljið taka þátt í að byggja upp samstöðuna, öflugan umræðuvettvang og vaxandi fjölmiðl, getið gerst áskrifendur. Það var margir gert það, samkvæmt mælingu sem voru með í apríl að þá voru 40.000 manns sem að horfa og hlusta á þætti samstöðunar einhvern tímann yfir vikuna. Af þeim eru 1350 sem hafa gerst áskrifendur og það sem þið sjáið hér og heyrir í boði þeirra. Ef þú vilt slást í hópinn þá getið farið inn á samstöðun.is, það er hnappur smástundur áskrift, það getið skráð ykkur fyrir 2.500 krónum, þeim megi borga meirið þið vilji og þeir sem kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Fyrir 2.500 krónur þá fáið ekki bara allt efni sem er hér, heldur getið eignast fjölmiðl sem að mér skilst þessi eftir svona vert í þessum háskala heimi sem við lifum í. En þetta er gott í bili, ég þakka fyrir í kvöld. Við verðum næst á miðvikudaginn klukkan 8, þá verður rauðaborðið en þangað til góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.